Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma næst þegar að horfa á góða mynd. Kaupa Pop Smell og Doritos. Þetta ógeðslega gott, nammi. Þetta bara svona samt sem maður veit að maður má ekki fá svona mikið af þessu, en djúvill er það gott samt, sko. Sko, Pop Smellur, fyrir það sem að hlusta núna, verður ekki að horfa. Styrktaraðilinn og þættinum. Já. Ég búinn að klára nokkra póka sjálfur. Þetta var kannski aðalega að hugsa fyrir gestina. Ég sé ykkur. Já, þú keyptir það ekki? Ég keypti mér svona, þetta er heroín. Sko. Ég ætla að gefa þér eftir. Þetta er heroín. Allar að enabla mig að gefa meira þessu. Þetta er ógeðslega gott, það er ekki mér að kenna þessu gott. Þetta er virkilega gott. Já. Þetta er góð auglýsing fyrir Pop Smell. Þetta er líka gott að vera með, þú veist, sponsor sem er actually með eitthvað gott, sko. Já, sem ég... Hlýtur að líða betur. Já, ég meina, ég til þess að segja, ég borða mikið af þessu, mér staðislegt. Já. En velkomin aftur. Takk fyrir það. Við erum farið svolítið spennandi í dag. Djöfull, þetta gaman mér. Þú feist heimavinnu. Ég heimavinnu. Komið stílabók. Ég er svo ánægð með það er svo old school. Ég ætla bara old school að þetta bara stílabókum. Ég líða þessi í skólanum áttur. En þegar þú byrjar að skrifa bókina, skilur hann þá skriftinina? Nei, hún er hræðileg. Má ég get ég séð hana án þessu spoiler einhverju? Ég vil ekki sjá listan hérna. Getur skrifa nafnið mitt í bókinni hérna. Ætlar að dæma mig á skriftinni hérna? Alls ekki. Já, ok, ég er búinn að sjá ná. Sér þetta? Já. Þú veist. 6 ára, krakki ykkur. Hvað er skrautskriftin, þú veist? Ég fattaði bara liðið að skrifa, bara, vá, hvað ég ekki verið að skrifa nógu mikið, sko. Þú ert ekki nógu góð að skrifa? Ég var ágættur á sín tíma, sko, en hérna náttúrulega maður heldur sér ekki æfingu og ég held að þessu margir sem eru svona bara, það er enginn að skrifa neitt lengur, svo fara að skrifa bara, shit, hvað ég skrifa illa, þetta er æfing, sko. Er þetta glötu list? Þetta er glötu list, mögulega. Það sem kemur einhverju hipster að fara í það að skrifa gett mikið núna. Ég sérðu skriftina sem ég var eitthvað svona skiptast það. Reyndar, en ég notaði síman. Ég get sagt það, ég notaði síman og tölvuna. Ég byrjaði að vinna í símanum. Já. Svo var ég að horfa svona á myndirnar og við skulum kannski taka það fram núna að við erum að fara að taka fyrir áratug. Frá árinu 2000 til 2009. Já. Við völdum okkar uppáhaldsmyndir hvert ár. Já. En svo eru alveg með fleiri. Já, já. Hvað ert þú með fyrir allt saman? Veist, taldur það? Er það misjönd eftir árum? Nei, við tókum bara 10 eða ekki. Jú, ég er þannig. Já, við tókum bara 10, þú veist, ein er uppáhaldsmyndin og svo hinn er 9 og hérna ég byrjaði á 20 hverju ári og svo fór ég bara að strika yfir og þá var bara, shit, hvað er veitt. Þetta tók bara slatta tíma, sko. Ég var bara ok. Svo náði þessu niður í 10 og mér langaði bara að laminate þetta bara, ég náði þessu niður í 10, bara, yes, þetta með þetta. Var þetta erfiðar hún helst? Já. Fyrir þessi ár? Já. Voru fleiri góða myndir en þú áttu von á? Nei, ekki endilega gæðunum, bara, þú veist, jú, þú veist, það kom mér alveg óvart, ég held að þetta væri mjög fyndinn áratugur að taka. Það voru alveg fullt af myndum sem ég bara að gleyma, bara, já, ok, þetta var ekkert það slæmur áratugur, þú veist. Hann er fínn nefnilega. Hann er nefnilega fínn, sko, þegar maður fyrir yfir þetta, bara, ok, það er alveg fína myndir en það, sko. Ég held til dæmis að sé töluvert betri heldur en 2010 til 2019. Ég ætla að segja það líka. Ég meina, það er náttúrulega bara, þá ertu komin overhitunar, þú veist, það bara tók við yfir, sko. Það er allt öðru í þessi listi, þú veist. Bara 100 overhittumyndir. Það er bara overhittulistin, þú veist. Milli 2010 til 2019 er bara overhittumyndin. En það er kannski svona ein og ein á þessum árum sem við Jú, það leynist átt inni, sko. En já, ég sko, þetta tók lengri tíma en ég átti von á. Já. Og ég var alveg bara, hversu miklu tíma ætlar að eyða í þetta? Og ég var að kött út myndir. Ég var eins og þú. Ég byrjaði kannski með 20-25 myndir og ég var sáttur með þessar 20-25 myndir. Já. Þannig að kötta þær niður í 10. Það var erfitt. Og líka, sko, ég líka fattaði síðan að ég var eiginlega, þú veist, ég varð að googla þetta, ég fór bara að googla myndir á þessu árum. Já, ég mundi þetta ekki. Ég mundi þetta ekki, þetta er ekki fræðilegur, en svo náttúrulega er maður að fara yfir þetta og ég er alltaf að fatta að ég gleymdi fullt af, þú veist, erlendum myndum sem að því að náttúrulega ég googlaði bara eitthvað, þú veist. Já, ameríska myndir í rauninni. En það bara kom upp ameríska myndir alltaf, svo gleymi ég alltaf, nei, það er fullt af erlendum myndir líka sem ég átti að setja hana, þá fór ég að fara við það eitthvað. Ég myndi það. Ég var ekki nú duglegur í því, þú ert örugglega betri ég í því, það, þú veist, ég er alltaf amerískur nú. En málið er, ég held að við séum svipaði með það að
Við erum alveg fyrir Hollywood. Auðvitað maður, ég er Hollywood-hóra, koma. Ég er það líka. Ég er ekki svona eitthvað allt lista eitthvað, en það er svona sumar er bara það góðar maður verður að setja þinn, sko. Ég er alveg með slatta myndir svona tíma sem er ekki einlega amerískar. Já. En meirlutin er ameríska myndir. Það er bara mest, það er sem ég horfum mest á. Ég er nefnilega held að ég muni fá meira út úr þessu heldur en þú, það ég held að ég eftir að heyra myndir sem að ég vissi ekki af, þú veist, sem að þú kannski eftir að sjá meira af þessu erlendu myndum, en að ég er með pennan, ég ætla að taka henni punta, já, ok, maður kíkja þá, ok. En svo þú horfur á hana þátt, ég var nú horfur á hana líka. Það sjálfsög. Já, þá getur þú kannski bara, já, alveg þessi mynd. Já. Af því ég var nefnilega voni, ég hugsaði mér okkur, Bjarni búin að sjá Helling. Hann á kannski eftir að selja mér einhverja mynd sem ég hef ekki séð, af því þá voru sum áraðna og það fræga myndir sem ég er bara ekki búin að sjá. Já. Þannig kannski að þú þurfir að segja mig frá okkur þeirri mynd og ég bara, já, alveg saman með mér, ég er bara svona, já, ég er ekki búin að sjá þess að þannig að ég gæti ekki sagt það einn, þú veist, þannig. Það voru alveg... Sem að skamma sín hafa ekki séð og, þú veist. Ég skammast mér aldrei. Nei, maður hefur bara 24 tíma í sólarhring, þú veist, það er ekki að horfa á alla myndir. Já, ég segi líka alltaf. Það er enginn búin að sjá allt. Nei. Þú getur fara að tala við Tarantino eftir. Já. Þú ert örugglega búin að sjá eitthvað sem hann er ekki séð. Já. Hæpið, en örugglega. Ekki gott dæmi, en ok. Fyrir utan hann. Að ég fæst undir þetta, því ég er svona kvikmyndahammaður. Já. Og ég tala við eitthvað fólk. Og við tölum um einhverja mynd. Og ég segi, ég sá hann aldrei. Ha? Ertu ekki búin að sjá þessa? Já, hvað? Á ég nefna 500 myndir sem þú ert ekki búin að sjá. Nákvæmlega. Ég þoli ekki eitthvað svona... Þú skilir hvað við? Þú verður að vera alla leið eða ekki, þú veist, bara ekki. Þú ert örugglega búin að sjá fleiri myndir heldur en flest fólk, þannig að það get ekki verið eitthvað að rífa kjaft, sko. Já, og ég líka við ekki það alveg, eins og ég oft sagt í þessu podcasti, ég er genre-gaur. Já. Þannig ef ég heyri cool hasamynd frá Suður-Kóreu, þá er mjög líklegt í tjekkja henni. Já. Ef ég heyri eitthvað dramamynd frá Suður-Kóreu, það er ekki svist í tjekkja henni. Nákvæmlega. Og það er ekkert með gæðan að gera, þetta er bara mitt áhugasvið og eins og þú segir, það er 24 tímar í deginu. Já. Auðvitað sækir maður meiri það sem maður fílar, það er bara en maður heyri síðan að einhverju rosalega góður mynd, þá náttúrulega verður maður að kíkja á það, það er maður forvitinu það, sko, ef það er bara eitthvað rosalega mynd, sko. Eins og ég man eftir einni Intouchables, franska myndin. Já, ég er gett að bara sjá hana, ég skammast fyrir það. En eins og með hana, það er drammynd, og ég er alveg hrifinn af frönsku myndum, en ég segi, dram er kannski ekki númer 1 hjá mér, en ég tjekka á henni og virkar það góð. Ok, ef ekki byrja þetta, við skulum skiptast þess á. Þú tekur, byrjum bara þér, árið 2000, svo byrja ég árið 2001. Hvernig nefnum það? Ég vildi vera með svona stóra bók, bara eitthvað, svo mikið. Hefst lesturinn. Rankar það er eitthvað. Við erum ekki til gæðum. Nei, sko, ég held að þú vildi það, þannig að ég rankaði alveg 10-9 og þú veist. Já, ég er með það líka. Já, ok, við erum með það báðir, ok. Við erum alveg sömu blaðsíðu. Ok, og svo kemur í ljós að við erum að fara að tala við erum væntanlega með eitthvað sömundum. Það lítur að vera. Lítur að vera. Við erum með mjög svipaðan smekk. Annað væri í rosaskríti. Ég var nokkuð vissu það að við værum með eitthvað svipaðina, sko. En nú ætlum ég að giska á eitt. Ég veit ekki hvernig listin þinn er. Já. Ég ætla að segja það að við séum aldrei með sömu mynd nummer 1. Þetta er spá. Já, ég er nokkuð vissu það. Að það? Já, ég er alveg samanlega því. Nokkuð vissu það. Sýttir svo spenntur. Ég grunar 1 ár, en ég held að við erum ekki með neinu heim, sko. Ok, varst þú með eitthvað svona, eitthvað ákveð plan? Varst að velja bestu myndirnar? Varst að velja þínar uppbóðs? Varst að velja vanmetnamyndir? Varst að velja helstu hittarna? Er það blanda bara? Allt saman. Ok, allt saman. Ég myndi bara segja að það er 10 myndir frá þessu ári sem að ég myndi, ef við líklegast að ég myndi horfa aftur. Ok. Segjum bara þannig. Ok. En myndir sem þú valdir nummer 1, nú veit ég náttúrulega ekki hvað valdir. Já. Er hún endilega besta myndin? Nei, ok, það er eins og mér. Já. Það er ákveðan ástæður í valdi. Mér finnst hún best. Já, þú meina það? Já, ég meina... Já, þér finnst hún best? Já, ég er algjörlega, ég meina auðvitað. Just, maður verður að velja þannig. Ég gerði ekki. Gerði ekki þannig? Tjóðlega til að geta mér, ok? Þú þarf ekki að gera eins. Málega ég valdi ákveðna myndir, sem komum sem ljósa eftir, sem er kannski langar svolítið svona, kannski bendur fólki á. Ég gerði það líka. Mér fannst hún frábær, að sjálfsög fyrst með allar sem myndir sem ég valdi frábærar. Já. En það er kannski ástæður ég valdi þessa frekar en einhverja aðra, þó hún sé kannski súmynd sé númer 1 hjá mér í raunveruleikunum. Já. Skilur hvað við? Já. Ok. Ef við þá byrja, en förum alveg ekki að lista þinn, og svo alveg ekki að lista þinn. Já, ekki bara fram og tilbaka. Svo bara mistum hvað við tölum ekki hverja mynd. Já, bara þú stoppið með ef þú ert bara eitthvað, eða þú veist, eitthvað sem þið langar að... Nei. Við bara spjöllum. Sjáum hvað gerist. Já, ég telli bara frá 10 og upp. Ok, þetta er árið 2000. Árið 2000.
Og mynd númer 10 hjá þér? Mynd númer 10 á mér er What Lies Beneath. Já, með Harrison Ford og Pfeiffer? Já. Ok, á hverju valdur hann á listan? Bara frábær draugamynd. Mér finnst það bara rosalega vel gerð. Þannig að Robert Zemeckis, bara hvernig hann nota kamerun og allt þetta, ég maður því ég sá hann í bíó, mér finnst það mjög skeri og, hún er í 10. sæti, það er ekki ekkert að fara að horfa á hann hverju ári, Nei. en mér finnst það rosalega vel gerð. Þið fannst allavega að hún vera þess virði að fara að nefna hann á í þessum þætti, komst á lista? Já, Hitchcock væri stoltur af þessa mynd. Mjög Hitchcock, svona leg, mörguleiti. Og ég man líka eftir einu skoti þeirri mynd, hann fer með myndavélina gegnum gólfið. Já, svo geggjað. Svo er eins og hún liggi bara og hann gerur gleri. Já. En það hann ekki vera gler, það var gólfið. Ég elska það skot. Er þetta ekki rétt hjá mér? Já, ég elska þetta skot og ég vil sjá fleiri gera þetta að nota, hvað var að tala um, 5. vegginn, að taka upp í gegnum gólf. Já. Ég var til að sjá þessum að fólk stendur bara og gler, hvað ég segja, einhverjum platta eða eitthvað. Já, glerplatta og kamerinu undir eitthvað, að fá einhvern nýjan vinkil eitthvað. Mér fannst það svo töff skot, sko. Einmitt, ég elska þetta skot í þessar mynd, sko. Þetta er svona, það er eftirminnast hjá mér í þessar mynd. Já. En veistu það, ég sá þessa mynd fyrir kannski bara árið síðan. Já, fyrst skipti? Nei, ég er búin að sjá hana, en ég hafði ekki séð hana þá í 20 ár. Já. Þetta er hörkufín mynd. Það er náttúrulega svipað á mér. Ég er ekkert búin að sjá henni í langa tíma, en ég bara, þegar ég sá yfir myndina, bara, já, ok, ég set hann innan á, þú veist, hún er í 10. sæti, það er laumin innan á, þú veist. Ég er með margar hérna, kannski 8, 9, 10, bara svona myndir sem ég vil kannski nefna smá, en er ekkert endilega ykkur brjálu uppáldi. En mér fannst minnistæð, mér fannst rosalega vel, þú veist, þetta eru horrormyndir sem ég fíla, það er svona drauga horrormyndir, þú veist, svona moodmyndir. Svo er líka eitt við þessa mynd, þetta er spoiler fyrir What Lies Beneath, 20 ára góð mynd. Harrison Ford er vondikallinn. Nei, má það? En hvernig fílar það? Það var svo geðveikt. Mér fannst það geðveikt. Mér fannst það svo geðveikt. Það er ekkert algengt. Nei, og líka, hann á að leika oftar eitthvað svona dark hlutverk. Ég veit að hann er góður í því. Og það var gaman að sjá, þú veist, Han Solo og Indiana Jones að vera... Svo traumatizing. Já. Gamla hetja mín eitthvað, hann er eitthvað fáviti. Mér fannst það geðveikt. Það er ótrúlega næs að nota það, sko. Og Michelle Pfeiffer finnst mér, ég held að hún sé alveg svona einum uppáhaldsleikona. Rosalega vanmetin. Mér finnst það. Já. Þetta er skemmtileg leikona. Hún er frábær þessar mynd. Já. Hún er alveg frábær. Ég ætla að elska hann sem Catwoman og svo hefur hann gert fullt af öðrum góðum myndum, sko. Mjög vanmetin leikona. Hún er freka vanmetin. Já. Herðu, geggja, What Lies Beneath. 10, 9, Pitch Black. Já, einmitt, með Vin Diesel. Með Vin Diesel. Fyrsta kynningin á Riddick. Hvernig fílar hann Carter? Hann á að vera í aukahlutverki, finnst mér. Fannst þér hann virka best í Pitch Black? Já. Bara partur af eitthvað svona ensemble kasti. Þetta er svona svolítið, eins og með Jokerinu svona, þú veist, eða svona ákveðni karakterar. Það virkar rosalega vel sem auka karakterar. Það gerði Joker mynd og hún var góð, en mér finnst að Riddick eigi að vera auka karakter. Hann er svo svalur, en þú vilt ekki fá of mikið á hann, sko. Hvernig fannst þið 2 og 3? Ég er alveg að, mér fannst það ekki nóg góð. Mér fannst Pitch Black, mér fannst það svo töff karakter, sko. Gæðuðu karakter. Þegar sögðu það að gera Riddick myndir, ég bara, ok, cool, en svo fattaði mér eftir og bara, já, ok, það er maður á að skamta sig aðeins af Riddick, sko. Ekki fá mikið á hann, sko. Ég er ekki ósammálaðir þannig. Já, skilji hvað ég er að meina. Já, þetta er góða punktur hjá þér. Þetta er meira en svona ensemble piece, Pitch Black, heldur en Chronicles og svo Riddick nr. 3. Já. Því þar var hann bara svona aldrei. Já. Já, ég er bara svona sökkur fyrir Riddick. Þetta er mjög töff karakter. Mér finnst það allar skemmtilega. Já, allar. Mér finnst það 2 sem allir hata. Já. Já, 2 var alveg skelvileg, sko. Sástu Pitch Black í bíó, mannstu það? Já, ég held að, og vissi ekki neitt um hana, sko. Nei, sama hér. Það var það svo gaman, sko. Bara Pitch Black vissi ekkert um þetta, komið svo skemmtilega óvart að, já, ég er svolítið að taka hann inn út af því, ég er ekki búin að horfa á hana oft síðan, en hún komið svo skemmtilega óvart, sko. Já, þú manst eftir þessu upplifun, þú sást hana fyrst. Já. Bara hver er þessi Riddick karakter? Þetta er geðveikur karakter. Og líka Vin Diesel var ekkert búin að leika í ykkur mörgu. Nei, þannig hvað, 2000... Þetta er fyrir Fast and Furious. Já, og þetta er bara, þú veist, var hann ekki bara búin að vera í Saving Private Ryan? Í algjör aukahlutverki. Algjör aukahlutverki, þú veist. Hann var góð þar, sko. Hann var góður í Boiler Room líka, sástu hana? Var Affleck í henni? Já. Var þetta ekki eitthvað svona Wall Street, eitthvað svona... Er hún... Númsk mynd, þú veist, alltaf leið mynd. Er hún ekki eftir Pitch Black?
Sama ári, á 2000. Það er samár. Ég sá hann þarna og ég svona, nei, ok. Boiler Room er ekki alveg nógu góð til að setja í listan en hún er góð samt. Ok, ég skilji. Það er svona fín mynd, þú veist. Ok, þetta byrja vel hér. Já. Ok, hvað er nummer 8? 8 seti ég Castaway. Já, með Tom Hanks. Já. Frábær. Aftur Robert Zemeckis, bara rosalega velgerð mynd. Já. Og maður er bara svona, þú veist, að maður skuli hafa nennað að horfa á, nennað. Já, vá, ég var Ég sokkinn er að búa til orðu líka. Skrifari nennað. Nennað. Að maður hafi nennað að horfa á hana hérna, þú veist, 2,5 tíma bara, hann alltaf bara hversu frábært leikari Tom Hanks er, Já. en líka bara svo velgerð mynd. Þannig að ég var að setja hann inn, en ég áttu þess ætið. En hún svolítið stendur og fellur með honum. Já. Og ég hugsaði mér oft Castaway, ég meina að tala svona the power of a movie star. Já. Það horfðu bara Castaway. Já. Þar sérðu hvað kvikmyndistandi getur gert. Bara örgulega með betri dæmi það, sko. Já, að því eins og segir, hann Tom Hanks, bara elskan allir. Og hann er 80% af myndinni? 85%? Jafnvel meira. Mér finnst hún geðveik, sko. Já. Mér finnst hún geðveik þessi mynd. Maður á í rauninni ekki að fíla svona myndir, en Nei. það sýnir bara hvað þetta er velgerð mynd, sko. Og líka Wilson, boltinn, hann var bara partur af pop culture. Já. Og það held ég hefði ekki gerst ef hún hefði ekki verið góð þessi mynd. Pældi ég að reyna að, þú veist, hafa þetta skrifað á handritið að gaurinn breytir blackbolta í vinsinn og þegar þú lest þetta örugglega bara, þetta verður aldrei virka. Nei. Þú veist, þetta er bara kjánulegt. Þetta er bara kjaftaði. Og svo bara láta þetta virka. Já. Af því að Tom Hanks er Tom Hanks. Og maður var fucking klökkur þegar hann missi blackboltan, þú veist. Ég þarf að öskra hann að Wilson, missa hann eitthvað í sjónum og eitthvað. Pulla heartstrings í manni, alveg endalaust. Og þetta er bolti. Þetta er bolti. En þau eru mjög sniður að hafa þetta svona, af því að það gefur líka honum eitthvað til þess að tala við, Já. En líka okkur sem áhorfendur. Já. Að við sem ekki bara horfa á hann, Nákvæmlega. segi ekki neitt í 2 tíma. Já, þetta er handritatricks, þú veist. Já. Þú verður að hafa eitthvað innra dialog eða, þú veist, ef það er ekki voice-over, þá er það búið til eitthvað svona. Og ég vil frekar að hann sé að tala við eitthvað, Já. heldur en hann var einn að tala svo mikið um sjálfan sig, Já. ég þoli ekki oft að það er gert í bíómynd. Já. Já, nákvæmlega, það meikar ekki sens. Já, maður er bara svona akkurat að segja þetta upp á. Akkurat að tala við þið sjálf. Þú ert einn í bíl Ó, og já, hann kannski var að fatta ykkur vísbendingu. Ég veit svo hvað það tala um. Ég þoli það ekki. Maður bara svona af hverju þarf að segja þetta. Við getum alveg séð þetta, þú veist. Já, og við erum kannski búin að fatta þetta á sama tíma og þú. Já. Þú ert ekki að mata mig. Já. Það fyrir töðanum mér. Já. Þannig að þeir eru sniðir að nota Wilson. Já. Ok, Castaway var númer 8. 7 Unbreakable. Já, eina mínum uppáhalds. Sem er búin að vaksa á mér gegnum árin. Ég var ekkert eitthvað, þú veist, það er svo ósangjart að hún komi á eftir Sixth Sense og svo kom Unbreakable. Ég bara einhvern veginn, ég var ekki að fíla það alveg fyrst og svo bara því ofta sem ég horfði á hana bara sá ég hvað þetta er mikið masterpiece. Svo skildi ég líka þetta Superman mythology take á sig, þá sé ég, þá fór ég að skilda betur. Já, það getur vel verið ef ég gerir list eftir 5 ár, þá getur hún verið ofar hjá mér. Því að ég fíla betur og betur því að horfa hana aftur. Manstu sást hana fyrst? Já. Og manstu hvort þú var orðið fyrir vombrum eða varstu bara svona endur lalamynd? Ég var fyrir vombrum að því að náttúrulega Sixth Sense var undan og hún var svo brilljant að þá náttúrulega kannski ósangjart að dæma eftir því. En byrjunin fannst mér gæðveitt. Þannig að lesta dæmið í byrjuninni, hann er svo masterful, hann Shyamalan, þú veist, hvernig hann nota kamerun og allt. Bara, mástu þegar tökurnir er hann bara inn milli sætana, hann bara færi sig svona og maður bara, hvað er þetta bara langt skot? Og maður er algjörlega engaged, þú veist. En eins og í dag, ég myndi spyrja þig, hvað er meira í uppáhaldi þér? Sixth Sense eða Unbreakable? Ég myndi segja Sixth Sense ennþá, en það er mjög jaft. Ok, en þann dag í dag, þú er búin að sjá það væntanlega báða Já, nokkuð sinnum. Sixth Sense er bara frábært handrit, sko. Já, það er rosalega mynd. Bara mögulega flottasta twist ending bara Ever. Já. Er það ekki? Jú, ég er að hugsa um Usual Suspects, Sixth Sense. Usual Suspects. Er það ekki þessar 2? Algjörlega. Ég held það. Ég held að þessi engi sem komist nála þeim, sko. Þetta var svo clever og maður bara svona, það er ekki sjens ég að sé þetta, þú veist. Ég oft velti fyrir mér, ef þess að myndi kemur út í dag, því áhörður orðin svona klárari. Já. Myndi ekki fólk fatta þér? Jú, ég held að fólk sé búið að vennist, það er rosalega erfitt að koma með gott twist ending í það. Við erum alltaf að leita því, að því að búið að gera það oft svo vel. Við viljum alltaf vera á undan. Ég sé nokkra myndir þar sem ég fattaði twisti mjög fljótlega og það fór í taugarnar þegar ég gerði það, þú veist. Fórstu ykkur svona rannsóknar vinnu í hausnum að þér? Nei, já, að því að maður er alltaf með að smá á bakvið svona, þú veist, gæti verið twist í þessu og hvernig væri það, þá fyrir maður að hugsa mikið um það, tekur maður svolítið úr sögunni kannski. Manstu þér Runaway Theory? Já. Ég fattaði hana svona eftir 20 mínútur og hálftíma, ég sagði þess að við vini mína.
og þeir bara eitthvað, nei, svo kom það og þeir bara eitthvað, ert að grína sér, ég veit ekki hvernig ég fattaði þetta, ég fattaði þetta og það eiginlega myndir fyrir mér og vinum mínum. En mér fannst það fín mynd. Mjög góð mynd, en ég náði þessu twistið, ég fattaði það og það eiginlega fyrir mér, sko. Maður á ekki að vera að hugsa það, maður á bara að horfa myndina. En svo segi ég líka, eins og með Sixth Sense. Já. Mér finnst hún ekki bara virka út á twistinu. Nei, og ég er ekki að segja að þú veist að segja það. Nei. Heldur bara að maður horfa hana aftur. Það er stutt síðan ég sá hana. Já. Þetta er frábær mynd. Svo vel leikinn. Þó að ég vissi twistið. Já. Hún er svo svakalega vel leikinn og það er svo gaman svo Bruce Willis leika. Já. Hvað varð hann? Hvað gerðist? Séttur myndina sem hann að gera núna. Er hann svona fátökur? Vantar hann pening? Hann er leikið sem drastli. Spurðu Demi Moore. En hann kom gæði til mín, Óli Bjarki, sjátt út á hann ef hann hlusta hann þátt. Hann hefur alltaf sagt til mig, hann elskar Bruce Willis. Já. Hann hefur alltaf sagt að Bruce Willis er bara eins góður á efni sem hann fær í hendunar. Já. Og þegar hann sagði þetta, ég bara, vá, ég held sér rétt sér. Auðvitað. Þetta er góð pæling. Já, ég meina, þegar hann sér svona handrit, hann bara, þetta er frábært handrit, við getum ekki klúður að þessu. Þá er hann með. Svo þegar hann vinnur með Kevin Smith, þú veist, þá er hann bara hvað er ég að gera þetta? En ég horfði aftur á, ekki við ætlum að fara kannski í gamla myndir mikið núna, nei. Í Death Becomes Her. Já. Ég er alltaf bara að gleyma henni alveg. Já, ég hef aldrei hrifin henni. Já. En það var svo langt síðan ég verði að tjekka henni. Mér finnst það ekki góð mynd. Og Bruce Willis í henni, og hann er ekki góður. Nei. Skilur þau? Það er líklega mynd sem að hann vildi ekkert, það var ekkert spenntur fyrir sjálfur. Nei, bara eitthvað svona paycheck. Sástu þannig Death Wish sem hann gerði með Eli Roth? Já. Var hún alveg skelfig? En ég skil þá pæling að setja hann er svona harðhaus sem er orðin gamall. Ég skil það að setja hann í Death Wish, en greinilega var þetta það hræðileg mynd, þú veist. Sko, þetta var svona síðasti sensinn hans. Upprunalega Death Wish er líka glötu. Já. Upprunalega. Nei, ég sá hann aldrei, það er málið. Ég veit bara að þetta er harðhausa mynd, þú veist. Já, en málið er, ég horfði á það mynd. Ég elska eitthvað svona töfka myndir. Já. Og Charles Bronson hann var svalur, hann var harður. Já. Svo horfði ég á þessa mynd. Það er kannski bara 4-5 ár síðan ég sá hana. Já. Þetta er glötu mynd. Já. Þetta er glötu mynd. Hann var eitthvað svaka vigilante. Já. Svo bara svona skýtur hann eitthvað gauðra og hann gerir eitthvað svona asnalegt, svo bara svona hleypa hann í burtu. Já, var það? Og hann eldir aldrei. Er ekkert svona töff línur eða eitthvað svona, þú veist? Nei, þetta er glötu mynd. Það er ekkert Clint Eastwood í þessu. Nei, þetta er glötu mynd. Þannig að maður á ekkert að horfa á þessu. Ég er alltaf ekki að reyna að selja hana því hún er umuleg. Tekin á listanum. En það er sérst þannig, það ráðast að kona og svo dóttur hans, minna sig ykkur nauðgun líka og eitthvað. Og ég hugsa með mér, hann er frá eftir þessu gaurum. Big time. Þú sér aldrei sem menn eftir myndinni. Hann fer ekkert eftir þeim. Hann verður bara vigilante, bara eitthvað í New York, myndis í New York. Ó. Þetta er... Verður hann svona bara equalizer eitthvað, þú veist? Já. Nefnum alltaf equalizer 10 sem biti. Já. En já, þetta er ömuleg mynd og Bruce Willis mynd var ömuleg. Yes. Ok, næsta. Snuts. Já. Og hvað er þetta konið í sjötta? Sjötta. Snuts. Æðislega mynd. Ok, hvað er þetta betri, hún eða Lockstock? Ég verði að segja Snuts, en það er ekkert, ég horfði á Lockstock bara fyrir nokkur mánuði síðan. Ég er búin að gleyma hversu góð hún er líka. Hún er geðveik. Hún er ógeðslega góð. Hann skrifa svo skemmtileg dialog maður. Hann er bara breski Tarantino, sko. En Snuts er bara, já, hún er aðeins betri. Af hverju stu betri? Það er líka bara að fá þessi stóru nöfn, að fá Benicio del Toro og Brad Pitt og eitthvað svona og hvað þeir eru ómögulegum hlutverkum og bara þetta er svo skemmtileg saga. Eða skemmtilega hvernig hann spinnar þessar nokkru sögur saman, sko. Myndatækan ógeðslega skemmtileg, svona hröð. Tónlistin geggjuð. Þessast lögin. Lögin geggjuð, bara ég skemmti mér konunglega því ég sá hann í bíó fyrst, sko. Hver er uppáhalds karakterinn þeirra í þeirri mynd? Eða þurftir að velja einn? Það verður að vera Boris, maður. Vist hann æðislegur. Já, það. Boris the Blade. Boris the Blade. Hann er æðislegur. Veistu hver er sem er ennþá lifandi, hann er ekki ennþá dáinn, sko. Þetta er ekki ennþá búin að drepa hann. Það er ekki ennþá búin að drepa hann. Veistu hver uppáhalds karakterinn minn? Og þetta er karakter sem að, eftir því síðan oftar, þá verður, hann var ekki nummer 1. Já. Eftir því síðan oftar sem þá bara það er þessi. Það er Bricktop. Ég glemði það líka, já, það er alveg... Svínagæinn, sem lætur svíni sem ég þetta göra. Hann á bestu línunar, sko. Já, hann er geðveikur karakter. Það er enda geggjaður karakter. Langar svolítið að breyta hann á tíuvill. Hverju fatta ekki breykt á það, maður? Ég nefnilega... Hann er þetta með... Ég meina, hann og Boris, já, þeir eru báðir mjög skemmtilegir, sko. Hann er meira heldur en Boris í myndinni. Já. Sá leikari, hver er þetta? Þetta er einhver bresku leikari. Ég maður bara eftir að sé hann í
Hann er smá hlutur ekki í Lockstock líka. Já, það? Með minni það örgulega. Já, ok. Heldur hann var að vinna sem baðþjónn eða eitthvað. Þetta var eitthvað svona lítið hlutverk í Lockstock. Já, hann er með einhver rosalega svona realisma, þú veist. Hann er svona, þetta er ekki alveg pure leikari, sko, þú veist. Ég þekki ekki það, hvort þessi gaur sé alveg hardcore leikari. Hann heitir eitthvað Ford, eitthvað, manni eitthvað. Hann er vist þekktur í Bretlandi, ég hef ekki séð hann inn öðru, en djöfull var hann góður í Snatch, maður. Geggjaður í Þú veist, hefði maður tilnefna fyrir þessa myndi eitthvað, þetta er svo fárulega vel leikið, sko. Og eins og þú segir, hann var bestu línunar. Með flösku, botnaglerinn og þú veist. Mér finnst það hann finnast í þessari mynd. Ég veist alltaf, þegar þú getur verið svona kjánleiklir og verið svona skeri, það er alltaf svolítið, þú veist. Þá ertu góður leikari. Hvernig er þetta Brad Pitt í þessari mynd? Hann er góður, mjög góður. Fannst hann ofíktur? Sko, þessi hreimur er alltaf fárulegur, ég held að hann hafi bara verið að ströggla með hreimin. En svo bara hafði vist Guy Ritchie svo gaman að þessu, hann leiði hann bara að taka hann hreim. Og fólk hlæraði þessu og þú veist, hann bara gerði sitt eigið, sko. En, já, hann er svo alveg í þessari mynd, sko. Og bardaðatirinn, bóksatirinn eru mjög frumleg og skemmtileg, sko. Þau eru mjög töff. Mjög töff, sko. Ég er frá þitt aldrei, ég er bara sakna pínu Jason Statham ykkur svona. Ekki, þú sammála? Sammála. Ekki bara leika einhvern harðau sem er að lemja fullt af gaurum og einhverju hasamynd. Ég sakna svona myndum, eins og Lockstock og þessari. Hann er að gera mynd með Guy Ritchie núna. Já, Wrath of Man held ég hún heiti. Já, ég held að hann sé að koma aftur aðeins ég held að sé bara svona koma aðeins svo mikið eimsli í líkamann og svona, ég get ekki bara verið slagsmálamyndum. Af því að hann er svo mikið swag, maður, hann á að vera meir í krimmamyndum. Sko. Já, hann er með karisma þessi gaur. Hann er ekki bara cool hasagur. Já. Þannig að eins og þegar ég horf á Snatch, ég bara, vá, ok, ég sakna Statham. Svona myndum maður. Algjörlega. Ok, Snatch. Geggjumynd. Úr svona skemmtilegri mynd í svolítið þunga mynd. Leiðinlega. Nei, sko, já, kannski segja leiðinlega og þunga, en hún er alltaf mjög áhrifarík. Ok, 5. sæti. 5. sæti. Requiem for a Dream. Ok, ræðum hana eins. Hversu hrifin ert þú af þessari mynd? Aftur er ég að byggja þetta á fyrstu upplifun. Sá hann einhverju kveimdihátíð, vissi ekkert um hana. Og hún hafði gífurlega áhrif á mann, sko. Rosalega erfið mynd að horfa á, sko. Rosalega velgerð, Geðveik tónlist. Geðveik tónlistin, já, ámær, skorið er rosalegt, sko. Þetta er upp á svona kvikmyndaskor gæinn minn. Clint Mansell, já, hann er geggjaður. Uppáldum mitt. Og hún, hvað heitir hún? Ellen Burstyn, sem gamla konan. Hún er rosaleg svona. Hún er svo heartbreaking í þessari mynd, sko. Já. Þegar hún er að tala um rauða kjólinn. Fólk þarf að checka því á YouTube þegar hún er að tala um rauða kjólinn, maður bara svona, maður finnst svo til með henni, sko. Hún er rosaleg. Hún var líka tilnefnd fyrir þá mynd. Það getur verið. Mér finnst hún átt að vinna fyrir það, sko. Hvernig finnst þér Aronofsky verið sem leikstjóri? Hvernig fílar hann? Hversu ofalega er hann hjá þér? Svona mistækur. Ég sammála. Þú veist, þegar hann er góður, þá gera hann oft svona virkilega áhugaverða myndir og hann er svolítið svona, hann er mjög frumlegur, en svo gerir hann, þú veist, Nóa og mér fannst þessi móðurmynd hundleðileg. Ég fíla hana. Fílar hana? Já. Ok. Ég farin. Bara hætta podcastum. En hvað fílar við hana þá? Því að ég skil ekki að hverju fólk elskar þessa mynd. Hún er alltaf rosalega öðruvísi. Já. Og ég skil vel að fólk fíla hann ekki, þannig að þú segir mér að það hundleðileg. Ég skil það mjög vel. Mér fannst core konceptið mjög áhugavert. Hann setur þetta upp að þegar ég man rétt, þá er Jennifer Lawrence, hún táknar henni í jörðina. Já, ég heyri þetta. Og öll svona trúar heimspeki pælingarnir í þessari mynd, þetta er ekki fyrir alla. Nei. Þannig að þú segir bara, mér finnst hún hundleðileg, ég myndi aldrei henni að samfæra að hún sé ekki að skemmtileg. Hún hitti mark hjá mér. Ok. Og Aronofsky, eins og Black Swan fílaði ég ekki. Já. Mér finnst hún ekkert svakalega skemmtileg. Mér finnst hún alltaf læg. Mér finnst ekkert leðilegt, mér finnst hún ekkert skemmtileg, mér finnst hún, já, flott. En ég myndi frekar horfa á 100 Aronofsky myndir. Heldur en aðra myndir til Paul Thomas Anderson. Ég get sagt það. Já, þú ert ekki að fíla Paul Thomas Anderson. Ég skil af hverju, þú veist, hann er svolítið svona... Leðilegur. Regnir svolítið við nefnum hann svona undarfarið. Hann bestu myndin hans eru fyrstu myndin hans, sko. Besta myndin hans í Boogie-Nights? Klárlega. Mér finnst það. Hverju finnst það ekki? Fullt að liði. Fullt að liði finnst þeirra blóður og best. Hún er rengstar hann á listanum. Förum út í það eftir. Tölum það eftir. Ok, Requiem for a Dream. Þetta er gott pick. Já. Númer 4. Númer 4. American Psycho. Já. Ok. Frábær mynd. Christian Bale bara... Þarna tók ég eftir hann, fyrst. Er þetta ekki bara eina fyrstu myndan hans? Hann leik náttúrulega sem úlingur í Empire of the Sun. Já. En ég sá Empire of the Sun eftir American Psycho.
Það er mín fyrstu kynna Kristinn Bale American Psycho. Ég held ég hafi ekki svona séð hann bara þess að. En já, ég sá hann bara fyrst. Já, ég sá hann bara fyrst hann í American Psycho. Ég bara, hver er þessi gauður maður? En mér finnst líka American Psycho ógeðslega fyndin mynd. Já. Þetta er bara svört komedía. Klálega. Já. Þetta er green horror mynd. En margir föttu það ekki. Ég skil það ekki. Nei, af því að mér finnst það svo blatantly grínmynd. Eins og þegar þeir eru að metast nafnspjöld. Þetta er bara eitt finnast aðeins ég sé. Sko, margir í mínu vinahóp og svona fólk í kringum við vorum alltaf að gera grína þessum nafnspjöldum og fólk var að koma með nafnspjöld og þetta var bara brandar í 2 ár eftir þessa mynd. Þetta er geggjað atriði. Þetta var svo fyndið, þessi uppakúltúr eitthvað svona, svo sér maður þetta ennþá í dag og maður bara svona, þetta er svona American Psycho típa, þú veist, til að lýsa fólki, sko. Svo líka þessi 80s feelingur og lögin og þetta er geðveik mynd. Að hlusta á Huey Lewis og vera eitthvað að dilla sér og svo bara drepa eitthvað með exit, þú veist, auðvitað þetta grínmynd, sko. Já, mér finnst það eiginlega öll atriði fynd, svo þegar hann Ég hef ekki heyrt fólk sem heldur þetta sé ekki grínmynd, eða þú veist, fattar það ekki. Nei, kannski ég heldur ekki þetta sé grínmynd, en þegar að horfa á hana og maður spyr síðan, hvernig fannst þessi mynd? Nei, mér finnst hún ekki nógu góð, af því að það held að vera allt öðru þessi mynd. Já, já. Skilur, stundum lendur maður í því, maður kannski býst við einhverju, og það er ekkert allir sem hafa kannski kafa áhona á því að kafa í ykkur mynd eða horfa hann með öðru í augum eða að því mig minnir, hún hafi verið markast á sínum tíma, ég kannski sé einhver algjörð kjaftar hana, en ég sá hann í bíó, American Psycho, og þegar ég fór á hana, þá held ég að ég var að fara meiri thriller. Það er kannski bara ykkur steypi mér, mér fannst eins og hún hefur verið pínu markast þannig, eins og þegar ekki kunna, ekki vita hvernig þetta markast þessi mynd. Sem er oft það er oft gott því að þeir eru vandræði með að gera það. Já, það þýðir að þú sett með áhugaverða vöru. Það þýðir ofta eins og með Fight Club eða eitthvað svona. Það er svona myndbarka, hvernig maður markaðsetti það. Þá er þetta góð mynd oftast, sko. Já, ég sammála. Já, þetta er geggjumynd. Ég elska Bale í henni og það er eitt atriðin sem ég hafði smið fyndið. Hann er verið svona hraðbanka, ég veit ekki hvort þú varst eftir þessu. Já. Hraðbankin byrjar svona eiginlega að tala við hann, ekki eitthvað text eða eitthvað. Og mér minnir að hraðbankin segi við hann, feed me a stray cat. Já. Hann ætlar að fara að setja þetta er alltaf bara grín. Hvernig getur ekki séð þessi grínmynd? Nákvæmlega. En að því hún er alltaf svona, þetta er svo svart. Já. Þetta er svo með happiness, maður þetta er henni. Nákvæmlega, þetta er nákvæmlega svo það. Já, mér finnst hún sprengklægileg. Já, og maður samt leið illa að hlæja yfir henni. Er ég ógeðsleg manneskja að hlæja þessu? Þetta er ógeðslega fyndið mynd. Nákvæmlega, þetta er nákvæmlega svo það. Þetta er alveg eins myndir. Þetta er bara mjög svart grínmynd. Já. Ok, American Psycho, 4. sæti. Ég er svona, málar, ég er líka lítið lista minn, ég er sjá svona hvað margar eins. Það kemur ljós að þetta. Erum við hitt á okkar svipað? Það kemur ljós. Sjá til. Númer 3. Númer 3. Gladiator. Já, með Russell Crowe. Já. Þessar efstu 3 hjá mér var ég svona, ég var ekki alveg viss hvernig ég ætla að ræða þessu upp. Svo bara hlusta ég á hjartað og valdi eftir því, ekki hvað var besta myndin. Þannig ég setti Gladiator í 3. sæti. Af hverju fílar hana? Bara epic og, þú veist, oftast þoli ég ekki svona sandala epic myndir. Ég held þessi eina þannig mynd sem ég fíla, sko. En eins og, hvað hétum með hún Kirk Douglas, Spartacus? Hef ekki sínum sem síðan, sko. Hún var ágætt, sko. En eins og, þú veist, Kingdom of Heaven, Alexander, þessar myndir eitthvað, þú veist, oftast er þetta hundleðilega myndir, sko. Ég veit ekki af hverju, þú veist, ég fíla alveg epic, þú veist, en það er eitthvað við þessar myndir sem fer í töðunar á mér, sko. En ég myndi grilla hennan ég myndi spyrja, hvort fílar það betur? Gladiator eða Braveheart? Braveheart, alveg. Já, ég líka. Ég þarf ekki að hugsa þessu. En mér veist það svona pínu svipar. Já, nokkulega. Svona eða pælir því? Já. Ekki ólíkar. Og svipar svona karakterin, aðalkarakterin, þú veist, rosalegir badasses sem bara verður að halda með og svona. Þú veist, Russell Crowe er frábærin, en mér fannst hann ekki að vinna Óskarinn fyrir hana, sko. Nei, mér veist Russell Crowe er betri í Highly Confidential, til dæmis. Veistu hvað mynd hann átti að vinna Óskarinn fyrir? The Insider. Já, Michael Mann myndin, með Pacino. Já. Að því að... það er svo langt síðan sá hana. Það er að horfa hana aftur. En ég fíla hana, sko. Hún er rosalega góð og þar er hann að leika, þú veist, ekki Russell Crowe hlutverk. Þú veist, hann er eitthvað aðeins overweight, gráhærður, bara venlugur, vísindamaður og er ekkert harðjaxl, en bara mjög þrjóskur og svona, með svona moral code. Ég elska svona myndir sem er með svona moral code. Hann er að berjast á móti kerfinu. Ég elska Insider, svo frábær og hann er svo góður henni að því að hann er svo lúðalegur og hann er svo normal í staðið fyrir að vera þessi Russell Crowe-gaur, þú veist. En var ekki Insider, var ekki eitthvað svona gegn síkartið hann með eitthvað? Já, einmitt. Ég þarf að sjá hann aftur. Frábær mynd. Ég man lítið eftir mig. Ok. Já, Gladiator. Þú ert koni í annarsæti? Annarsæti er Traffic. Já, hún er geggjuð. Geggjuð. Finnst það besta Soderbergh-myndin? Já.
Betur en Out of Sight. Já, þú veist, betri gæðamynd, þú veist, Out of Sight var alveg skemmtilega og svona, en Out of Sight samt svona, þú veist, ofalega hjá honum, en þetta finnst mér langbesta myndina, sko. Já, hún geggjuð. Hún rosalega góð, Benicio del Toro náttúrulega geggjaði þar, og líka bara, þú veist, aftur Clint Mansell með tónlistina. Já, hann með Traffic. Já. Nei, betur ég rugla, nei, það getur verið. Það Cliff Curtis, fyrir ekki, ég rugla. Nei, Cliff Curtis leikar? Nei, fyrir ekki, hvað heitir hann, Cliff Martínez. Gera hann tónlistina fyrir Traffic? Já, þeir eru líka miklu uppáldi á mér, bæði hann, Cliff Martínez og Clint Mansell eru miklu uppáldi mér þegar þeir eru með svona tónlist, þú veist. Okay. Þeir eru með svona mood tónlist, svona svolítið ambient, ambience. Mér myndi alltaf, sko, ég hef ekki séð Traffic lengi, en ég þarf eiginlega, mér langar svolítið að reyða hann aftur upp. Já. Því Soderbergh er alveg áhugaður leikstjóri. Já. Hann kemur oft með mjög áhugaður myndir. Og mér varst Traffic náttúrulega geðveikt því svo hana fyrst. En mér myndi alltaf að hún hefði verið, hún er svolítið svona, var ekki pínu dokumentari stíl á henni og svolítið svona gróf, eða svolítið svona hrá. Hann notaði mismöndi filtera. Já, svona liti og eitthvað svona. Já, hann með gula liti fyrir allt sem var að gerast í Mexíkó. Einmitt. Og svo var hann með bláa litin svona í Washington DC, það var svona verið að setja lögin. Og svo man ekki hvað þriðju stíla, það voru svona 3 stílar sem voru blandar inn. Einmitt, þetta voru nokkra sögur sem blanduð saman, þetta snýst dope heiminurinn. Já, og þú sérði alltaf á filterunum á lukkina og kamerunni, þú veist, hvar þú ert, hverju sinni, sko. Og svo blandast allt saman, sko. Var ekki Michael Douglas eitthvað svona þingmaður eitthvað, svo dóttir hans fyrir dope? Já. Já, einmitt. Ég þarf að reyða hann upp. Hún er mjög góð, sko. Ok, hún er númer 2 hér. Númer 2? Ok. Hvað er... Númer 1 gæti komið þér óvart, hjá mér. Ég held það. Númer 1 er Ghost Dog. Með Forrest Whitaker? Já. Ég sá hann ekki. Er hún góð það? Já. En sko, hún er ekki fyrir alla. Nei, ég held þú sé ekki fyrir mig. Vist, ef þú ætlar að... Já, það getur vel verið að það sé ekki fyrir þig. Er jazz tónlist þínu? Nei, það er hip-hop tónlist. Það er bara, ég elska, þetta er svona mood piece. Þetta er bara, þú veist, það er bara svo töff hvernig hann, Jim Jarmusch, leikstjóri, þá uppgöti hann eftir þessa mynd, sko. Ég held ég hafi ekki séð neina myndum þar hann. Hún mátti alveg fara að kíkja nokkrar, sko. Það er, Dead Man, fannst mér svolítið töff með Johnny Depp. Broken Flowers með Bill Murray. Ég ákvæðilega fyrirfram, ég myndi ekki fíla hann leikstjóri. Já, það. En ég er ekki dæman, ég er bara að segja ég held það sé ekki verið mig. Já, en ég, ef þú ætlar að horfa Ghost Dog, þá bara, skal ég segja bara, þetta er ekki mikið að gerast í plotti eða svo leiðis, þetta er bara svona rosalega mikið mood, hann er að blanda saman, sko, hann er svona samuræja kódgaur í, þú veist, Brooklyn eða eitthvað, og þú veist, hann er svona basically leigumoringi með svona samuræja kód, sem er í, þú veist, Brooklyn í nútímanum, þú veist, og svo er hip-hop tónlist undir eitthvað og svo er mafjós og hann er að blanda saman alls konar svona kultúrum saman. Það verður algjör samsöða. Það er alveg eitthvað aksjón í því. Er blóð? Er það... Já, ég meina, hann er leigumoringi og það, þú veist, það eru senu það sem hann er að drepa eitthvað. Það er ekkert mjög blóðugt. Þetta er alveg arrið mynd? Já, þetta er arrið mynd. En hún er mjög svona ljóðurann líka og held að það hefur, þú veist, sumt fólk bara eitthvað, ég geti ekki það sem að það er bara svona stilla það sem hann er bara eitthvað að æfa sig bara með samúræðisverð sitt og svo er maður svona voice-over að lesa upp kódinn fyrir samúræja og þú veist, þetta virkar sér rosalega arti mynd en ég bara elska feelingin í þessari mynd að hafa náða að blanda þessu svona vel saman fast með svo geðvægt, sko. Ég er nefnilega, þegar þú lýsir henni þá hugsaðum við, ok, þetta er svona 50-50 mynd fyrir mig. Já. Ég elska samúræðidót, ég fíla alveg hip-hop. Já. Ég fíla eitthvað svona mafjósudót, ég fíla leigumoringidót en svo sagðirðu arti. Þá er það bara svona, ok. Kíkt á hana, gerði það fyrir mig, kíkt á hana, geði henni séns. Já, en þetta kom over svo. En, þú veist, ekki horfa hana með kæristinni, hún áttur að gestu strax. Horfa hana bara þú út í mjög svona rólegu skapi. Og ég til í eitthvað svona. Þetta er mjög svona, þetta er mjög cool mynd, en þú veist, þetta er ekki fyrir fólk sem er með, þú veist, ADHD. Þetta er mjög róleg mynd, sko. Nei, ég skilji. Ok. Ert þú ekki búið það? Jú, búinn. Ok, Ghost Dog, þetta var gott pick. Heitur hún ekki Ghost Dog, Way of the Samurai? Way of the Samurai, já, mitt. Bara nefnt ekki að skrifa Way of the Samurai. Nei, Björn, okkur nefndir ekki setja neitt búður í þetta? Ég kom með gikt í hendina að skrifa, sko. Handskrifa þetta? En þú veist, ef þú segir bara það, þú veist, þú þarft ekki að segja Way of the Samurai lengur, fólk bara veit bara, þú veist, Ghost Dog, já, við veit hvað mynd það er, sko. Þetta er líka cool titill. Já. Ok, af þessum 10 myndum, ertu tilbúið fyrir minnlista? Yes. Fyrir 2000. Við erum með svona, ég ætla bara að segja það strax. Við erum með 1, 2, 3, 4, 5, 6 myndir.
Það sem ég grunnaði, sko. Ok, númer 10 snats. 10 snats. Ég set hann ekki ofar, af því mér finnst, hún er alltaf frábær, en mér finnst Lockstock betri. Já. Mér finnst hún tölur betri. Tölur betri? Já, mér finnst það. Af því mér finnst þegar Guy Ritchie gerir snats, þegar hann gerir Lockstock, þá var það bara eitthvað nobody. Það veist engin hvað hann var að gera og hann er bara eitthvað að þróa sinn stíl og hann veit ekkert fyrirfram hvort það virkir, skilur, og verður þetta cool, verður þetta skemmtilegt. Já, menn þetta er svona svolítið tilraunamynd hjá hann, Ég pínu, Já. og líka bara fyrir hann sem leikstjóra, þetta er bara mín kenning. Já. Svo gefa hann út Lockstock og allir bara, Guy, þú ert snillingur, þú ert ógeðslega fyndin, þú skrifar svo geðið dialog, þetta er svo töff, mér finnst þess að hann hafi verið með það í huga þegar hann skrifar snats. Já. Að því mér finnst þú stundum verða einum of. Ok. Hún er einum of sniðug, hún Ok. er einum of reynar að fyndin. Finnst það ekki bara stílinn hans? Þú veist, að hann var svolítið að fatta stíli sína. Mér fannst það virka betur í Lockstock. Já. En ég meina, þú snatchir á listanum með mér. Skilur. Mér finnst það frábær mynd Já. og ég er bara nitpicka. Já. Skilur. En þessum fór hann ekki ofar, því mér finnst Hún er þó allan inni. hún snatchir hann inni. Já. Gladiator 9. Ok. Svo er ég með hérna eina mynd sem þú varst ekki með. Já. Og ég er ekki að segja þessi betri mynd en Gladiator. Þetta snýst ekki alveg beint með það. Tekki pennan upp. Er þú búin að sjá hana? Já. Final Destination. Já. Ég svo það var svitn maður, þú ert ekki ánaður. Hérna, já, hún er náttúrulega klálega besta myndin af þeim 500 myndum sem við Af gerðum. seríunni, já. Hérna, já, hún var skemmtileg, en ég skil að þú elskar svona myndir, þetta er náttúrulega bara, Já, ég er alveg mikið fyrir horror. Já. En stóra ástæðan í valdana, en hún er sniðug, mjög sniðug, hún er sniðu sniðug hugmynd. og málega er að Guy þessi gera þessa mynd. Þegar þetta minna allan þegar að þetta er allan leiksturinn. Þetta er Glenn Morgan og James Wong. Þessi gaurar unnu svo mikið í X-Files. Þeir skrifuðu eiginlega mína uppáhalds X-Files þætti. Sagður James Wan eða Wong? Nei, Wong. Já, ok, Þetta er ekki James Wan, þetta er ekki Sogai. Já. James Wong og Glenn Morgan. Þeir skrifuðu rosa marga X-Files þætti sem ég dýrka. Og við minnir þeirra að skrifa Final Destination og James Wong hafa leikstýrtinni. Ok. Og ég er svolítið að taka hana með út af upplifinu því ég sá hana fyrst. Já. Og ég sá hana með mamma og pappa. Já, ok. Þau fíla ekki hryllismyndir. En þeim fannst þú skemmtileg. Já. Og það er alveg svona eftirminnileg drápsættir í henni og þetta er alveg svona sniðu hugmynd. Hún er mjög skemmtileg. Þú getur ekki flúið dauðan. Já. Hún er alltaf leitaði uppi. Já. Þannig að mér fannst alltaf að setja hana á listan. Já. En þú ert brjálarðum, ég sé. Nei, ég skil alveg, hún er mjög skemmtileg og, en, já, ok. Ok. Númer 7. Já. Hérna er mynd líka sem að mér finnst æðisleg og cool sögurþráður. Frequency. Hún var nálægt hjá mér. Kattaði hann út. Ég kattaði hann út. Hún var örugglega svona í 12 eða 13. Ótrúlega skemmtileg mynd. Ótrúlega brilljant mynd. Já. Hún er mjög skemmtilegt. Svona tímaflagsmynd. Já. Ég myndir ekki segja það, en kannski ekki tímaflakk. Þetta er meira svona... Þetta er svona sérstætt svona hvernig við spilum með tíman. Já. Mjög frumlegt og mjög áhugavert. Já, þetta er henni, fyrir það sem vita ekki, Dennis Quaid leikur pappa. Já. Sem ásvöldast son. Og hann deyr í eldsvoða. Já. Dennis Quaid. Mhm. Minnum hann lögregla. Svo verður bara strákurinn fullur maður og hann finnur eitthvað gamalt svona eins og útastæki eða eitthvað sem hann hafi verið, pappa hans hafi mikið verið að fikta með og eitthvað. Förum ekkert út í vísindin, það er Nei, þetta er að algjört trúa bull. þessu. Já, Við erum bara að kaupa það. kaupið það. Hann nær einhvern veginn að stilla útvarpið eða hvað þetta er hann Já. og talar við pappa sinn. Já. Og þeir eru að leysa ykkur á morgátt eða eitthvað saman. Þetta er geggjum mynd. Þetta er ótrúlega sníðugt og líka Já. þeir gerðu alltaf svona góða við þetta premiss að þú veist, svo bara eiga þeir bara gott svona feðga mómenta sem þeir eru að tala saman um baseball og eitthvað svona Já. tveir fullandi menn, þú veist, og það var mjög svona heartwarming líka, Gæsóð. gæsahúð. Sérðu það ekki? Já, lyftust upp á Þetta er tárin, þú veist. rosalegt. Þú veist, þetta var svo cool hugmynd að gera þetta og þess að segja, þeir gerðu allt rétt í að nota þessa pælingu rétt. Og ég vil líka meina það að fyrir alla feðga, Já, þetta er solid mynd. þetta er eins og Field of Dreams, þetta er hérna gott svona, Með kostnar. já, þetta er svona fyrir feðga, eða svona góð svona, hérna, 2 myndir saman þegar að horfa á þessar 2 myndir. Svo bara liggja þér í tárum bara eitthvað, ég elska þig. Field of Dreams, ég sá hana bara... Það er svo mikið pappamynd, sko, það er mikið svona feðgamynd, sko. Hefur ekki séð hana? Ég sá hana sko... Er hún ekki frá 80 eitthvað?
eða 90. Og líka með baseball. Hvað er þetta með baseball og feðgadæmi? Það er allt þetta playing catch og allt þetta, þú veist. En svo finnst þess með þetta baseball-dót. Ég hef engan á baseball. Já. En ég hef gana baseball-myndum. Moneyball geðvig. Hún er geggjuð. Já. Það er kannski ekki, finnst þér að vera mikil baseball? Nei, reyndar ekki. Major League, æðisleg. Skemmtileg. Ég reyndi að horfa á hann aftur um daginn. Já, en ekki horfa á núna, maður. Hún er alltaf eldist ekki vel. Hún er mjög skemmtileg ár. Ok, Frequency, ég mæli með henni. Þetta er góð thriller og góð feðgamynd. Mjög saman. Hún var mjög nálægt að komast inn í á mér. Númer 6. Og líka margir ekki séðan að fólk verið að kíka á þessa mynd. Já, Frequency, einmitt. Castaway, númer 6. Jöp. Geggjuð. Pitch Black, númer 5. Geggjuð. Sko. Og sama mynd í fjórðarsæti. Já, það. American Psycho. Já. Og í númer 3, Pínu Hiss var ekki sett hana. Memento. Þessi númer 2001. Hvar var ég með hana? Ég var með hana. Já, ég með hana 2001. Já, ég er nefnilega, sem er í góðalegi, málega ég skoða þetta eins. Af því ég doppeltjekka allt. Mér grunar að verði eitthvað um þetta. Já, því að, þú veist. Ég þurfti að breyta tvisvar. Hvar skoðar? Ég fór, fyrst var ég bara Wikipedia, bara skoða myndir sem kom út á árinu. Svo setti ég upp minn lista, svo doppeltjekkaði ég IMDb. Og sumar þess myndum, þetta er bara eitt dæmi, V for Vendetta. Já. Hún er tæknilega séð 2005, en hún var sýnd á flestum stöðum 2006. Já, það er mikið um það. Ég var einmitt oft bara svona, ég held að þetta sé ekki rétt árið á mig, svo fór ég, þú veist, já, ég fór á Wikipedia, ég held að þau gefa mann upp hvernig hún er frumsýnd á Íslandi. Ég held að það kom eitthvað svoleiðis. Það getur verið. Ég fór allan eftir IMDb. Ég fór oftast eftir amerísku frumsýningadagsningunni. Já. En þetta var hún er það. Já. Og Sjálfsögð. Frábær mynd. Geðveik mynd. Bara frábær mynd. Geðveik mynd. Sá hann aftur um daginn. Geggjuð. Hvernig fannst þér að upplifa hana fyrst? Ég man þegar sá hann í bíó. Og þá, mér finnst þess að ég að fara hann árið 2000. Það skiptir ekki máli. 2001. Ég man þegar sá hann í bíó. Mér fannst hann aldrei flókin. Já. Mér fannst hann ekki flókin. En það er líka bara þegar þetta er svo vel gerð mynd. Hann líka passa, hann hjálpaði með litunum og þú veist. Já, ólíkt Tenet. Það gengur bara kolli. Ólíkt Tenet. Það fattaði Nolan alveg hvernig hann ætti að segja þessu sögu. Já. Almennilega. Já. Sumum finnst það var flókin, finnst hún alls ekki var flókin og það er ekki það að ég er eitthvað svaka klár. Þetta er bara því að þetta er svo vel gert. Já, hann setti þetta vel upp. Og þessar sögur, hvernig það sem er að fara áfram, það sem er aftur og bak, allt þetta er svo snilldal vel gert og Guy Pearce er geggjaður í þessari mynd. Geðveikur. Og það sem er svo flott um Memento að því hann í rauninni er ekki með skammtíma minni. Við upplifum myndina eins og hann. Já. Hann kannski bara alltaf niður í ykkur herbyrgi og hann ekki hvernig hann komst áka og við veitum ekki hvernig hann komst áka. Það er svo geðveikt. Það er brilljant. Og líka sko, því ofta sem maður horfi á hana, ég er ekki að horfa á hana oft, en núna síðast ég að horfa á hana, þá er maður að horfa á performance í honum, hvað hann er góður í að vera bara, hann er svo confused, svo litlu hluti sem hann er að gera, hann leikur þetta rosalega vel. Sko. Já, en mér finnst það bara svo töff að því þarna, þetta dæmi, hvernig sagan er sett upp, það aftur tíman og allt þetta er ekki bara gimmick. Nei. Þetta er líka gert til þess að, held ég alveg viljandi hjá honum, hann setur áhörundur í hans spór. Já. Og það er svo geðveikt. En samt er ég að ná tengingu karakterinn og ég finn til með honum, að því ég veit alveg hvað hann er að gera. Hann er að finna hérna morðingi konu sinnar. Já. Þetta er brilljant mynd. Nákvæmlega, að maður finni breytingunni í þessum karakter í þessu formati, sýni hvað þetta var velgerða mynd, sko. Það er, þú veist, þetta er ótrúlega mynd, sko. En hann var mjög kjarkar að gera hann svona. Já. Að það sem gerist, ef þú ert með myndina svona, að því að það er alltaf að kippa okkur úr þessu. Já. Í rauninni, og svo er okkur bara alltaf hendi ykkur aðstæður, það er bara eitt atrið, það er bara klift, þá er hann bara hlaupandi. Og okkur gaur eldan, hann bara, ég okkur sem gaur eldan mig, hvað er í gangi? Já. Og við sem áhörnendur, við erum bara, okkur sem gaur eldan, hvað er í gangi? Það er samt ótrúlegt, þráttur þetta, því ég þól ekki, mér finnst stund oftast leðilegt þegar sögur fara aftur myndir. Já. Tímaflakki eða í svona kapla. Já, tökum bara dæmi Deadpool. Já. Fyrstu Deadpool. Já. Mér finnst nútímasagan, aðalsagan, mér finnst hún skemmtileg. Já. En þú veist alltaf að kötta frá því og við erum að fara aftur í tíman þegar hann er eitthvað með konu svona eitthvað. Ég var alltaf bara að býtu, mér langar að sjá hvað er að gerast á brúnni. Já. Það sem hann er í eitthvað svaka aksjoni. Af því að líka það þurft ekki, það var ekkert að gefa okkur mikið upplýsingum endilega, þú veist. Nei. Ég skil hvað það fara. Og ég segi líka alltaf, eins og með svo origin-sögur hjá overtum og svona, já við verðum að gera origin-sögur, horfa á Blade. Það er ekki origin-saga. Nei. Hann er bara fucking Blade frá mínútu 1. Já. Svo fáum við að kynnast heiminum, hans sögu, gegnum myndina, án þess að bakka mikið.
Já, það er smá flashback til að útskýra aðeins, en ekki mjög stutt. Mjög stutt, Já. alveg nóg. Já. Eins þið gerir það snildalega vel líka John Wick. Já. Fyrstu myndinni. Já. Alveg snildalega vel. Nákvæmlega. Leifðu okkur að kynnast heiminum og karakterunum í gegnum myndina en förum samt áfram. Nákvæmlega. Ekki bakka. Þannig að mér finnst að Kjarkar að gert það með Memento en það svínvirkar af því að myndi fjallar mann sem er ekki með skammtímaminni. Já. Þannig að mér finnst það brilljant. Hún er algjörlega briljant og líka bara þegar maður sér svona myndir sem að brjóta reglunar og komast upp með, þú veist, maður fær bara svona, yes, þú veist, þetta gera nýja hluti, frumlega hluti, það er ennþá þetta komin á óvart. Já. Það er svo skemmtilegt, sko. Sammála. Ok, nummer 2, Unbreakable. Já. Unbreakable er bara eina af mínum uppáhaldsmyndum. Já. Og mér finnst hún geðið ekki svona fyrst, og mér finnst hún ennþá betri í dag. Þessi, hún er að vaksa á mér, hún er að verða meir og meir í kvöldmynd núna og ég er að skilja af hverju, þú veist, og maður er að fatta það meira og meira. Þetta er rosalega velgerð mynd, sko. Þetta er velgerð mynd, hún er róleg, þetta er engin hasamynd, en þetta er eitt af mínum uppáhalds tónlist og skorum er í þeirri mynd. Brjáluð tónlist þessar mynd. Já, frábær. Brjáluð. Og Bruce Willis, geggjar inni, og Samuel Jackson líka, ekki þaukur. Ég menn, þeir tveir saman. Já. Brjálað kemistri. Það var klikkað, það er saman í mynd. Ég held ekki. Hafa ekki bara verið... Die Hard 3, þessi... Jú, fyrir ekki, klikkun glass og umöðuleg. Já, alveg rétt. Ekki fyrir mig. Hún var ekki góð. Við gleymum henni. Já. Die Hard, Perfection og Unbreakable, geði ekki saman. Það sem ég fíla þessu mynd er þetta ofuritsmynd, en samt ekki. Og mér hefst geðið sem Tarantino sagði einu sinni. Hann dýrkar þessu mynd. Og ég veit ekki hvort þú hefur heyrt þetta. Hann sagði að þeir klikku á markasetningunni. Þeir hefðu átt að markasetja þessu mynd, ekki sem með einhvern tvistendi. Markasetja þannig, hvað ef Superman væri til, Nákvæmlega. En hann vissi ekki að væri Superman. Nákvæmlega. Þetta er Superman saga. Já. Þetta er nútíma Superman saga. Og það er geðvegt. Með svona hálfgerðum realisma en svona eitthvað öttina. Já. Við höfum talað um Superman áður eitthvað, veist, hvað fór fyrir töðunum að hann svona fullkoma. Þetta er svona í áttina að reyna að gera hann aðeins meira human eða eitthvað. Já, þetta er mjög sniðu pæling, sko. Já. Og þetta var svolítið undan líka, var þetta ekki rétt í byrjunum öllu comic book fárinu? Jú, með minn komin ekki undan X-Men. Þetta er sama ár. Var það ekki háinni svolítið? Að fólk var ekki að fatta hvað þetta væri langt undan síðan? Jú. Fólk var ekki fatt sem er. Fólk var bara ekki... Nei. Og fólk fór líka einhvern veginn úr, eins og þú talar um Sixth Sense. Það er svaka skuggi sem kemur að henni. Já. Þannig að M. Night Shyamalan, hann var bara, ok, hvernig ná ég að... Toppa þetta. Já, þú veist, að því hann nær því ekkert. Nei. Því Sixth Sense er bara svona tímalaust mistaraverk sem miklu breiðari hópur fattar eða nær til. Finnst mér, heldur hann Unbreakable. Já, hann líður eiginlega svolítið fyrir að hafa gert svona góða mynd svona snemma. Það er rosalega erfitt að lifa með það. Já, alveg klálega. En Unbreakable svona í gegnum ára, því ég er búin að sjá Unbreakable oftar en Sixth Sense. Já. En ég horfði reglulega á fyrstu 3 myndinars. Já. En Unbreakable er svona, að því ég er svo mikill overtjögæði. Mér finnst það bara brilljant mynd. Nákvæmlega. Ok. Númer 1 sem er. Já. Og þessi mynd, ég er ekki að setja þessi besta myndin, en mér langaði að vekja athygli á henni. Nú er ég bara spáðið, ok, þetta er eitthvað óvænt að koma núna. Þetta er Tigerland. Colin Farrell? Ok. Sást hana? Já, hún er góð, en ég sá hana bara einu sinni. Svolítið búin að gleyma henni. Ég veit ekki það er auðvitað meira 10 ár síðan ég sá hana. Já. Ég sá hana 23 ár. Ætti maður að kíkja á hana aftur? Mér finnst hún mjög góð. Þetta er henni svona stríðsmynd, það er samt meira svona bootcampmynd. Já, mitt. Og Colin Farrell leikur svona uppreisnarsegg þar. Var þetta ekki hana fyrstu myndur hans? Jú, þetta er fyrst sem ég sé hann. Það er í þessar mynd, Tigerland. Og ég er mikill Colin Farrell maður. Ég er nefnilega ekki. Þá er ég ekki að tala um rétt af mannin. Ég er alveg á hinum, mér finnst hann svo ofurmetinn. Er það? En hefur þú séð, eins og til dæmis nú gerðan, fyrir ekkert svo löngu síðan, hann gerði 2 myndir, sem er mjög sérstakar, en báðar geðveikar, með sama leikstjóra. The Lobster, Killing of a Sacred Deer. Ekki sé þar, og ég er búin að heyra þessu mjög góðar. Það eru geðveikar. En það eru mjög sérstakar. Þessi leikstjóra er mjög sérstakar stíl. Allir karakternar eru rosalega óheflaðir, en tala allir eins og robot. Það er rosalega sérstakt að horfa. Já. Skapar mjög skemmtilegan heim. Mjög svona sérstakur stíl á þessum leikstjóra. Já, og þetta eru bara svartar komedjur. Finnst mér. Og Colin Farrell finnst mér, ég veit að þú ert ekki sammála, en mér finnst það æðislegur leikari. Mér finnst hann ofta að tekja sénsa. Og þegar ég sé viðtöl við hann, þetta er rosalega flottur gæi. Hann er klár, hann virðist vera hóvær,
Já. og var hann svo djammar á sín tíma. Já, hann var svolítið bad boy á sín tíma og svona, já, ég held að sé bara þroskast núna, hann að velja þroskaðri myndir og svona, Já. þú veist, ok, kannski hann að vaksa, hann ætti kannski að gefa þessum myndum séns, en Ég held að eitt hann náður í hann Batman. oftar farið, ég held það nefnilega. Já. Ef hann er góður í Batman, þá munir fyrir gefa honum allt. Ég held nefnilega að þegar Batman kemur, þá verður Bjarni Colin Farrell maður. Já. Skal vera með Colin Farrell ból, bara Þetta er mín spá. En allavega, My Penguin. ástæðan í valdana er aðalútu Colin Farrell. Já. Ég minnst aðeinslu leikari, þetta er fyrsta mynd sem ég sá með honum og hún hefur svona farið undir radarn. Já, Ég er ekki margir sem vitum Ég skil að setja nefna það, því að allt og margir sem hafa ekki séð hana, þetta er mér finnst þetta mjög góð mynd, sko, en ég þarf að sjá hana aftur, held ég. Það er líka sjá hann bara til að reyfa hann upp, en ég fíla það. Já. Ok, ef að fara í 2001 Já, og ég byrja núna. já, byrjuð þú. Breytum þessu. Jæja. Herri, ég glemt að spyrja út í eitt. Áttur eitthvað svona uppáhalds ár? Eitthvað ár sem varst erfiðast eða best? Já, sko, besta árið. Já. Ég myndi segja að 2006 hafi verið besta árið og erfiðast að velja. Það að velja á milli, Já, það? já, erfiðast að velja á milli þessar topp 10 mynda ekki yfir heildina. Að ná þessum topp 10 var alveg ekkert erfitt, en að finna út hver mér finnst best að þeim allt þetta, það var erfitt fyrir mig, sko. Hann er 2006 þér? Já. Hjá mér var það 2005 og 2007. Sérstaklega 2005 hjá mér. 2005, já, líka svolítið erfitt. Hvað, 2007? 2007 og 2005. Það voru nokkuð góða áraðna. Já. Kemur ljósa eftir? Já, ok. Ok, 2001. Já. Hérna held ég að við séum ekki með margar eins. Ok. Og ég ætla bara að taka það strax fram að það er engin Lord of the Rings mynd hjá mér. Ég er nokkuð viss með að við erum ekki svipaðir hérna, já. Ég er svolítið svona going wild hérna í þessu. Ástæðan fyrir ég sleppti Lord of the Rings. Já. Það er ekki að þið minnst að lélegar. Mér langar bara ekkert að hafa með. Og líka annað, það kemur ljós líka eftir, ég er mikil Matrix-maður og ég er alveg til að verja þessi framhöld þó þessi ekki nærriðin sko á fyrsta myndina, því mér þykir bara svo vænt þessa trilogy, en það er engin Matrix-mynd hjá mér. Ég vildi ekki velja þér og ég vildi ekki velja... Ég þólið þér ekki framhaldin. Þú hata framhaldin. Hataður. Ok, ég er bara hataður ekki, en ég valdi það. Ég segi ekki hataður, mér finnst bara enga veginn og góður til að vera á svona lista, sko. Ok. Og ég er með svona, þetta er blanda hér. En svo þessi númer 10 hjá mér. Þetta er ekkert einhver frábær mynd. En hún er samt fín. Ok. Kiss of the Dragon. Og Jet Li. Skýrst í Fraklandi. Ég hef ekki séð hana. Ertu Jet Li maður, eða fílar svona myndir? Nei, ég er búið lítið fyrir þessar myndir. Ég sá svolítið að Jackie Chan myndum. Jet Li hef ég eiginlega ekkert séð. Ekki neina þessum. Ertu ekki mikið fyrir svona martial arts myndir? Nei. Ok. Og Bruce Lee heldur, ég er ekki búin að sjá alla myndina hans. Kannski sé Enter the Dragon, sitt. Það er alltaf besta myndina. Já, það er besta myndin, þess vegna varð ég að sjá hana, en þú veist, ég er ekki mikið fyrir þessu myndir. Ok. En Kiss of the Dragon er sérst mynd Jet Li, Bridget Fonda er hann líka, og Jackie Cario, hérna ekki Jackie Cario, leikarinn sem... Franski hérna, já. Leikar alltaf vondakallinn. Hann er vondakallinn í þessar mynd. Ok. Þetta er alveg töff mynd. Já, það? Ég sef svona frönsk, svona eitthvað, þetta er kannski ekki frönsk myndbeint, en... Ef maður ætlar að dífa tánum út í svona myndir, þá væri þetta mynd sem myndir mæla með að kíkja á svona nýlega myndum. Já, ef þú vilt bara svona skemmtilega svona mynd. Já. Hann kemur eitthvað til Fraklands, hann er úr Kung Fu Master eitthvað. Luc Besson skrifaði hana. Ok. Minna lögregla. Ok. Luc Besson skrifaði nokkra svona myndir. Já. Alltaf Taken, Já. Transporter. Já. Og Kiss of the Dragon er einu af þeim. Ok. Og Bridget Fonda er skemmtileginni, þau verður svona tíma okkur af þeim eitthvað. Mælanlega með því. Ok, þú ert að selja þetta. Þú ert að selja þetta á gillara, sko. Af því sumar af þessum gömlu Jet Li myndum eru bara ekki góðar. Nei. Þessi er alveg fín sem svona mynd. Já. Ok, nummer 9. Og þetta er mynd, það er mjög langt síðan sá þessu mynd. Þannig ég var svona 50-50, ég setja á listan ekki. En mér fannst þú skemmtileg. One Night at McCool's. Sástu hana með Matt Dillon? Hefðu, já. Og Liv Tyler. Ég var búin að gleyma þessari mynd. Þetta er nokkuð góð mynd. Hún er nokkuð góð. Ég fann hann ekki í searchinu. Nei, ég þurfti að grafa þess. Og bara leið og segir þetta bara manni ekki. Mér fannst þetta góð mynd. Mér fannst það líka. Djöfull er að fara að sjá þessa mynd að þér. Ég bara steingleymi. Hún var skemmtilega að fyndin. Bara þú segir þetta nafn, mér fannst þetta góð mynd. Og mál er að Matt Dillon,
drullu fyndin. Hann var ógeðslega fyndin í þarna Something About Mary. Bestaði myndina. Hann var hilarious þar, sko. Hann geðveikur í Mary. Hvað þessi mynd aftur? One Night My Ghouls. Ég man það ekki eins og ég bara man ekki ekki söður hann. Ég man ég fíla hana, sko. Liv Tyler var eitthvað svona að skvísa og Andrew Dice Clay inn líka minnum mig. Þetta svona grín, ekki hasamynd, þetta er svona arreddit grínmynd. Minnum sér arreddit. Svona glæpa grínmynd ykkur. Já, ég fíla svona myndir eins og Very Bad Things og svona, þú veist. Já, þetta er svona þannig fílingur. Hún er pínu þessleg, minni mig. Dýrka svona myndir. Svo kannski horfði hann í dag og ég bara, þetta er allt þessi myndir í hér. Svona svartur húmor, elskar svona. Ok, nummer 8. Ég ætla að finna þessa mynd, ég ætla að kíkja á þessa mynd. Já, það er virkilega sviplangt sem ég sá hana. Já. En mér fannst það skemmtileg. K-Pax. Með Spacey. Já, og Jeff Bridges. Fannst hún góð? Ég fíla hana. Sem bara svona dragmynd. Já. Fannst það ekki góð? Mér finnst bara svo weird. Hún er mjög skrítin. Mjög skrítin og svona... Gerist okkur geðveikra henni og... Já, þú veist, ég gæti ekki tengt mig við karakter Spacey einhvern veginn og því svona, ég var einhvern veginn sama, sko. Já, ok. Ég náttúrulega tengdi við Jeff Bridges. Já, ég myndi ekki freka að gera það, sko. Og mér finnst þessi mynd svolítið fjallum... Þú verðst að taka leap of faith. Já. Og hann er henni Kevin Spacey maður sem segist þóra geimvera. Hann er geðveikra henni, hann segist þóra geimvera. Já. Þessast fyrir þá sem hafa ekki séð þessi mynd. Ég svolítið bara að gleyma hana, langt síðan sá. Og myndin, það er nefnilega ekki það langt síðan sá hann aftur og mér finnst það mjög fín, sko. Solid svona drama og þeir tveir mjög góður inni. Ok. Og Jeff Bridges leikur sálfræðing. Spacey leikur þess þennan ég veit ekki hvað, sjúkling eða þennan veika einstakling. Já. En hann segist ekki þar veikur. Hann segist þar geimvera sem er först öðrunni. Og myndin snýst svolítið er hann að segja satt? Já, hvað er í gangi? Já. Þannig eins og ég segi, mér finnst að þessi mynd snúast svolítið mikið svona að því Bridges er alltaf hann er bara veikur sem maður. Já. Ég trúi ekki þessi geimvera. Já. Að mér finnst þeirra samband mjög skemmtilegt. Var ekki síðan, svo var ég í rauninni ekkert svarað í myndinni, eða var ekki þannig? Man ég að gera þetta? Það var ennþá svona opið í lok myndarinnar, eða var það alveg svarað? Það var opið ennþá. En ég veit hvað mér finnst. Já, nákvæmlega, það var svona túlkunaratriði, þú veist. Já, svolítið. Ok, það er reyndalega svolítið töff að gera það þannig, sko. Og, já, ég vil ekki spoilni. Nei. Þetta er líka mynd sem kannski margir ekki séð. Já. Þannig að K-Pax, nummer 8. Ok. Nummer 7 er briljant mynd. Það er mjög briljant. Ég hef ekki séð hann lengi, hann var æðisleg. Sjálfinn Sokkar, sástu hana? Já. Sem Stephen Chow gerir. Þetta er fótboltamynd. Hún var ógeðslega skemmtileg. Mjög skemmtileg. En það er allir með svona þetta er svona ykt fótboltamynd. Þú veist, þeir eru að skjóta bara einhverjum sko boltum bara í gegnum neti og einhverjum leiftur hraða og... Manst þetta skot og mark þáttunum? Já, þetta er þannig mynd. Þetta er basically eins nála því í svona live action, þú veist, alveg rétt. Ég sá hana bara einu sinni. Já. Ég sagði, það komið skot og mark en það bíómynd. Já, ég myndi ekki hvað hérna þættinir, en já, það eru þeir. Nákvæmlega, þetta er live action mynd. Það er geðveikt mér. Og hún líka fyndin. Ég var búin að gleyma þessari mynd. Þetta er mjög skemmtileg mynd, Sjálfinn Sokkar. Þannig ég vildi nefna hana, að margir sem ekki séð hana. Það elsku allir skot og mark þættina. Já. Þannig að ef þú gerir það, þá verður að kíkja á þessa mynd, sko. Já, nákvæmlega. Þetta er æðisleg mynd. Ok, nummer 6. Já. AI. Já, fílar hana? Já, það eru flest sem hatar hana. Ég hatar hana. Akkur hatar hana? Ég fannst það svo leiðileg maður. Þú veist, ég fór hann í bíó og maður bara náttúrulega, þetta er náttúrulega Spielberg-mynd og úslega flott og allt svona, en djöfull fannst mér á leiðileg. Ég er svona skillað alveg. Ég er ekkert hissa. Var ekki svolítið pacing vandamála eitthvað svona, hann hefði getað gert betri mynd úr þessu. Það var... Það sem ég fílaði hana. Líka bara þessi hvað er hann, Jude Law? Nei, Billy Joel? Nei, teiknmynda, gósapælingin. Mér fannst þú svo kjánuleg, sko. Aha. Já. Svona I want to be a real boy. Já, og þú veist, Spielberg svolítið tók það svolítið yfir að gera það algjörðu svona gósamynd og ég bara svona, ok. Var það eitthvað mynd sem Kubrick ætlaði að gera? Já, Kubrick hefði ekki verið sáttu við það. Hann hefði aldrei gert svona mynd. Kubrick hefði bara ætlaði að gera gósamynd úr þessu, nei. En málið er að Spielberg er náttúrulega bara big softy. Já. Hann hefur alltaf verið það. Já, ég veit það, sko. Og AI, ég myndi aldrei rökra við eitthvað bara, jú, þetta er ekki það ekki mynd, þú átt að vera fíluna. Já. Hún virkaði bara fyrir mig. Já. Og ég horfði á hana, ég sýndi kærastunum. Ég hafði ekki séð hana svona langa tíma. Og ég var pínu stressaður, bara, kærastunum ekki á fílsmynd. Af því hann tók alveg séns með þessari mynd. Já. Hún er rosa löng. Þetta er artimyndir hans. Þetta er svolítið artimyndir hans. Já. Ég er svolítið sammálaður þar. Já. Mér finnst hún falleg.
Já. Mér finnst hvernig hún endar, veistu það, ég er ekki frá því að það hefði komið ekki tár en kökkur í hálsinn. Kom lítill demantur. ég hef ekki séð hana í langa tíma. Kannski ef ég myndi horfa hana, náttúrulega með hún eldri og kannski horfa með öðru þess en ég man því að ég sá hana, þú veist, held ég bara mjög snemma á þessu árið eða eitthvað. Ég var ekki að fíla það, þannig að kannski á því að gefa henni sens. Það er líka bara, ég sé, það er kannski svona þroska munur í manni, þú veist. Flesti sem ég þekki sem á síðana, fíla hann ekkert svakalega. Já. Þannig að ég held ég sé minnilega dóp. Þess vegna líka vildi ég setja hann á listan, því ég fíla hana. Ég ætla að gefa henni sens, brána að horfa hann aftur. Já, en svo finnst þú ekki hundlega. Ok, númer 5. Ein af mínum uppáhalds hryllingsmyndum, þótt sé ekkert besta hryllingsmyndum. Það er Jeepers Creepers. Já. Mér finnst þú skemmtileg. Ég veit ekki hvort ég sá hana. Ég held ég að við byrjaði á hann og ekki klárað hana. Þetta er náttúrulega, hann er hérna svona skerkróið ekki dæmið eitthvað, hann svona, ég maður þetta er einhverju svolítið senu, ég er ekki viss með að klárað hana, en já, ég var ekki að fíla það. Ég er ekki mikið svona horrorgur. Nei, ég veit hann það. Það er kannski ekki alveg dæma mig, dæma út frá mér, sko. En hún er bara skemmtileg, að því að mér finnst stundum hryllingsmyndir sérstaklega, þeir sem gera það gleyma að þetta var skemmtilegt. Já. Þú getur alveg gett hryllingsmynd sem líka skemmtileg. Tremors. Myndur kalla það hryllingsmynd? Já, grín hryllingsmynd. Það? Já, ég meina grín hryllingsmynd. Ég meina, jú, náttúrulega, við goofy þannig en, jú, þetta er, þú veist, grín hryllingsmynd. Ég meina, þetta er kannski ekki rosalega scary en það er bara einhver skemmtilegasta hryllingsmynd sem ég veit þú veist, sem að má kalla hryllingsmynd. Ég myndi líka setja þá mynd, ég veist, talandi í podcastinu, ef ég er með eitthvað svona flokk. Já. Svona skemmtilega myndir. Já. Tremors væri þann flokk. Já. Æðislega mynd. Pure skemmtur. Já. En já, Jeepers Creepers, mér finnst það mjög skemmtileg og þetta er bara eitt flottasti villain. Já, hann er mjög töff. Hann er geggjar. Það er skemmtileg mynd. Scary, sko. Ok, númer 4, ég held að þú sem þessi mynd á listan þínu. Já. Enemy at the Gates. Nei. Þú fíla hann ekki? Ég fíla hana, en ekki nóg til að, hún var einmitt í 20 listanum mínum og hún var fljóta að fara út hjá mér. Ógeðslega flott mynd samt og þú veist, þá sem fíla svona hermyndir örgulega, þú veist, ég skilja að fíla það, þú veist. Þetta er ekki snæpermynd? Snæpermyndi, það þurfa að vera fleiri þannig með. Ég fíla rosalega spennuna að snæperast eitthvað svona langt á milli og vera að skríða á milli og hvort þú getur séð hann ekki, þú veist, það eiga að vera fleiri svona myndir. Þetta er besta snæpermyndin? Klárlega, sko. Það er engin nálægt, sko. Nei. Já, mér finnst líka Jude Law og Ed Harris eru tveir mínum uppáhalds. Ég dýrka þessa leikara. Ed Harris er bara stórkostlegur, Jude Law, en Ed Harris er mjög samlaðið, sko. Ég er bara, ég vissi alveg að myndi fíla Ed Harris. Ed Harris er alltaf stórkostlegur. Ef þú er kvikmyndahámar og fílar ekki Ed Harris, það er eitthvað aðeins. En Jude Law, það er kannski 50-50 á mörgum. Já. En mér finnst hann sjúklega skemmtilegur. Já. Mér finnst hann verið skemmtileg hlutverk, mér finnst alltaf einhvern svona sjarma og þegar ég sé að hann leikur mynd, þá ég fæ bara bros, bara yes, Jude Law er inni. Hann er góður í einni mynd sem ég áttur að nefna eftir, þá skal ég sérstaklega hrósa. Hér er góða myndir þess að Jude Law. Ok, af því ég hef alveg fleiri Jude Law myndir. Já, nákvæmlega. Ok, Enemy at the Gates, hann er eitt í þeirri mynd, það er svolítið síðan sá hana, en ég mann eftir þessu, það myndi örgulega bögga mig í dag að því minnst þetta úrelt. Það ertu með rússa, það tala þeirra ensku í henni. Já. Þjóðverja, rússa, tala þeirra ensku. Er þeir ekki búin að læra þetta núna? Þú veist, Tarantino er búin að gera þetta og nú er allir bara svona, nú bara höfum við tungumálið og við setjum textað undir, eða þú finnir eitthvað svona cool eins og maður hvernig gerði í Hunt for Red October. Já, það var cool. Það var cool, bara svona að finna leið til að snúa því yfir. Það gerði það líka í 13th Warrior. Já, nákvæmlega. Mér fannst það svo töff. Mér finnst það líka. Að þetta hefur oft böggað mann, já, þú veist. Ég held þeir eru ekki gert það svona í Enemy at the Gates. Og fyrir þá sem við ekki hvað við talum, þá var það þannig í Red October. Já. Þeir töluðu allir rússnesku, svo fór kamera bara svona nærðum eitthvað, minnum bara aðeins í kringu, og þeir byrjuðu svona hægt að breyta yfir ensku, en þeir eiga að vera að tala rússnesku. Já. Eittir að fóru að lesa eitthvað ljóð, og í miðjuljóðinu þá breytist hann úr rússnesku í ensku. Já, var það þannig? Já. Mér finnst það töff. Það var mjög töff. Ég held að það sé ekki gert í Enemy at the Gates. En ég maður bara því sá þessa mynd, en þetta er kannski ekki stuttu, en jú, mér fannst það, stutt þetta segjum bara að dræja. Ég man að ég var ennþá svo miklu svona stríðsmynda eftir þá mynd. Já. Og ég hugsaði mér, það er enginn á topp þessa mynd. Já. Og ég er ekki að segja Enemy at the Gates er betri. En ég man að ég var bara svona, wow, þetta er spennandi mynd. Já. Þannig ég valdi hana. Hún er góð, alveg klárlega góð. Númer 3 er Frailty. Hún var líka mjög nálægt hjá mér. Það er allt og fáið búin að sjá hana. Er ég bara með afgangana þína? Þú er með afgangana mína. Þú með myndina sem ég þorði ekki að setja í. Svona, þú veist,
Ok, Frailty Það var mjög erfitt að setja sem hann inn. Frailty er mynd sem Bill Paxton leikstýri. Já, geðveik mynd. Já, og ég horfði á hana, það stutt sem sá hana. Og hún eldist vel. Já. Hún er svolítið þung. Þetta er rosalega dark mynd. Já, Og bara allt við hana. Hún gerist þeirra flestu leitið, eða mestu leitið, eða nóttu til, eða kvöldi til. Já. Og bara viðfóngsefnið er mjög svart, Já. dark. Og fyrir það sem maður ekki sé hana, því þetta er mynd sem fór rosalega undir radarinn. Já. Matthew McConaughey leikur í henni. Já. Hann er flottur í henni. flótur í. Powers Booth, Mm Powers Booth. Frábærleikari. Hann er því miður látin, er það ekki rétt sem hann er dáinn. Karakterleikar sem allir þekkja andlitið svo margir viti ekki hvað hann heitir. Alltaf sóleit, sko. Geggjaður, og það er eitt sem er líka svo gaman við bíómyndir. Og það er þegar menn, eða konur, bara manneskir falla frá, það lifa svo mikið í bíómyndunum. Já. Núna er bara stutt sem ég horfið á, þá var bara Powers Booth þarna. Já. Þetta er svo John Candy, mér er Já. svo gaman að heimsækja hann Já. innan gæsalappa. Hitta gamla vin. Reglulega. Hann er svo æðislu. Já, Svo hitta gamla vin. já, Þú þarf ég að horfa á Candy mynd núna, þú veist. já, ég sakna John Candy, Já. ég hort á mynd með honum. Já. Powers Booth er inni, Matthew McConaughey, Bill Paxton líka hlutverk. Mhm. Þetta er fjallabröðum fjölskyldufaðir sem segist að fengið heimsókn frá engli Mhm. eða guði og hann á að fara að drepa djöfla í mannsmynd. Þannig að hann byrja bara að drepa fólk sem hann segir sé ekki fólk, þetta séu djöflar. Já. Og þú ert eiginlega myndina eftir svona pæla, er hann að segja satt, er hann geðveikur? Er hann geðveikur eða ekki, þú veist, já. Þetta er cool mynd. Þetta er mjög cool mynd. Mæli með Frailty. Og pældi sem, hvað er ekki, þetta er fyrsta myndi sem Bill Paxton gerði sér leikstur og eina það. Ég held alveg öruglega, þú veist. Sko, ef ég var í spurninga þætti núna og ég er Já. spurður, hvað eru marga myndir sem hann er leikstýrt? Ég myndi segja eina. Hann hlýtur að vera. Ég held að Kannski sé gera hann nokkuð aðra. viss það. Þetta sé nokkuð við það. Já, hún er mjög góð. Þú setur það bara stórt nei hérna, vittlýsingar á okkur hérna. Ég skal leiðrétta, ég Leiðréttir skal setja okkur. texta. En ég held að þetta sé eina mynd sem að leikstýri og þvílík mynd að hafa leikstýrt með þér. Já, og Bill Paxton alltaf líka fallið frá. Frábær leikari. Þannig ég fekk að heimsækja Já, tvo kunningja. já, Ok, nummer 2. Þessa mynd ætlaði ég að setja nummer 1. ok. Og ég var bara svona, langs að setja nummer 1. Þetta var svo mögnu upplýð því ég sá hana fyrst. En mér þykir aðeins vætna mynd nummer 1. Sérst sem ég valdi síðan sem fyrir nummer 1. Ok, En mynd nummer 2 er Donnie Darko. Er hún á þín lista? já. Ó já, Þarna sá ég Gyllenhaal fyrst. Var þetta, nei, Octopus Sky á fyrstum þér. Hvor var já, undan? jú, Octopus Sky var 99 þessi á 2000, já. Já. Hérna, Nei, 2001. nei, já, fyrir ekki 2001. Já. Já, hérna, já, þetta var svona einn fyrstu stór myndunum hans, þú Já, veist. þannig er hann ungur. Já, já, Og þetta er geðveik mynd. já, stór mynd, þetta var það mjög mikið indie mynd, sko. Já, hún var, Sprakk út, sko. já, hún sprakk út og varð svolítið svona kultmynd. Já. Ég man þegar ég sá hana fyrst, af því að hún er ekki fyrir alla. Já. Hún er svolítið sérstök. Já. Og mér finnst að hann gaf nefnilega, Richard Kelly, leikstjórinn, gaf sér nú direktorskött þessar mynd. Og mér finnst upprunalega betri. Ég hef ekki séð, Sástu direktorskött? nei, ég sá bara uppröðlegu. Hann reynir að útskýra það svo mikið í direktorskött. Já, það myndi, ég fíla það ekki. Já, hann er aðeins að taka Nei, burt það sem var svolítið opið Já, mysterían í þessu. Já, Ég elskaði það, sko. ég líka. Ég hafði ekki séð svona mynd, þú veist, ég var gaurið sem var að segja öllum í kringum, ég horfið á Donnie Darko, þetta er Já. geðveik mynd. Af því að maður var ekkert að skilja nákvæmlega hvað var að gerast hana. Nei. En þetta var svo cool vibe yfir þessu, þú veist, já, frekar drungaleg, frábær tónlistin, 80s tónlistin, Ég svo alltaf kemur hann Mad World-lagið í lokin. já, Geðvegt. geðveikt, sko. Og líka bara, þú veist, litli karakter, Patrick Swayze, aðeinsluður, Já. ólíklegur hlutverki fyrir hann, og þú veist, já, þetta er geggjöf mynd, sko. Þetta er aðeinslega mynd. Hún er, Geggjöf mynd, sko. eins og ég segi, hún er sérstök, ekki fyrir alla, en ef þú ert til í eitthvað svona smá mystery mynd, þú ert Já. aðeins að hugsa, Já, hún er svolítið svona opin, þá er þetta alveg mynd fyrir þig. það er allir að horfa á Donnie Darko. Það er bara, því ég held að sé fullt af fólki sem hefur ekki séð hana. Já. Og ég myndi, sko, horfa á hana á Halloween. Já, Fólk á að hittast í partí, Halloween partí og horfa á Donnie Darko. gerist hún ekki Hún gerist að, síðasti dagur, er það ekki Já. Halloween? Já. Já, einmitt. þetta er Halloween mynd til að horfa á, sko. Já. Alveg ekta, sko. Og svo líka, kaninubúningurinn, þetta er alveg scary. Já, mér var stórkostlega creepy. Já, hann er creepy. Já, Donnie Darko, geðveik mynd. fullkóla samleður. Kemur sér ljós eftir hvar hún er hjá þér. Já, Gæti verið með svipunaður á þessi fyrst seti. En verður með Pokerface. já, Kemur ljós. En mynd nummer 1 hjá mér er miklu meira svona mainstream mynd. En ég vildi samt vel hana, ég er búin að sjá hana svolítið oft. Mér finnst hún geðveik og mér finnst hún svolítið vannmyndin. Það er Blow. ég með hana. Þú fílar hana? Já, ég með hana. Ok. Mér finnst Johnny Depp að því þegar hann leikur,
Þetta æðislega leikari. Þetta gott dæmi það, já, það leikur. Og ég svona að hugsa, þetta ekki bara með þeim síðustu af því að Pirates kemur 2 árum eftir þetta. Pirates, þá eðilegst allt eftir Pirates. Já. Hann góður í Pirates fyrstu, en svo var þetta bara, hann fór bara að leika fígur. Á sama tíma var Jack Sparrow, sko, bölvun og frábært fyrir Johnny Depp, þú veist. Já. Hann var moldríkur á því, en ferillinn hans tók svolítið dive eftir það. Og stegan til höfus. Já, það var bara allt Jack Sparrow hann einn, þú veist. Já. Hann fór bara að leika eitthvað karakter með skrýtna hatta eða með eitthvað make-up, bla bla bla. Að það eru margir sem gleymaði kannski að Johnny Depp var, og náttúrulega kannski það ennþá í dag, var geðveikur leikari. Donnie Brasco, þessi, þú veist. Já, Donnie Brasco er náttúrulega undan þess. Já. En já, með Donnie Brasco og Blow. En mér finnst Blow stundum gleymast þegar verið að tala kannski Goodfellas og eitthvað svona krimmamyndir. Sammálaður. Að þetta fjallar alvöru mann. Já. Betur sannir sögu. Já. Og ég held með þess að George Young heitir karakter sem hann leikur, hann Johnny Depp. Ég held með þess að George Young hefur sloppið fangilsi bara fyrir 2-3 árum. Dó hann ekki? Ég held hann sé, er hann ekki lifandi? Ég veit ekki. Ég þór ekki að fara með það. Nei. Ég þór ekki að fara með það. Já. En þessi mynd er mjög skemmtileg. Já. Þetta er bara svona Goodfellas pínu fílingur. Já. Hann er að byggja upp eitthvað dope empire, hittir Pablo Escobar og það er Cliff Curtis leikur hann. Þetta er minn uppáhalds Escobar. Klárlega. Mér finnst það skemmtilega heldur gæðin sem leikar Cliff Curtis er æðislegur leikari og hann skulle leika, ég man því ég sá hann og hann var Escobar, ég bara gæði perfect casting, maður. Ég líka. Hann er svo geðvíkur í því. Og það er svo töff þegar maður kynnist þessast atriðið, þegar maður hittir Escobar í fyrst skipti. Og hann, með Johnny Depp, Pablo Escobar var alltaf bara, ég las að þetta var ríkasti glæpamaður allar tíma, fyrir þetta kannski Putin. Já, en það er ekki svona officially. Já. Ríkasti glæpamaður allar tíma, Pablo Escobar. Já. Og hann segir, það var svo geggjuð setning sem Johnny Depp segir í myndinni, for those of you who've been living on the moon. Langvarða. Og það vissi allir hver það var. Já. Alltaf í fjölmiðlum og þetta var fílið nafn. Já. Og það er svo cool atrið þegar maður sér Escobar í myndinni. Já. Hann er búið camo, af því hann er búin að lýsa hún, þetta er svaka glæpamaður. Vita allir hver þetta er þegar hann kemur allir, hann kemur Escobar. Já, en þú manns kannski eftir þessu atrið þegar maður fara að sjá hann, þetta er kannski meiri mynd. Já. Hann er að tala um nokkur gaur, hann er bara, já, voða kamo eitthvað, ég held með þess að hann kannski fað með eitthvað gaur, svo lappar hann frá honum, þá gæðin sem hann var að tala, hann skotið í hausin. Já, alveg rétt. Þetta er geðveikt sína bara svo slow motion lappa burti frá að hann var við að skjóta hann lappar að George Young eins og væri bara 3. dagur, þú veist. Já, þetta er bara eitthvað sem gerist bara hvernig degi, þetta skiptir engu máli, hann er nýbúin að tjatta við gaurinn. Þetta er svo gott, þetta er sem ég segi líka oft. Góð kynning. Þetta er geðveik kynning. Já. Og mér finnst það vanmetu oft í myndum. Já. Það skiptir máli að kynna karakterina í sterkum atriðum. Nákvæmlega. Þarna, þú ert ekki sem búin að sjá Escobar segja neitt. Já. En bara myndatakan og allt þetta, brilljant. Já. Ég held með þess að Ted Demme leikstir þessar mynd. Er þetta ekki bróður hans Jonathan Demme? Já. Ted Demme, dó hann ekki úr dópneyslu? Hann dó, ég vissi ekki hvað það var dópneyslu. Hann var í kóki. Já, örgulega. Mér finnst ég að lesa það. Eins og hálf Hollywood, þú veist, en... Já, en allavega, þegar myndi fjalla alltaf hennan bransa, dó bransan. Hann kannski tekið gott kynningaferðli fyrir myndina. Ég þarf að researcha svolítið fyrir þessa mynd. Og svo er annar leikari þessar mynd, sem er rosalega góður, og það er Ray Liotta. Já, hann er ógeðslega góður í þessu myndverki. Hann leikur pappans. Já. Og mér finnst þarna fannst mér að hans fara út fyrir... Alveg rétt, hann var svo góður. Það er draman. Hann er geðugur í þessar mynd. Hann var svo viðkunnarlegur pappi einhvern veginn. Hann var ekkert að æsa þessi mikið, hann vissi að væri eitthvað slæmt í gangi og var alltaf að spurja hann bara, þú veist, ertu sáttur eitthvað, ertu ánægð með þetta líf og þú veist, það var rosalega góður pappi, þú veist. Já, og hann segir líka bara við hann, að því að Johnny Depp, eða George Young, hann er svo fastur í þessu, bara eitthvað, sjáu þess að höll sig í kefti, sjáu allar þess að bíla sig á. Já. Pappa segir við hann, þú hefur orðið góður í hverju sem er. Já. Að hann er bara, pappi, ég er góður í þessu. Þú hefur góður í hverju sem er. Já. Þú veist, og mér er skítsaðan þetta skiptir engum máli. Hann var bara fyrir vombröð með son sinn. Hann hefði valið sér þessa leið að því honum fannst það svo mikið spunnið í hann. Já. Mér finnst þetta æðislega. Mammans var alveg að dýrketa allir þessi peningar og eitthvað svona og pappans var alltaf svona, þú veist, ég veit ekki með þetta, sko. Var alltaf svona, þú veist, þetta er ekki gott, sko, þetta endar ekki vel. Já. Sem það gerir síðan. Herðu, annað. Ég held við hvað þú voru að segja. Waingro. Já. Okkar maður. Kevin Gage. Núna, hvað er hann? Ég held hann til Kevin Gage, frekarinn Cage. Waingro er í henni. Hann er í henni. Og spoiler, viti menn, hann er svikari. Hann er svikari.
Varst ekki? Hann svíkur Josh Young. Þeir eru með hann að set up samt, hann sá svolítið eftir í. Já, en það er heartbreaking. Það er rosalega heartbreaking. Þeir eru eitthvað, þeir vita að þeir eru að fara að handtaka þetta smá stund og þeir eru allir að horfa okkur annan bara, þetta er næs gaur. Greið kallið maður. Þeir segja þetta er næs gaur. Já, þetta er næs gaur maður. Af því hann segir, Josh Young segir í svo atriði, vitið það strákar, þetta er síðasta runni mitt, hérna er auka $50. Hann gefur einhvern auka pening. Já. Bara njótið ykkar, ég er hættur í þessu. Þetta one last, eitthvað svo átt hann að sleppa til að ná dóttur sinna aftur og allt þetta. Já. Svo bara, nei, kallið minn, þetta endar alltaf svona. Og eitt mest heartbreaking atriði sem ég man eftir í bíómynd, það er, þetta er, já, spoiler fyrir Blow, 20 ára gamall. Þegar hann heldur að dóttir sín komið í fangið þess að heimsækja. Já. Þegar hann ímyndi sér hann síðan. Já, það er atriði að því hann sveik dóttur sína. Já. Og hún gleymdi því ekki. Nei. Og það er eitthvað sem hann áttur að sjá eftir bara allt sitt líf. Já. Og það er svo flott atrið í lokin, þegar kemur fullorðin kona og maður bara, hvað var dóttur sem komið heimsækja hann? Þau voru góðan dag og eitthvað. Já. Skemur ljós að hún kom ekki. Sem maður bara frá grenjið það eftir. Já, sko, það er líka, þú veist, að þetta er raunveruleg saga, þú veist, oft sem að fólk, já, þú verður alltaf að setja eitthvað svona slæmar hluti í loka og öllum dópmyndum, svo bara, nei, þetta er raunveruleg saga og svona enda flestar þessar sögur. Já. Það er ekkert að búa til neitt eitthvað, við ætlum að koma í hérna réttlætiskenda og eitthvað, þú veist, svona enda þetta, svona enda flestar þessar sögur. Já, og mér finnst þessi mynd, mér finnst hún geðveik, finnst hún ekki pínu vanmetin? Alveg hrikalega vanmetin. Ég er alltaf bara, ég horfa hann regla, ég horfa hann bara einu svona ári, sko. Já, ég líka. Hún er bara frábær. Svo velgerð. Líka, hann er hérna, gaman að sjá hann hérna, Phoebe Herman hérna í þessu hlutverki. Maður er ekki bara að sjá hann í langa tíma, sko. Já. Þessi leikur Phoebe Herman, hann er hérna, þess að maður er að fyrsti dópsalinn. Já. Er hann ennþá að leika? Ok. Það er gæðin sem að í myndinni er hann ekki að mæla hvað svo gott og hreint efnið er. Hann er ekki eitthvað svona hárgæslu gaur og hann verður svona kontaktinn hans í LA. Já, þegar hann byrjaði að selja gras. Já. Alveg rétt, já. Hann var svo sem kynnir hann fyrir því, sko. Já, einmitt. Herru, Blow hjá mér. Blow. Shit, við erum búin að kjafta í, sko. Við erum á öðru árun en það. Ok. Þetta er ekki svo metnafullt að taka eitthvað 10 ár. Ok. Alla leið. Þetta var listin minn fyrir 2001. Já. Hvernig listin þín fyrir 2001? Ég varst búið með það. Þetta var nummer 1. Blow var nummer 1 hjá mér. Ok. Ég er ánægð með það. Ég er endar, já, ok. Byrjaði númer 10. Eru marga myndir sem ég var ekki með? Já. Ok, flott. Það er gaman. Fullt. Þá verðum við hérna í 4 klukktíma. Sýnst það. Herðu, byrjum bara, ég skal reyna að fara hrættu við það. 10, Ocean's 11. Já. Mér finnst fyrsta myndi frábær. Hún er nefnilega betri en margir halda, held ég. Já. Af því að þetta varð svolítið svona... 2 og 3 er ekki eins gott, en eitt finnst mér ennþá frábær. Ég get hort á hana aftur. Hún er svo vel skrifuð, samtölun eru frábær, hérna eins og bara milli Clooney og Julia Roberts á veitingastæðinu. Þetta er svona eins og svona gömlu svona 40 svona bandir, svona, þú veist, þetta er ógeðslega clever samtöl. Og ég get sagt að ég var með hana. Já, varstu svona rétt út fyrir. Já, því mér finnst hún góð, og hún er líka, þetta er leikstur sem gerir Traffic. Já, ég veit, já. Skilur þú? Þarna fannst mér að sjá, þetta var ekkert eitthvað glossy, hún er hrárri, held ég að margir mun eftir, sko. Já, fyrir svona stór stúdíómynd, hann er að gera ýmslegt svona, hann er að fikta ýmsu, þetta er svolítið svona, já, veist, svona tilrauna starfsemi í gangi að það. Einhver leiti. Hann var mjög spennandi á þessum tíma, þú veist. Svo þetta bara hann klikkaði ekki á þessum tíma, sko. Nei. Önnur sem að ég man ekki hvort hún var þessa ári, verða að nefna The Limey. Með Terence Stamp? Já, það er mynd sem að rosalega margir hafa glimt. Ég held að sjá þessum svipuðum tíma, sko. Ég sá hann ekki. Kíkt á hana. Það getur mynd sem þú myndi fíla. Já, það er eitthvað gammalt tough guy og eitthvað. Já, ég held að það sé ekta mynd fyrir þig. Ég man ekki okkur ég sá hann ekki. Ógeðslega stílhrein og svona flott og Terence Stamp gæði ykkur íni. Dýrka hann. Þetta er svona old school krimamynd, sko. Ok, Ocean's 11, það er gott, þetta er solid mynd. Já, mér finnst það bara ótrúlega skemmtileg, þú veist. Ógeðslega skemmtileg mynd. Já, það er svo gott kemist með alla leikarna. Allir þessi gæði ykkur leikara saman, þú veist. Já. Þetta er svo gott ensemble, sko. En þið klúður þessi tvö þegar eins og þegar Julia Roberts leikur sjálfa sig og Tess og eitthvað kjafta. Þeir bara fóru í eitthvað rugl þar, sko. Umulett. Hræðilegt, sko. Ok, en fyrst er góð? Hérna, fyrst er góð, já. 9, Black Hawk Down. Hún var að listra mínum. Já. Ég meina, maður þurfti að kötta út myndir, þó maður fílaði. Já, hún er rosalega velgerð stríðsmynd. Það er bara, þú veist, solid. Hún er pínur rung. Solid, já. Solid, já. En mér finnst þetta frábær hasamynd. Já,
Af því að mér finnst þetta að vera meiri hasamynd heldur en, það hljóma gett skrítið. Ég líti á hana frekar í dag sem hasamynd heldur en strísmynd. Meikar það sens? Já, ég skilji, já, algjörlega, en veistu akkur það og það, ég heyrði fyrirhandi hermenn tala um það að chaosið í þessari mynd, þess að þetta eins nálægt í að vera í alvöru combat, nútíma combat, eins og ég í þessu. Já, ég trúi því. Þú veist, af því að þetta svo, þú veist, allt í einu bara að fara þangað, þú veist, það ekkert eitthvað rosett plan, þeir eru bara að reyna að lifa þetta af, algjört chaos, og fyrirhandi hermenn segja að þetta nákvæmlega svona, þú veist ekkert hvað þetta að gera. Nei. Allt í einu að fara að passa upp á þennan gaur, svo þetta fara þangað og allt er búið að skjóta og skriðingstar hérna, það ekkert plan. Það enginn að segja, hörru gaurar, þið farið hér og eitthvað, það ekkert svoleiðis, bara lifið þetta af. En svo líka kastið í þessari mynd. Gæðakast. En það eru leikarar það. Tom Hardy, hann. Tom Hardy, Já. Nikolai Coster-Waldau sem leikir Game of Thrones, Jaime Lannister, hann í henni. Svo það bara Erik Bana geðveikt svo alveg í þessari mynd. Var ekki John Krasinski hann bara 18 ára eða eitthvað? Ég held að hann sé einhver svona... Er hann í því? Ég held að hann sé henni líka. Þetta ótrúlega mikið start fyrir marga leikara. Já, einmitt. Það svo fyndi ég að Tom Hardy sé henni. Já. En þetta já, mér finnst þetta frábær mynd sem svona, ég skil vel að þeir sem meika ekki amerska fánan eitthvað í vindunum. Ég skil alveg að þannig fólk fylgir þessa mynd. Þetta fyrir þá sem fíla hermyndir, þú veist, ég meina... Já. Basic, þú veist. Mér finnst það smá svona trít fyrir þá. Já, þú veist, þetta er bara góð hermynd. Og hann næri líka alveg reyndis gott, næri alveg að halda utan sko hasar. Ég get alltaf staðsett mig. Já. Ok, er ég þarna, er ég í þessu þyrluflæki, er ég þarna, veist, hvert er ég að fara? Eins mikið og þarft, já. Ég get alltaf fyllt þessu. Já. Ég var aldrei lost. Í öllu þessu chaosið er maður samt einhvern veginn, já, maður næri að vera nokkuð inn, maður skilur hvað á að gera, hvað er planið, já, hvað er missionið. Hvert er að fara. Já, en svo náttúrulega, það er svo cool að það bregst síðan alltaf, allt er það að gera nýtt plan, það er alltaf nýtt plan. Já, en þú sem áhörandi, alltaf ég upplæði þannig, ég var aldrei lost. Nei, nákvæmlega, maður bara svo, ok, þá þarf að gera þetta núna. Já, okay. Af því að hann er góður leikstjóri. Já, hann er mjög öruggur. Ok, Blackwood Down. 8, The Pledge. Með Nicholson. Með Nicholson sem að Sean Penn gerði. Ég fíla hann aldrei. Mér finnst hún mjög vanmetinn aðalega fyrir hvað Nicholson er geðveikur í henni. Já. Hann er svo góður í henni. Er það ekki resm? Hann bara missa vitið, sko. Gerðu þeir ekki Crossing Guard líka? Var ekki Sean Penn sem gerði hann líka? Jó. Með Nicholson? Jó. Og kom hún ekki fyrst? Hún kom fyrst. Já, svo Pledge. Já. Ég þekki sér reyðun upp. Ég held að þetta er reyðið upp þessar myndir því að ég held að Sean Penn náði eitthvað út úr Nicholson sem að hann gerir ekki alltaf, sko. Hann er alltaf svo geðveikur leikari en stundum er ekki að nenna. Þarna var hann að nenna fannst mér, sko. Já. Í Pledge er bara, þú veist, hvernig hann breytist bara í algjörun psycho í restina og maður finnur alveg. Hvað var þetta sem við? Hann sem sagt Var hann lögga eða? Já, hann er lögga og það er stelpa sem að týnist í svona smábæ og hann kemur hann og þeirra að reyna að finna hann og hann segir við móðir dótturinnar að hann ætli sér að finna morðingjan eða finna morðingjan þegar hún finnst dauð og svo hafa þær engin leads og hann veit ekkert hvað að gera hann er með obsessed að þessu og það er svona verið í að því að hann hefði verið að lofa þessari móður að hann ætlaði að finna morðingjan hafi orðið eins og bölvin fyrir hann fær þetta mála heilan sko. Já, þú meina það. Og hann býr þarna áfram og hann flytur ekki burt og hann er alltaf bara að reyna að finna út úr þessu, hver er þessi morðingi og er ennþá, og hann grunar eitt sem að síðan er ekki viss hvort það sé rétt eða ekki og hann er alveg viss um það. Ég þarf að tjekka hann. Þetta er svona gaur sem að missir vitið hægt og býtandi, þú veist. Í minningunni, eins og ég segi, það er langt sem ég sá hana, ég man lítið eftir henni. Minningunni fannst mér of þung. Hún er svolítið þung, já. Ok, en ég er hún eldri. Já. Getur ég fílna betur í dag? Nicholson er geðveikur í henni. Og líka í henni, Crossing Guard. Það er mjög góður í henni, sko. Shit, við erum búin að vera, sko. Hvað er komið? En sko, ég er ekkert að drífa mig. Ekki heldur ég, hvað er. Ok. The Pledge. 7. er ég með Blow. Við erum búin að tala hana, en ég meni 7. ekki eins ofalega eins og þú. 7. Mulholland Drive. Fíla hann aldrei. Það ekki? Ég elska David Lynch, sko. Er það? Ég elska hann í ákveðnum myndum. Lost Highway fríkaði mig út, sko. Mér finnst það bara bullmyndir. Sko, ég er ekki mikið fyrir horror og svona, ég er ekki fyrir svona normal horrormyndir, svona, þú veist, slasher dæmi og fleiðis. En Lost Highway gerði mig drullur hrættan. Ég var bara myrkfælin eftir þá mynd. Okay. Og eftir ég var búin að sjá Lost Highway, þá fór ég að sá Mulholland Drive, vitandi það hvað Lost Highway var creepy fannst mér, og það hafði svo mikið áhrif að ég var svo drullur hrættur í því sá hann í bíó. Svo senur bara miðjan dag sem gett skerri, maður senur hann á
Ég sá hana einu sinni og ég fílaði diner, þú veist, það er búið að build upp eitthvað það er eitt rosalasta jumpscare sem til sko. Það? Sem sko ekki, það er svona slow jumpscare. Þú verður að tala við hann gauri sem kom til þín þessi Ólafur sem er alltaf að pæla í svona jumpscareum og svona pæla. Já, Óli, já. Láta hann tala við Mulholland Drive jumpscare þar. Það er mjög frægt, sko. Ok, ég er að tjekka því. Af því að þú veist það er að koma og samt er það ógeðslega skeri, sko. Ég maður bara þegar ég sá Mulholland Drive, ég sá hann bara Lost Highway fyrst. Já. Og að því hún var líka, bull, fannst mér. Ég hugsaði mér, ok, nú ætla ég bara, ég er að horfa á nú Mulholland Drive, ég vissi hún var eitthvað svona flókin eða eitthvað. En ég held ég ekkert fatta þessa mynd. Ég held ég fíli bara myndir sem að make it sense. Ég hef svona gaman að það er bara hvað það er eitthvað í mér sem að það er eitthvað svona, stundum elska ég að horfa á þær myndir að ég horfa á allar þær myndir líka, þú veist. En svo sem hann, eins og David Lynch. Já. Ég get bara sagt það. Ég get aldrei satt sér lélegur leikstjóri. Nei. Hann er bara ekki fyrir mig. Já. Hvernig varst þið Twin Peaks? Sástu það? Nei, sá það ekki. Þú ættir að kíka á Twin Peaks af því að það er líka mjög skemmtileg karaktervinna þar, sko. Okay. Vel skrifað, sko. Ok, ekki bull. Já, svo gamlu, ég sá ekki að jú, þetta er örugglega eitthvað bull, en þú veist, hann næri einhvern veginn að láta það passa, þannig að maður finnst maður ekki að horfa algjört bull, sko. Ok, ég til, já. En ég veit ekki hvernig nýja seríuna því var, en allavega gamla, Twin Peaks myndi ég mæla með, sko. Allavega Mulholland Drive og númer 5, Training Day. Já, hún var lengi vel á listanum mínum, ástæðan fyrir ég var ekki með hana. Þetta er frábær mynd, en það er allir búin að sjá hana. Já, ég skilur. Og ég er ekkert að segja þessi að ég að velja hana. Já, ég skilur. En ég var bara svona, ég tími ekki eyða plássi, ég vil freka vera með sjálfinn sokkar eða eitthvað. Ok, Training Day. Ég var að haldin inn að því mér finnst það svo geðveik, sko. Þetta er geðveik mynd. Hvað fílar svona mikið við hana? Hvað finnst þið best við hana? Denzel Washington. Samt Ethan Hawke er frábær líka, þú veist. Hann vannmyndin leikari. Hann heldur í við hann, þú veist. Hann gerir það núna. Þessu force of nature sem hann er, þú veist. Já. Þessi karakter Alonso bara að Ethan Hawke getur verið með honum og leika á hans að vera svo kjáni segir bara hvað Ethan Hawke er góð leikari, sko. En Tómas Valgeirs kom til mín. Já. Og hann hljómar ekki mikill fæn þessar mynd. Já. Honum varst Denzel, ég ætla að fá þitt álit, honum varst Denzel hafa bara eitthvað svona ákveðið fyrir hann, djöfull ætti ég að vera cool í þessar mynd. Og það hafa orðið svona pínu tilgjörlega. Ég er ekki sem mér finnst það. Ég skil hvað hann er að fara, ég skil alveg hvað ég meina, karakterin er bara skrifaður þannig, þú veist, hann er rosalega svalur. Þú veist, ég meina, já, auðvitað er hann að nota svona dansutektana, allt þetta, þú veist, þetta er alltaf perfect hlutverk fyrir hann, sko. Þú veist, hann alveg kjamsar á þessu hlutverki. Já, ég ætla að segja það. Hann elskar að leika svona. Scenery chewing, hann er að gera það, sko, alveg 100%. Þetta er perfect fyrir hann, sko. En hann alltaf bara gerir það þannig að, þú veist, maður fær aldrei leið á honum. Nei, sammála. Og þú veist, já. Ég dýrka þessu Washington. Mér er það geggjumynd. Mér finnst það, já, geggjumynd. Það var númer 5, númer 4 er Donnie Darko. Já, við erum búin að tala um hana. 4. seti, frábær mynd. Búin að tala um hana, allir verða að kíkja á hana. 3, Memento. Já. Ég seti Memento þarna sérst. Ok, búin að tala um hana. Búin að tala um hana. Geggjumynd. Ég setti númer 2 Lord of the Rings og ég ætla bara að setja alla seríun á þarna. Já, ok, þú ert ekki með 2002 og 2003 líka. Nei, ég ætla bara að klára það þarna, af því að þarna byrjaði Lord of the Rings og maður getur ekki neita því hversu áhrifin af því voru. Algjörlega. En ég vildi ekki setja það í 1. seti, en öðru seti á Lord of the Rings, bara þarna byrjaði þetta. Hvernig finnst þér að eldast? Ótrúlega vel. Horfðu á það reglulega? Ég horfa á reglulega, þú veist, sumir horfa á jólin, ég ger það alveg stundum, en ég get alveg bara svona, ef maður er ekki að finna neitt til að horfa á það, bara svona, ég horfa bara á Lord of the Rings. Heldur þú í dag, ef þeir myndi gera, segjum að það myndi vera ekki til, ég veit að Amazon er að gera Lord of the Rings seríu, eða svona Middle Earth seríu, einhverja. Veit ekki með það, sko. Ég held að geta verið töff. Af því ég held þessi, þeir að taka þetta upp í Nýjasundi. Já, ok. Ég held nefnilega, og ég ætla að þitt alveg á sig, ef þeir myndi gera Lord of the Rings í dag, er þetta ekki sjónvarpssería? Jú, klárlega. Myndir gera svona langar, já. Er þetta ekki bara svo Game of Thrones? Sjálfsögðu, þetta er bara Game of Thrones. En eina sem ég vil vita með þessa seríu er, ætlar að halda sig við meira af practical effects. Hafa rétta ratioið af practical effects. Peter Jackson gerði þetta rétt. Já, ég held að þetta veri líka Lord of the Rings heldur en Hobbit-myndunum. Þessi nýja sería. Please, já. Ef þeir ætla að fara eitthvað svona Hobbit-lið, þá er enginn að fara að nenn að horfa á þetta. Þeir hljóta að hafa lært af því. Þú veist, Hobbitin fór of mikið í tölvubrellur. Já, og var bara hundleðilegt. Hundleðilegt. Og þeir gerðu allt og margar Hobbit-myndir. Já, en ég er svolítið hræddur því það er dýrara að gera þetta með practical effects. Er ekki dýrara fyrir svona framleiðslu? Er það?
Ég held að það sé alveg 50-50. Já, Tölvubrellur. Já, þetta er mjög... Þetta er náttúrulega, þetta er það er ekkert rosalega einn gæi með eitthvað MacBook Air að búið þessu tæknabrellur. Nei, Þetta er mikið hera vinna. liði. Já, Og eins og Baldvin Seta sem kom til minn, hann talaði um það sem kostar svona mikið í bíómyndum Já. eru laun. Já. Bara þetta er svo margir sem vinna og það þarf að borga öllum laun. Já. En minna þannig að Baldvin Seta að tala um það. Já. Og ég held að það sé ekkert mikið færra að gera tölvubrellur. Mér finnst það bara oft vera leti. Mér finnst það. Já. Og í Lord of the Rings, eins og í Two Towers, þegar maður fara að sjá, hétt þetta ekki Róhan? þarna Hesta dótið þarna. Já. Men þeir skutu þetta upp á einhverju fjalli og með eitthvað. hundruðum extras á Já. hestum og maður bara... Og þeir, auðvitað bætar einhverju CGI við og eitthvað, það er alltaf í lagi, en þeir lögðu alveg á sig. Og leikarnir voru að fara upp á eitthvað fjall, á að snjór þar og eitthvað hvað og hvað. Love it. Þetta þarf að vera áþreifanlegt. Já, finna því, þau eru þarna. Já, það er miklu skemmtilega. Forgrunn bakgrunn, þú veist, þú getur fiktað þessu vilt í bakgrunnum, en þú verður að gefa mér eitthvað í forgrunnin, sjá eitthvað, Já, þannig áferð. ég ætla ekki að þykjast vita að það kosti dýrara, Já, en tölvubrellur er ekki ódýrar. er þetta ekki Amazon sem gerir þetta? Jú, Þeir henda peningi í þetta, come on. ég held það. Ef það er klárir aðeinar bak við þetta, þeir hljóta að fatta það að þú verður að gera þetta praktikal. Já. Þó að þú hendir að mestu peningum í leyti. það, þó að þú hendir peningum í það, þú færir tilbaka, að þú fær fans ánaða, þá græðir fullt á þessu. Og þess að þú fær líka að gera praktikal, þú fær tímalust verk. Já. Ef þú fær að CGI allt, Já. þetta er bara svo að horfa á Phantom Menace í dag. Ógeðslega ljót mynd, en þú getur samt alveg að horfa á New Hope. Af hverju er The Thing svona góð ennþá? Practical effects. Já. Er ekki fólk fyrir að læra þetta? Ég skildi ekki. Ég held þessi leti. Þeir nenni ekkert. Þetta er svo með blóðbókana. Ég veit ekki hvort Já. að við ekki aðeins þetta síðast. Ekki við, nei. Akkur er hættir að hafa blóðbóka? Já. Akkur er fært að tölvugjert þegar þú ert skotin, þá er það bara tölvugjert. Þetta er svo leiðilegt. Ég þólit ekki. Tekur svo úr, þú veist. Þetta er bara leti. Þeir nenni ekki, líka bara på continuity svona. Þeir nennir ekki eitthvað, þú ert með eitthvað squib, eitthvað blood package og hann springur, svo þú þarfst að taka þetta bara nýtt. Já. Og það er alltaf nýjan ból eða Já. nýja peys og allt. Ég skil það alveg. Þess að segja bara, þú veist, þeir nennis ekki. Þeir bara nennis ekki. Miklu þægilega að gera þetta í post. Ég hef alltaf hugsað bara, þú veist, ég hugsa alltaf bara, þú veist, þetta er cost effective þegar þess vegna er að gera þetta alltaf í tölvu, en ef það er ekki, ef það er svipað kostnaður, þá bara, af hverju gerir þetta ekki praktikal? Nenni ekki. Af því það er erfiðara. Af því ég er alveg viss um það er erfiðara. Já, hlýtur að vera. Já. Ok, Lord of the Rings. Auðvitað eiga þær að vera þarna. Já, auðvitað, ég gat ekki sleppt en ég ætlaði bara að setja bara inn sem eina, ég ætlaði ekki að taka þér í hérna hinn árin, sko. Þetta er svo bara eitt hérna. Ef einhver myndi spurja mig, bara Hafsteinn, hvað með bestu 10 myndirnar á 2001, Já. þá væri Lord Fellowship væri þar. Já. En svona fyrir þáttinn, þá svona var ég að reyna að fara aðeins. En það er gaman ef við syngjum sömu myndir. Mér finnst þetta Two Towers besta að þeim. Já, ég held ég sé komin að það líka. Mér fannst Return of the King mjög skemmtilega lengi. Já. Ég held að Two Towers er best. Mér Ok. finnst best. Númer 1. Sexy Beast. Já, með Kingsley, var Já. ekki Ben Kingsley og Ray Winstone í? Já. Ég var ekki svakalega hrifinn. Ekki? Nei. Ok. Ég sá hann sín tíma. Þetta var svona bresku krimmi. Já. Hvernig finnst þessi karakter, Don Logan? Ég get eða ekki dæmt það núna. Ég hef ekki séð hann síðan 2001, sko. Þessi karakter, bara þegar ég sá hana fyrst, bara þetta var að vera slegin í framann. Þetta er svo rosalega grípandi karakter. Er það Kingsley eða? Já, það er Kingsley. Mm. Hann er svo weird, hann er svo, þú veist, hann er svo in your face og hann er svo aggressífur, maður, þú veist, þegar hann kemur, maður bara talað um kynningu, ótrúlega flott kynningin á honum þegar hann kemur. Fíla. Það kemur bara svona töff tónlist og bara sér hann labba og hann, þú veist, sínt aftan nakkan á honum, sköllóttur og bara svona, er þetta hann, eitthvað, svo kemur inn og þú leiða hann mætir inn, þá byrjar hann að rauna við fólk bara strax og maður er bara eitthvað, wow, hver er þessi gaur? Og það er cool. Hann er svo in your face og hann er svo klikkaður sem karakter. En ég sá hann alltaf bara því ég var, 18, 19. Verið að horfa á náttúr. Man er bara þroskast. En þetta er bara, þú veist, hann er aðalatri fyrir að hún er svona ofalega á mér. Mér finnst það besti breski krimmin ever. Stór orð. Já. Bara já. Bara alveg klárt. Þetta er svo vannmyndi mynd og líka bara töff ímislegt í henni, þú veist, bara lukkið í henni og hérna svona hönnunnáni og allt svona, þetta er ótrúlega stílhrein mynd og bara rosalega sjálfsögur mynd. Þessi fyrsta myndin hjá þessum leikstjóra, Jonathan Glazer, hann var Hver er það? Hann var að gera tónlistavídeó áður og núna er hann bara, ég hef ekki séð nóg mikið að myndum eftir hann gerði Under the Skin og Nocturnal Animal svona nýlega. Já, hann er svolítið sérstakur. Hann er svolítið sérstakur, sko. Var Under the Skin skemmtileg, ég sá hann. Ég hef ekki séð það nefnilega, þetta er eiginlega eina sem ég séð af hann, sko. Já.
Já, það getur verið að það hafi eitthvað svona, því minningunni fílaði ekkert svakalega sexy beast, kannski stílinn. Hann er svolítið arti og svona, en já, það er svolítið arti fílingur yfir sumstaðar, en mörgstöðum fyrst maður bara virka bara svolítið eins og Snatch eða þannig myndir, sko. Ok, ég ætla að gefa hann séns. En það er aðalega Ben Kingsley í þessari myndi er bara, hann er sprengja, sko. Og var Ray Winstone líka hérna, ekki? Jú, Ray Winstone, sem er líka mjög solid, sko. Ég fíla hann bara þá tvo mjög vel, sko. Já. Sexy beast. Og líka, sko, töff að sjá Ray Winstone, ofta svona gauri sem er ógnandi við aðra. Já. Hann er bara svo kettlingur hliðin á Ben Kingsley sem þessi Don Logan, sko. Já, Don Logan bara kemur bara, og bara að sjá Ray Winstone bara, þú veist, það er ógeðslega töff. Þú ert alveg að ná mér, sko. Þú verður að sjá sem þetta aftur. Þú verður að gefa mér sens aftur. Ef að fara í 2002? 2002. Þetta er samt ógeðslega gaman. Þetta er ógeðslega gaman. Mér er alveg sagt að þetta er langt aftur. Þetta verður bara langt aftur. Og meðan að myndaðan slökk ekki á sér, þá höldum við áfram. Þetta er geggjað. Ok, 2002, núna byrjar þú. Ég byrja. Ég held það örgulega. 2002, já. Shit, það er svo margar geðveika myndir sem þetta er að koma. Bæði 2002 og svo bara setna mér. Já. Sjá, 2002. 2002. Númer 10, Road to Perdition. Æðislega mynd. Það er djúdlámyndi sem ég fíla mest í. Já, ég var að mynda að hugsa. Ég hugsaði með mér, er hann að tala um Road to Perdition eða er hann að tala um Closer? Ég var ekki búin að sjá Closer. Ég var ekki búin að sjá Closer. Í þessari er hann geðveikur. Þetta er geðveik mynd. Þetta er vanmyndi mynd. Þetta er svo vanmyndi mynd og þetta er flottasta myndataka sem ég hef séð, ever. Já, það er líka gæðin sem tók hann upp. Hvað heitir hann? Hann heitir Conrad L. Hall. Já. Og þetta var gamalt maður, hann er dáin í dag held ég. Já. Var þetta ekki verið með þeim síðustu mynd sem hann tók upp? Jú. Ég held þessi Conrad L. Hall. Hann tók upp, þú veist, Butch Cassidy og Sundance, það var svona legend, sko. Legend. Og myndatakin í henni er fáránleg. Hún er svo flott. Já. Stundum horfi ég hana bara fyrir myndatökuna, sko. Af því að þetta er bara málverk, hver einasti rammi er bara málverk. Þetta er bara flottasta myndataka ever. Ég dýrka þessa mynd. Já. Og hún fjall svolítið í skuggan á American Beauty. Já. Þetta er alltaf Sam Mendes. Já. Þetta er næsta mynd sem hann gera eftir American Beauty. Já. American Beauty er alltaf geðveik, en þessi er meira uppáldið á mér. Já. Road to Perdition. Og Daniel Craig er geðveikur í henni. Daniel Craig er geðveikur í henni. Já. Tom Hanks, gaman að sjá hann í svolítið öðru í þessi hlutverki. Og Paul Newman. Paul Newman er geðveikur. Hver er eins og Paul Newman? Engin. Eitur svalur, sko. Hann er bara, og líka hann var ógeðslega svalur þegar hann var ungur, líka gamall. Já. Bara allur hans leikaraferill var alltaf svalur. Legend. Og bara þegar hann var eins og í Cool Hand Luke og þessum myndum, hver var myndalega þessi gæi? Já. Það var bara kallmaður, ég dýrka Paul Newman. Ég var að horfa á Color of Money aftur. Gekkjar einu. Hann er svo geðveikur hérna, ég ógsta landsins í þessa mynd. Ég var djöfulli Paul Newman góður í þessari mynd. Ég horfði á þær á svipum tíma Hustler. Já, ég vil ekki séð Hustler, sko. Hann leikur sama gæja. Sami gaurinn þar, já. Eddie. Það er ekki Eddie. Jú, Fast Eddie. Fast Eddie. Já, þetta er bara... Ég verð að sjá hana því að hann er svo góður í Color of Money, maður. Djöfulli hann góður. Já, þetta er bara geðveikur leikari. Og það er svo gaman að sjá hann í Road to Perdition. Þá var svona gamall hana, engu glemt. Nei. Hann er rosalega í henni. Já. Leikur svona, fyrir það sem ekki sé þessi mynd, ég mæli eindrið. Af öllum þessum myndir sem við erum að tala um, ef þú ert ekki búin að sjá Road to Perdition, drífa sig. Þetta er rosalega góð mynd. Ég man ekki hvort ég sá hann í bíó, djöðlangum að sjá þessi bíó bara alveg. Ég sá hann í bíó. Hann njóta myndatökunar alveg full screen, djöðvöld var að geðveikt, sko. Já, og Anthony LaPaglia leikur Al Capone, hann var kliptur á myndinni. Sástu aðrið með honum? Hann lék, Capone kom aldrei fram. Capone kom aldrei fram. Það var bara nýtti, hann hérna Stanley Tucci. Stanley Tucci leik fann ekki nýtti. Já. En Anthony LaPaglia lék Capone og var tekinn upp aðrið. Ég hef séð deleted scenes á DFDA. Ég þarf að kíkja því. Já, það var það cool. Ég skil vel að tekja þetta út samt. Já. Kannski passa ekki alveg inn í og þau vildi líka hafa því að Capone var alltaf svona large in the life gæi. Já. Og það er mjög fái leikar sem geta delivera þannig. Það er De Niro og Untouchables, kannski einna helst. Já. En þeir vildi halda svona í að við byggjum okkur eitthvað svaka mynd af Capone. Já. Við fáum ekki sjá hann. Já. Og ég skil það. Og mér finnst alveg töff að Nitti hafa bara verið. Enda er sagan ekki um Capone. Þú veist, það er að halda fókusnum á þessari fjölskyldu, þú veist. Já. Ég skil það þegar þau klift hann út, þannig að hann er bara tekið á mikla athygli, sko. En cool er að fengið samt alveg flotta leikar til þess að leika. Já, ég þarf að tjekka því. Var hann töff sem Capone? Já, mér varst það. En kaupið alveg. Hann var samt ekki eins töff og Capone sem ég hef búin að mynda mér að búið til hausnum. Já. Og það segir mér þegar gera rétt með þegar klippan úr. Já.
Því hann náði ekki alveg að delivera, ég bara, þetta Capone. Já. Þetta ekki Capone sem ég held í Nei, nákvæmlega. Þetta er svo rosalegu karakter að maður, hann getur verið að skyggja svo mikið á, sko. Já. Mér finnst það töff að það er listuð þannig, en já, þetta er frábær mynd, bara það verða allir að sjá þessa mynd, sko. Þetta er svo beautiful mynd að horfa á, sko. Og atrið, nú ætlum ég að spoila Road to Perdition, fyrir það sem hafa ekki séð hana, bara endilega horfa á hana, en spoila fyrir Road to Perdition. Atriðið, þegar Tom Hanks drepur Paul Newman. Þetta er svo geðveikt. Ég er gæsa á. Gerist í rigningu. Í rigningunni. Og svo byrjaði hann bara með Tommy Gun og þú heyrir ekkert. Þú sér bara gæjanars Paul Newman, þetta bara niður. Bara tónlist undir. Og Paul Newman veit alveg hvað er að gerast. Já, svipurinn á honum þar, hvernig hann leikur það. Gæsa á. Þegar bara, þú veist, hann bara stendur við bílinn og horfir niður og hann bara veit að nú komið skuldadöfum, þú veist. Mér minnir mér þess að hann haldi handtökja bílnum. Já. Hann er bara að fara inn í hann. Hann reynir ekki það var eitthvað svoleiðis, eða við bílinn eða eitthvað. Já. Og hann snýr sig ekki svona við. Hann reynir ekki þess að hlaupur, hann bara veit að nú komið tíma að mig. Af því að Tom Hanks var bara þetta var bara svo sonur hans. Já. Þetta er svo, Þetta er svo geðveik mynd. Ég segi líka stundum, að við erum talað Road to Perdition, að því ég var pínu pirraður út í John Wick. Það ertu með svipadæmi. Þú ert með leigumorðingja, sem er alltaf son, glæpaboss. Já. Eins í John Wick og Road to Perdition. Já. En mér fannst þér klikka á að ég þoldi ekki John Wick þegar hann drepur soninn fyrst. Já. Það er aðal skotmarki hans. Það er sonurinn. Já. Aðal skotmarki á Tom Hanks er sonurinn, en hann enda myndinu að drepa hann. Já, nákvæmlega. Það er rétta leiðin. Já, það er rétta leiðin. Þannig ég hef svona sagt til fólk, þeir gerir þetta rétt í Road to Perdition. Já. Hann drepur pappan, sem make sense. Já. En það make ekki eins mikið sense að því að enda á sinnum. Enda sinnum. Já. Það er rétt. Og líka því að pappin gefur hann upp bara, hann er þarna og John Wick er með byssu John Wick með byssu hann, svo bara fer hann. Já. Svo hann eitthvað eldast við pappan hann eitthvað, mér finnst það svo fáránlegt. Já, nákvæmlega. Það er ekki missionið. Það er ekki grötsið sem þetta snýrist Já, því þú veist, mér varst púðrið bara að fara á myndinni. Já. En Road to Perdition, aðal ekki sonurinn, en mér varst töffið drepp pappan í cirka með mig. Það er rétt. Geðveik mynd. Herðu, maður sjá, hvað var við? Já, 9, Salton Sea. Með Kilmer, mínu manni. Hvernig varstu hún? Ég var ekki, mér fannst hún fín, en ég man lítið eftir henni. Ég veit hún er ekki allra, sko. Ég er alltaf smittaður að vera svo mikið Kilmer maður, en mér fannst bara ógeðslega töff. Sjá Kilmer með hanakamp og í leðufötum. Kom á hann maður. Hann gerði 2 myndir svona svipum tíma sem ég var ekkert að pissi mig. Spartan og þessa. Spartan er mynd sem ég hef líka svolítið gaman af. Hún var eiginlega í 20 myndunum hjá mér. Okay. Tók hann út. Er það sama ár? Nei, hún var einhverstaðar annars þar. 2004. Hún var einhverstaðar annars þar, já. Ég veit að sömu fílan ekki, en mér finnst hún aðeins, af því að ég er svo mikið David Mamet aðdáandi, þú veist. Hann skrifur svo skemmtilegan texta, sko. Hann gerir það. En ég veit að það er ekki besta myndi hjá David Mamet, en mér finnst hún skemmtileg, sko. Ok, Salton Sea. Hún er skemmtileg. Finnst þér? Já, mér finnst hún skemmtileg. Ég veit hún er ekki allra. 8, Born Identity. Já, geggjumynd. Besta myndin. Já, ég á erfitt með 1 eða 2. Er það? Mér finnst 3 lélegust. Ég veit að margir elska 3. Flestir segja 3 sem best. Ég elska 2, af því að Karl Urban er það líka. Já. Og ég veit ekki hvað er, mér fannst hún skemmtilegust. Ég hef deila að setja hana fyrir ofan fyrstu, en fyrsta var alltaf frábær þegar hún kom og veist, það var alltaf svo nýtt eitthvað. Ég finnst Bones Supremacy best. Ég veit að það er ekki margir sem sammála mér. Ég er ekki sammála, af því að mér finnst Paul Greengrass eyðileggja sem myndir. Hætt að hrista myndavelna. Já, ég veit. Leið mig bara sjá hvað gerast. Ég hata hennar stíl. Ég hata hann. Málið það var þreytt eftir einhver tíma, en þegar þetta kom fyrst þarna hjá honum, þá var þetta eitthvað svo, wow, maður var svo intense að vera að horfa á hana þannig, en svo þegar maður horfa á marga þannig myndi, þá bara, þetta er svolítið þreytandi. Nú fyrir að gera eitthvað annað, sko. En þarna fíla ég það, sko. Ég er bara mann, Bjarni, ég get sagt þér þetta. Vinir mér þekki þetta fyrir að hlæra hún eða hlusta hann þátt. Já. Það eru 2 framhaldsmyndir. Það sem mér var eiginlega líka hana illt í Labbatu bíó, að ég var fyrir smúklum ábröðu. Það er Mission Impossible 2 og Bones Supremacy. Já. Sorry, ég veit ekki hvað út af svona shaky. Ég það bara, þetta er hundleðilegt. Ég bara, hvað er í gangi? Hætt að hristi svo fucking vel. Já. Hann hefur gert eina mynd, Paul Greengrass. Ég fílaði og mér varst þessi stíl passa. Það er Bloody Sunday. Sástu hana? Nei, ég sá hana ekki. Það, ég skildi það þar. Já. Einhverju hasamynd, ég hati þetta. Já. Sorry, ég ætla ekki að vera reiður hérna. Færðu bara hérna sjóvikið en ég veit að margir hata þetta, sko. Þetta truflaði mig ekki það mikið þá, en það er farið að trufla mig í dag, þetta er gert of mikið, sko.
eins og fræga Taken senan sem við höfum bara að tala minna Já, mikið klift og eitthvað. mikið klift, það er náttúrulega út í hött sko. En Born Identity er virkilega góð. Það er líka sýndi Matt Damon. Bara, heyrðu, hann getur alveg verið action-gæði. Já. Matt Damon finnst mér hrikalega góð leikari. Já. Fýla hann ekki? Jú, ég fýla hann algjörlega, hann er frábær sko. Ok, Born Identity. Born Identity, 7 Minority Report. Æðisleg. Það er mynd sem að mér finnst vannmeti hjá Spielberg. Sammála. Og líka bara hjá Cruise. Já, Cruise er frábær inni. Já, nokkulega, þú veist, þetta er mjög emotional hlutverk, þú veist. Þetta er bara kúrs, sögurþráður, hún er spennandi, flott atriðinni, minnmaðurinn, Colin Farrell. Colin Farrell, nokkulega. Hann leikur svona douchebag. Hann er fínn í henni, hann er góður í douchebagunum. Ég ætla að segja, því auðvitað finnst þér að fínn í henni, hann leikur fá þetta. Horrible Bosses er hann æðislegur. Já. Hann er svo skemmtilegur fáviti þar. Já, ég verð að gefa hann það. Hann var hann leigumann ekki í Horrible Bosses? Nei, mástu, hann var sonur, þetta snýrist alltaf um eitthvað hræðilega yfirmenn. Já. Og hann var sonur eiganda fyrirtækis sem var síðan að arfleiða, þú veist, ríkan pappa. Já, ríkan pappa sem held ég dó eða eitthvað. Þannig að hann tók við fyrirtækinu og einn af þessum 3 aðalgörnum var að vinna fyrir hann. Og hann var bara svona fáiði sem allt í henni fekk allt í hendunum að reka þetta fyrirtæki og hann var bara eitthvað, ég ætla að reka alla sem eru ljótir úr fyrirtækinu og eitthvað. Já, ég gleyma því. Alveg rétt. Með ógæslegt komóver og þú veist bara eitthvað douchebag dauðans, hann var ógæslega góður í því. Colin Farrell er fyndinn. Ok. Hann fyndið því, sko. Ég ætla að gera það Colin Farrell manni. Já, ég ætla bara að finna réttu myndin þar, sko. Ok. Herðu, ok. Minority Report. Myndu það frábær mynd. Frábær. 6, Insomnia. Nolan. Ég myndi segja, í sammálaður, ein besta endurgerð sem við gerum. Já, það var norsk mynd. Norsk mynd. Ég sá reyndar ekki norska myndina. En þetta er rosalega góð mynd. Já. Vanmetnasta Nolan myndin. Já, ég er alveg saman á því. Hún gleymdi svolítið. Al Pacino er rosalega góður í henni bara, þú veist, geðveikur. Hvað hann er, þú veist, hann er bara, ég get ekki sofið og hvernig hann þreytist í gegnum myndina og hvað hann er lost, þetta er rosalega vannmetið hlutverk hjá honum, sko. Þú veist, Mér finnst líka Nolan, af því ég er mikill Pacino maður, en hann áða stundu til að fara overboard. En mér finnst Nolan, mér finnst hann hafa náða beisla, einhvern veginn. Mér finnst hann að það er svo mikil orka í þessum leikara. Já. Hefur alltaf verið. Já. En mér finnst hann náða beislan einhvern veginn. Nákvæmlega. Og þetta er ég hef stundum sagt, þetta er vannmennasta Pacino hlutverki. Já. Hann er geðveikur í þessu. Geðveikur í. Geðveikur. Og hann Robbie Williams. Robbie Williams líka, maður verður að nefna það, hversu, just, þarna var hann ekki líka svipum tíma að gera One Hour Photo. Jú. Þarna var bara dark tímabilið hans. Já. Svona grínleikarar, þegar þeir eru góður í svona drama og það er svo sjokkerandi að sjá það í svona hlutverkum, sko. En þetta er alveg nokkuð algengt. Finnst mér að þeir eru með geggjan grínleikara, þeir eru að finna dramalegara líka. Þú þarft að vera góður leikar til að vera góður grínleikar. Þú veist, þú hefur það í þér. Grín er ógeðslega erfitt. Hrikalega erfitt, sko. Já, Insomnia, ánægð með þetta pick. Jáp, 5, Signs. Já, ég dýrka Signs. Já, Signs er, ekki uppáhaldsmyndi mér hjá Shyamalan, en ég myndi segja í öðru sæti. Myndi setja það fyrir ofan á Unbreakable? Já. Já. En þá? Að því sumir, og ég er ekki sammála þessu fólki, sumir eru bara eitthvað svona Signs, eitthvað, út af því hvernig hún endar. Já. Út af því að gemurinn er eitthvað vatn og eitthvað. Já. Mér er bara drullu sama að því hún virkar á tilfinningunum við levóli. Já. Fyrir mig allavega. Já. Mér finnst það svínverka. Já, allt þetta, þú veist, að allt passar á endanum. Og líka þessi mynd, þó hún heiti Signs, ég talaði um Hauk H, þó hún heiti Signs þessi mynd, hún fjallar ekki um merkin í akrunum. Nei. Þetta er ekki gemurum mynd. Nei, hitt, já, það sem að, þú veist, allt passar að hún vildi ekki vatnið og allt þetta, já. Þetta fjallar bara það er allt fyrir frá ákveð. Já, nákvæmlega. Og það er, og mögulega sé eitthvað guð sem er að passa mann, skilur. Double entranta, eða hvað kallar það? Double entranta, nei. Er það titlinn á myndinu þá? Já, það var tvírætt, sko. Já, það dýrka ég. Já, það er mjög töff, sko. Að því þú ert búið með myndina, þá fyrir að hugsa titlinn allt öðruvísi. Já. Að því það eru Signs alls þar í lífinu. Þeir líka setja pósterinn mynd af akrinum, þú veist það bara, Signs, en þú ert ekki að pæla í hinu. Já, þú ert ekki að pæla í hinu, það er tvistið. Geðveik mynd. Gibson er geggjalegri. Gibson er frábær í henni, rosalega góður í henni. Sjá, herðu, 4, hérna kem ég með mynd sem að kannski þú ert ekki með. Mothman Prophecies. Já, með Richard Gere. Þetta er mynd sem að ég er rosalega mikið aðdáandi en ég veit að margir er bara svona, þú veist, margir hafa ekki séð hana, sko. Þetta finnst mér svo góð mynd sem svona X-Files þáttur, eða þú veist. Já. Hún er alveg creepy. Það er sérstætt andrúmsloft í henni. Já, mjög sérstætt andrúmsloft í henni.
Man því ég sá hana, ég var mjög hræddur við hana, sko. Mjög áhugaverð. Þetta er bara langur X-Files þáttur. Vorum við ekki að tala um hana á Facebook? Nei. Já, við vorum ekki að tala um eins og Ingrid Cole, Indrid Cold. Indrid Cole, já. Hérna ekki, Indrid Cold. Indrid Cole, held ég. Indrid Cole. Já. Mér það var Indrid Cole. Skiptir ekki alveg máli. Það er annað jumpscare sem er óvinnlegt jumpscare. Það er ég veit ekki hvort það sé Laura Linney eitthvað sem lögreglukona er að labba eitthvað inn í eitthvað svona myrkur inn á heimili og svo labbar hún og bakveginn er málverk sem er með mynd af manni og það er svona hálflýst þannig að hún labbar og þú sést allt í henni í þetta málverk eins og sé einhver vera þarna, einhver manneskja og það er jumpscare án þess að vera eitthvað og það kemur ekkert hljóð það er sem geðvægt maður fæði svona, hvað er þetta eitthvað og svo kemur ljós þetta málverk sko. Það finnst mér töff þegar það gera jumpscare sem bara svona það er ekki verið að æsa það með einhverjum hljóðum það er bara, hvað er þetta? Ég fíla svoleiðis jumpscare Já, ég líka Það er mjög gott þannig Ég meina, Mothman, mér fannst hún mjög fín sko Já, mér finnst hún mjög vannmetin Og varstu með hana í númer 4? Númer 4 Ok, hvað er það númer 3? Númer 3, Dog Soldiers Æðisleg mynd Æðisleg Lee Marshall er geggjaður sko Þetta er ein af mínum uppáhalds varalmyndum Já, klárlega Ef ekki bara, vilt sé bara uppáhalds varalmyndi minn sko Ég var alveg maður Ég er ekki mikið fyrir American Werewolf London Ekki heldur, en ég fílaði það Howling Mér finnst hún æðisleg Howling er enda geðveik, mér finnst hún betri sko. Mér finnst hún betri líka, alltaf hún betri Já. Og svo er ein sem kom in the 90s sem ég finnst æðisleg, sem heitir Bad Moon Sástu hana? Nei Hún er mjög skemmtileg Það er að tjekka því, 90s myndir úr að varula Já, þetta er svona, ímyndaðir að varula mynd sem gerist í eitthvað svona útkverfi bara í Bandaríkjunum Michael Paré leikur í Michael Paré er svona B-myndaleikari Já. En þetta er solid varula mynd þú ert með varul sem þetta er praktikal, bara eitthvað gæi búning hann er grár hann er líka það sem ég elska við varula hann er á 2 fótum, hann er ekki á 4 ég þoli ekki þeirra þessu úlfar Þetta er varúlfa maður Já. Ég hann ekki breytist bara eitthvað úlf Nei, ég vil ekki svo hunda Dog Soldiers, geggjuð geggjapekk Númer 2, Narc Já, geðveik Það er besta myndin hans Carnahan finnst mér, ennþá The Grey kannski, en Mér finnst Grey geðveik líka The Grey geðveik En Narc er geggju svona löggu krimmamyndi Manstu eftir byrjunaratriðin í Narc Þetta er besta byrjunaratrið sem ég séð Hvern reyða í þessu land sem ég sá hana? Sem sagt, í byrjunarmyndinni það er bara svart og svo allt í hennu byrja bara einhverju að hlaupa og þá er það hann Jason Patrick er að hlaupa myndir bara byrja þú ert bara hlaupandi með honum og veist ekkert hvað er að gerast og hann er að hlaupa á eftir einhverjum dópsala eða eitthvað og það er shaky cam og alltaf svona en maður bara hvað er að gerast svo hleypur hann og svo er hann að skjóta á gaurinn og hittir ekki og hann skýtur óvart einhverja konu á leikskóla og barnanna líka og þú veist maður bara shit, hvað er að gerast skýtur óvart konu og dópsalinn flýr og hann þarf að fara að tjekka konu eitthvað og henn er að blæða út og krakkin er að grenja hliðin á og hann er bara fuck, það er enginn að hjálpa honum og hann er eitthvað að kalla á einhvern ringja á lögguna, ringja á sjúkrabíl eitthvað Ég þarf að sjá hann aftur maður og konan er öskrandi, blæðandi út krakkin hliðin á öskrandi og hann er öskrandi bara veit ekki hvað hann að gera og svona byrjar myndin Já, en þetta er byrjunatri Þetta er byrjunatri Akkuru, ég er ekki satt að myndir að byrja svona en ég þúlega ekki að myndir ekki með gott byrjunatri Ertu með gott byrjunatri? Ég myndi að fara þess að myndi bíó og þú ert eitthvað aðeins og setna Ég sá hann í bíó Ef þú myndi vera aðeins og setna myndina Já, mistur þessu Ég myndi að ná í pop og kókið og mistur að þessari senu þú veist En ég er alltaf leiðin að sjá hann aftur Ég átt hann á DFD, svo er það samt farið Þetta er uppáhalds opnunarsena mín ever Ok, ég meina mynda eftir sem er líka með brjálu byrjunatri Já En ok, Narc nummer 2, nummer 1 City of God Brasilíska myndin Hún er geggjuð Geðveik Já, ég er ekki með hana Kannski aðalega af því að ég sá hana og vissi ekki neitt um hana það var ekki komið hæpið á hana þegar ég sá hana einhvern svona kveimdahátíð vissi ekki neitt um hana alveg kaldur og bara hann komið svo óvart og ég bara shit, það er verið að gera svona mynd í Brasilíu geðveikt En geggja pikk að þetta er flott mynd og kannski margir búin að gleyma henni þó hún vakti að einhvern sinn tíma Já, hún er kvöld mynd í dag sko. Já, en þetta er áhört pikk Já Við erum alveg með
Við erum ekki samanlega öllu hérna, ég held að við erum miklu meira samanlega. Nei, það er samt svo gaman. Ég er að fíla það, ég er að fá fullt af myndir sem ég þarf að vera að kíkja á hérna. Já, eins og með Nark, ég verða, hún er á listanum mínu, sko. Bara að kíkja á hennar. En ég verða að horfa aftur á hana. Ég sá hana tvisvar Já. á 2002. Svo bara hef ég ekki séð hana síðan þá. Ray Liotta er geðveikur í henni, sko. Geðveikur í henni. Geðveikur, sko. Ok. Ok. Þú tilbúin? Yes. Númer 10. Dog Soldiers. Já. Þetta. Svo er ég með númer 9. Kung Pao. Grimmynd. Ég sá hann aldrei. Ef þú fílar, þetta er alltaf fáralur húmor. Já. Leiksturinn keifti bara gamlar kungfúmyndir. Já. Döbbaður upp á nýtt. Þetta er sá sem að gerði hérna Ace Ventura, eða ekki? Hann er Odenkirk. Jú, Já. þetta er gæði sem að hann gerði númer 2. Hann skrifaði alltaf að númer. Skrifaði Ace Ventura, ég er ekki viss með hann hafi leikstýrt kannski. Ég held hann að, ég man ekki hvort hann gert fyrst, ég held ekki. Já. Það skemmt ekki alveg máli, hann er eitthvað tengdur að Ace Ventura. Og þetta er fáraleg mynd, en það er sem atriðan sem eru ógeðslega fyndin. Mæli með henni ef þú ert til í stekta grimmynd. Ok. Númer 8, Minority Report. Já, basic. Númer 7, Nark. Já. Númer 6, ég varða af þessa mynd. Þetta er pínu bíamynd. Hún er það. Alveg sem hvað fólk segir, hún er það. Samt æðislega mynd. Já. Equilibrium. Hefði hún var rétt hjá mér. Hvað það er nú? Það var sárt að kippa henni út maður. Ég elska hana maður. En skilur hvað við því að þetta sé smá bíamynd? Já, þetta er bíamynd. Þú veist, maður sélega, hún kostaði ekki mikið. Nei. Þó við setjum með Bale hann það. Þannig að Bale ekki orðin alveg risastjarna. Þetta er nýttu peningana vel. Mér finnst það ekki miskjörn, mér finnst það geðveik. Hassan er geðveikur. Það er alveg málið. Það er eitt sem böggaði mig. Já. Og það er alveg, í þessari mynd er líka kúl byrjunadri. Já. Þegar hann hoppar á, það eru glæpamenn í ykkur herbyggi, loka hurðin, hann er bara með 2 skambisur, Bale, já. Hann hoppar á hurðina, já. Svo bara svona, byrjar held ég að skjóta, nei, sjá hann, hann er bara myrkur í herbygginu. Slætar hann á hurðinni? Nei, já, hann slætar hérna á hurðinni inn og svo bara myrkur. Þú sér bara svart. Já, alveg. En það sem böggaði mig, það er ekki þetta, allt þetta er ógeðslega töff. Já. Og seinni hasardinn í myndinni eru geðveik. Já. Það sem ég þoldi ekki þess aðri er að Bale er með byssunar og hann er eitthvað svona, og þetta er næstu svo tölvugert eitthvað. Já. Þeir gerði aldrei aftur í myndinni. Já, það kemur bara lýsingin af flassunum af ekki, jú, það er einu sem að sér, þú veist. Og þú sér svona hann einhvern veginn og þetta er eins og þetta sé eitthvað svona tölvugert og veistu hvað ég tala um? Já. Að því seinni í myndinni, þegar hann skjóta fullt af gaurum, þá var hann bara að gera það sjálfur. Já. Og það er ekki töff. Já. En þarna, þetta er svona eins og þetta sé tölvugert, ég var bara svona, þetta dreifur ekki myndina neður. Nei. En það eru atriði seinni í myndinni sem eru ógeðslega töff. En þá í dag. Af því að gæinn, leiksturinn, Kurt Wimmer, hann bjóð til það sem hann kallaði gun-kata. Já, já. Hann blandaði saman eitthvað svona John Wick tók þetta svona nýtt level. Já. En Equilibrium var mörgum á hann að John Wick kom. Já. Og þetta er töff hasar. Svo gerði hann þetta aðra mynd sem hétt Ultraviolet sem var hræðileg. Já, ég sá hann aldrei. Já, hræðileg. Já. Equilibrium, mæli með henni ef einhverju vilja tjekka á cool hasarmynd. Já. Númer 5, Insomnia. Já. Brjálamynd. Svo er númer 4, 20 Days Later. Sem er einn besta zombiemynd sem við erum gerð. Já, ég aftur hérna við erum að rugla árum. Ég er með annars það, sko. Ok, en hún er allan á einhverju lista. Já. Mér finnst þetta brjálumynd. Þetta er mynd sem er bara svona þegar sá hana var bara, ok, nú er ég að fara að fíla horrormyndir aftur. Þetta, þú veist, það er svo geðveik mynd. Já. Og líka á gera zombiana, sko, þú veist, má bara sjá zombiemyndir áður og geta eitthvað slow og scary. Þetta var scary, sko. Hlaupa hratt og þetta er bara, og líka þetta er svo striking, bara svona image, þegar hann vaknar og Cillian Murphy er alltaf bara bilaði leikari. Já. Þetta er geðveikur leikari. Og takk fyrir að segja nafni rétt, Cillian Murphy, ekki Cillian Murphy. Hann heitir ekki Cillian Murphy. Hann heitir Cillian Murphy, ekki Cillian Murphy. Þá hefur þessi skrifað sé, þá heitir hann Cillian Murphy. Geðveikur leikari. Og þegar hann er að labba bara í London og það er bara mannlaust. Já. Þetta er svo cool. Já. Og því myndi kostar henni ekkert mikið. Og hún er tekin upp, þetta er eitthvað svona digital stíl á henni. Mér finnst þetta... Sem gerði eitthvað, það gerði það meira gritti og meira skeri einhvern veginn. Það gerði það raunverulegra og... Já, miklu raunverulegra. Ógeðslega skeri mynd, sko. Og svo einn af mínum uppáhalds karakterleikur með henni, Brenda Gleeson. Gekkjaður. Dýrkan. Í 20 Days Later kom bara ekki annað grein að hafa hann á svona lista. Sálsöð. Númer 3 er Signs. Já. Brjáluð. Númer 2, Road to Perdition. Já. En númer 1 hjá mér er mynd sem ég varð að velja. Ok. Af því að mér finnst þessi mynd masterpiece. Hún er ógeðsleg, hún er rosalega erfið. Það er Irreversible. Já. Hefur þú séð hana? Já, ég sá hana.
ég get ekki svona myndir. Nei. Þú veist, já, auðvitað verður mér að dæma út fyrir að hún virkaði því sem hún var að gera, hún að sjokkera og hún gerir það. Ég bara get ekki svona myndir. Mér finnst bara, þetta er eins og með Human Centipede og svona myndir. En það er point í Irreversible. Það er point, nákvæmlega. Þess vegna kannski dregur aðeins upp, eða svona Serbian film eða svona myndir. Ég sá hann bara einu sinni og ég bara, þessi undirganga sena, maður er bara, er þetta ekki alveg búið? Það er rosalega erfitt atriði, sko. Það er líka allt í þessar mynd, hún er gerð til að láta líða illa. Já. Myndutakan í henni, myndavélinn snýst bara hringi líka við. Já. Og ég veit ég var að tala um á að segja ég þóla ekki allt það, en mér veist það er eitthvað svona point í sér Irreversible. Já. Og það sem mér veist Irreversible sína, að þau eru að horfa á hana, hún er sýnd í öfri tímaröð. Og mér veist það líka ekki að vera gimmick. Nei, það virkaði hana. Já, og bara þegar myndin endar, það er verið að sína líka bara hvað er stutt á milli hláturs og gráturs. Já. Og það sést bara svo svakalega í þessari mynd. Og eftir þess að ég horfa oftar á hana, það er svolítið síðan ég sá hana núna, en ég sá hana örgulega, ég var alltaf að sína fólkina. Já. Og ég veit þetta er rosalega erfið mynd, en mér finnst hún rosalega áhugaverð. Og ég man bara því ég sá hana fyrst, það var eins og ég var kýldur í magan. Já. Og bíómynd, ég veit, þetta er fake atriði, þetta er ekki alvörni, Nei. en þegar bíómyndin á manni svona, Já. Man líður svona illa. Líður svona illa og þegar myndin endar, þá er maður bara svona, fuck. Já. Þetta er rosalega mynd, maður. Ég respekta kveimdigerina og gutsið að gera svona mynd. Þetta er bara ekki fyrir mig. Nei, þú veist, það er líka bara ekkert að því. Já. Svona myndir, ég er ekkert að segja alla eitthvað, checka Irreversible. Nei. Þetta er rosalega erfið mynd. Já. En mér finnst þú veist, hún gerir rétt vel það sem hún ætla sér að gera. Það virkaði alveg, þú veist. Já. Hún er sjokkerandi, mjög sjokkerandi. Það er svona, það er mynd nummer 1 hjá mér fyrir 2002. Já. Ok. Herðu, þá eru það 2003. 2003. Og ég byrja núna. Já, byrjaði ég ekki á hana? Þú byrjaði 2002. Já. Ok. Númer 10. The Life of David Gale. Sá hann aldrei. Hún er vanmyndin. Er það ekki með Spacey og Gosling? Nei, ekki Gosling. Gosling Nei, bara Kevin Spacey. Laura Linney er í henni. Já, ekki eitthvað Kate Winslet. Ég held, var ekki eitthvað hérna... Hann á Death Row. Já, sá hann ekki. Hann góð. Þetta er frábær mynd. Ok. Sem svona drammynd. Spacey mynd sé ekki séð, ég er til að kíka það. Það reyndar svolítið síðan ég sá hana. Ok. En hún var alveg eftirminnileg. Gott drama. Já, gott drama. Ok. Mælum henni, Life of David Gale. Númer 9. Ong Bak. Ekki sé hana heldur og ég verða að fara að sjá hana. Það er svona martial arts stótt. Ég sé klippur og ég er bara, holy shit, þetta er geðveikt. Ég verða að sjá hana, sko. Þetta var alveg breakthrough á sín tíma. Já. Af því að þetta var alveg svona full contact dæmi. Já. Tony Jaa sem leikur aldugið, þarna þetta myndi sem gerða svona frægan, hann er bara spark í göra. Hann er insane, sko. Já, og þarna, þetta er alveg fyrsta myndi sem ég man eftir, þar sem að bardagalistin er Muay Thai. Já. Það sem er svo mikið njám, olbóum, Já. og þetta er alveg brútal dót, sko. Svo brútal. Og þetta eru nokkur atriðan sem eru svo eftirminnileg. Hvernig er þessu menn ekki að stórslasa sig í þessu tökum? Það er góð spurning. En ég vil samt taka það fram, þetta er ekkit svakalega góð mynd. Nei, en bara fyrir þetta. Já, þetta er bara, það eru geðveik atrið. Þetta er það sem kemur fyrir. Já, og ég var svo gana að segja frá því að þegar Ong Bak kom út, ég sá bara trailer á netinu og ég bara, fuck, ég ætla að sjá þessa mynd. Kaupa hann DFT að hún kemur. Mér er þetta ekki í hug hún kemur í bíó í Íslandi. Já. Laugarsbjó sýndana. Ég sé Ong Bak í Laugarsbjó. Gekkjaði maður. Það var gett. Ég fór með bróðum mínum og pabba mínum. Við erum miklu svona hasar, martial arts skaurar og svona öllum geggið. Ok, Ong Bak nummer 9. Ég þarf að sjá hana. Númer 8. Ég seti Runaway Jury. Já. Mér finnst hún góð. Ég fatt hann til 20 mínútur, ég gataði ekki, sko. Myndur þú ekki segja það var góð? Nei, þetta er góð mynd. En hún var hérna líka, hún var í 20 myndaðalistanu hjá mér. Ég ætla að taka hann út. Ok, Runaway Jury. Hún er mjög vel gerð. Fín svona... Góð grísja mynd. Já, einmitt, svona courtroom, drama og Gene Hackman svo geggjaður. Senan með Gene Hackman og hérna... Dustin Hoffman og klósettinu er, þú veist, þess að þú talaði eftir svona eins og tveir bardaga, þú veist, þetta er svo... Horfa á 2 leikar að sparra. 2 leikar að spara, þetta er svo beautiful sena, sko. Þeir eru svo góðir. Já, og mér var svolítið gaman við þessa mynd, af því maður búin að sjá margar svona réttarhaldsmyndir. Já. En það fór svolítið mikið púður í hvernig þeir velja í juryið, í kvitumur. Já. Mér varst það svolítið áhugavert. Og líka frábæra leikarar í því, aukarlutum. Cliff Curtis, vinur okkar í þessari mynd. Já. Ég fíla hana. Númer 7.
Touching the Void. Yes, með hana. Ertu með hana? Geðveik mynd. Ég dýrka þessa mynd. Dýrkana. Já, ég líka. Mér finnst hún bara Ef að æðisleg. ræða eitthvað hversu góð, já, hvað var að segja, leikin heimildamynd. Þetta er rauninni leikin heimildamynd. Já, sem ég reyndar fíla oftast ekki. Ég þoli ekki þeirra svona Já, ég veit reenacta það. eitthvað. Já, ég veit það. Ég vil freka viðtöl. Annarkvort eftir að segja, þú veist, ekki vera þú veist, leika, en það virkaði þarna. Þessi saga er svo, Brjáluð. þú veist, maður þarf eiginlega að horfa á þessu myndir reglulega, bara þegar þú heldur að lífi sé að sparka of mikið í og þótt erfitt eitthvað. Herru, sjáðu hvað þessi gaur gerði. Nákvæmlega, sjá Það sem hvað að, þessi það er ekki gaur síðan gerir. sem þið verðið að sjá þessu mynd, bara, Já. þetta er bara besta heimildamynd sem ég séð. Já, ég er sammála. Hún er rosaleg og þeir komu heldur til Íslands. Allan annað þeirra. Til að kynna hana, Ég held með minni það. já, Ég sá hann ekki í bíó. Pabbi sá hann í bíó. já. Og ég kannski rugla eitthvað, en Sko, mér finnst, ég veit ekki hvort við hefur verið að spoila eitthvað mikið fyrir fólki, en eða svona, en þú veist, senan, skulum segja, þegar ákveðið lag spilar rullinni hjá honum, manstu til því, það fannst mér svo áhugavert. þegar svona, ertu að tala um psychedelic dót eitthvað? Já, þegar hann er að missa vit og hann fær eitthvað lag á heilan sem bara svona, af hverju er að fá þetta lag á heilan? Já, Mér fannst það svo áhugavert. Þetta er svo áhugavert hvernig hann kemst yfir þetta og hvernig hann spila með heilanum sjálfur sér. Þú veist, ég tek 50 metra í einu og þú veist, þetta er svo mikið svona metafóra fyrir lífið, sko. Já. Þetta er svo beautiful mynd, sko. og það er eitt sem ég varst líka mjög áhugavert í þessari mynd. Og fyrir það sem ekki séð hana eða heyrt þessu sögu, Já, þetta er bara um mann sem lendir í miklum lífsháska. Hvaða fjall var þetta? K2. Var þetta K2? Það var K2. Ok, og hann lendir í miklum lífsháska. Sem á að vera erfiðasta fjall, þú veist, erfiðara heldur en Everest, sko. Já, miklu hættilega. Já, Og það er áhugavert af því að hann í rauninni bara er eitt þarna á þessum fjalli. nei, þeir eru tveir, sem sagt. Já, en af því að það er rauninni sem sagt, Já, þeir eru tveir og Það er annars- annar lendir í slísi og hinn þarf að kötta á hann. kött á hann. Láta hann Kött á hverfa. reipið. Og hann heldur hann sér dáinn. Svo Og- er hann ekki dáinn. Já. En gæinn sem að er ekki dáinn, Já. þetta er aðalega hans sagan hans. Já. Og Og svo er náttúrulega moraldæmi fyrir hinn sem að kötta, þú veist, og hann fekk mikið flekk frá þessu community af klifi gert fólki það. að hafa kött á hann, en ég held að það hafi verið rétt hjá hann, sko. ég er sammála Já. að gera það. Já. En hann segir, gæinn sem lendir í þessu, mér finnst það mjög áhugavert, hann segir, allan tíma sem ég var þarna í þessu, ég bað aldrei Guðs. Já. Mér finnst það Nákvæmlega. mjög Það var, kröftug setning Það er að segja magnað. það. Já. Hann bara, mér datt ekki eins og hug. og hann sem sagt skreið til byggða. Já, þetta er bara Fótbrotinn, fáránleg saga. skreiða niður af K2, Já, fótbrotinn, og liðið af. og liðið þetta af, þú veist, með frostbite og alla fjandan og allt þetta, þú veist, þetta er svo ótrúlega saga. Já. Þú veist, eins og segja, ef maður er eitthvað svona, þú veist, ef maður þarf svona mannstanda pick me up mynd, þú veist, þá er þetta myndin, þú veist, sem maður verður að horfa allan einu svona ári. Í sammála. Þetta er svo beautiful mynd, sko. Ok, nummer 6, Matstickman. Já, Fílar hann ekki? mér finnst hún fín, mér finnst hún ekki, en þú veist, já, mér finnst hún mjög góð, eða þú veist, en mér finnst hún ekki eiga heima á þessum lista, sko. Hún er ekki hjá þessu lista. Nei, Þá er ég spennt að heyra hvað segir um næstu mynd. já, Freddy vs. Jason. en þessi, þetta er ekki mitt forte, sko, þessar Freddy myndir og allt þetta, Jesús, ég get sumar þeirra, en Freddy myndinar hef ég bara ekkert séð þeirra, sko. Nei, ég bara fyrir svona horrorgæði sem mig að sjá þá saman. Já, þetta er ekki, já, þetta er Freddy vs. Jason, svo stupnulega, það voru ekki tvær sem þeir lentu saman, eða? Nei, bara eins og saman í mynd. Nei, ok, en þetta er ekki svo sem voru í geimnum, það er eitthvað Freddy X, eða? Já, það er Jason X. Jason X, já, ok. Freddy og Jason hafa bara saman í mynd. Já, ok. Mjög östu skemmtilega. Já, ég skil að þú velur þetta, þú elskar þetta, þú veist, þetta var ekki fyrir mig. Númer 4, Kill Bill. Já. Ég varð að velja Kill Bill. Æðisleg mynd. Sjálfsög. Ógeðslega skemmtileg. Já. Ég kýs 1 frekar en 2. Ef ég þyrfti að velja milli þeirra. Ok. Þú trefnar 2. Nei, ég líti á það sem heild. Þetta er náttúrulega heild. Já. En það var samt gefið út. En ef ég ætti að velja milli þeirra, já, 1 er betri. Já. Skemmtilegri. Mér finnst það, og bara Uma Thurman aldrei verið, sko. Mun aldrei vera. Hún er geðveik í þessum myndum. Geðveik. Þetta er klikkaðar myndir, sko. Númer 3 valdi ég franska mynd sem heitir High Tension. Já, Sástu hana? Veistu hvað mynd það er? já, ég sá hana. Hún var enda mjög áhugaverð. Hún er gróf.
Ég hef bara glemt henni. Þú veist, sá hann ekki hérna, en ég veit í hvort hún hefði náðun lista minn, en hún komur óvart. Hún mjög, já, intense. Þetta svona fyrsta sem ég maður eftir að sé að því að frakkandi gerðu nokkar svona hryllmyndir, svona ógeðslegar, grófar. Var hann ekki kölluð Switchblade Romance líka? Jú, já. Switchblade, hún heitir held ég High Detention eða eitthvað, frumálinu. Switchblade Romance í Bretlandi held ég. Sem mér finnst geðið þetta nafn. Switchblade Romance, já. Einu sem ég hata á þessa myndi hvernig endar. Man ég ekki. Það ákveðið twist í þessa mynd. Ég hata þetta. Já, alveg rétt. Ég sammálaði. Það var rosalega meikar ekkert sens. Tilgangslaust. Meikar ekkert sens. Bara til að, ég plataði eitthvað svona. Já, en ástæðan fyrir hún fyrir svona hátt hjá mér er að því að þegar ég sá þessa mynd, ég var bara eitthvað, vá, fúst, er bara verið að gera svona myndir. Hún er mjög blóðug, hún er mjög gróf. Suma senur hana. Já, og það sem ég elskar líka við þessa mynd, það er svona það sem ég kalla skítut blóð. Já. Þetta er alveg bara svona, já, ef ég myndi gera hryllsmynd, þá myndi ég vilja svona blóð. Já. Þessi litur og allt. Já. Ok, High Tension nummer 3 hjá mér. Hún er góð. Númer 1 og 2, ég var rosa mikið að debata hvor ætti að vera í númer 1. Já. Ég minnst það báðar aðeinslegar. Já. En ég ákvað að velja þessa númer 2, það er Oldboy. Já, ég meina líka enn á öðru ári. Ég er alltaf að rugla þessum árum. Já, þú rugla með 2004. Já. Oldboy, sögurkórsmynd, þetta er bara með betur myndir sem ég sé. Nei, fyrir ekki, ég rugla, ég meina hérna. Já. Þú meina hana? Já. Geðveik mynd. Geðveik mynd. En remakeið remakeið jafn lélegt eins og hérna góð. Ég hata remakeið, sko. Já, mér finnst það svo hræðilegt. Ég hata remakeið. Hvað var í gangi? En sögurkórska myndin er brjáluð. Þetta er svolítið myndin sem að opnaði mín augu fyrir sögurkórska myndin. Sama hér. Af því eftir hana þá fór ég að tjekka miklu meira á þeim. Þeir gera brjálaða myndir, sko. Hvaðan kemur þetta? Af hverju eru þeir að gera svona góða myndir? Þetta er eitthvað hæfileikar eitthvað. Það er eitthvað, þeir eru rosalegir. En sko, ég held ég hafi séð viðtal við þann sem að gerði I Saw the Devil, að hann tala að hann elskar mikið, þú veist, ameríska myndir og þeir eru að fá influensa frá því. Við erum að sjá serial killer myndir og svona, en svo setja þessi eigið spinn á það sem er svo áhugavert. Þetta er svo áhugaverð myndir úr því. Þeir taka sjens. Þeir taka genremyndir og gera sína eigið spinn á það. Já, en þeir þóra líka. Já. Ég dýrka það. Það er rosa mikið guts í þessu hjá þeim. Já, og það er líka bara ofta svo rosalega vel gerðar. Já. Bara myndataka, klipping, leikurinn, þetta er rosalega high quality. Ok, Oldboy, með langast þetta nummer 1. Já. Ástæður ég gerði ekki er að því að það er alveg margir sem vita af henni. Já. Hún varð frekar þekkt á sínum tíma, margir sem sá hana. Myndin sem hún eitt hjá mér. Þetta er mynd sem að hvarf svolítið, þó sem fræði leikariðinni. Enginn talar þeir sem tala hana bara, já, við erum svo leiðileg. Ég bara, hvað er það að tala þetta er geggjum mynd. Og það er Open Range. Með Kevin Costner. Ég meina líka. Ertu með líka? Já, geðveik mynd. Þetta er svo vannmyndi mynd. Þetta er einn besti vestri bara sem við gerum. Sem ég hef séð. Já. Bara hands down. Nákvæmlega, af hverju tala fólk ekki meira um þessa mynd? Ég skil það ekki. Mér er Costner geggjarinni og Robert Duvall geggjarinni. Já. Þetta er æðisleg mynd. Já. Hvað er málið? Af hverju er ekki fleira fílar sem mynd? Komun á þessu tíma var einhver svona vestra þreita. Það kemur reglulega, fólk var svona nóg, svo kemur einhver og reinventar vestran. En já, þetta er frábær vestri. Mörgum fannst það svolítið róleg, en mér er alveg sama. Mér fannst bara allt geðveikt í henni. Þannig er vilt að vestri. Það er ekkert nema fjarlægðir og róleg, og þú veist, þeir eru að hestaferðum marga daga og svo er þetta bara spjallin á milli, þú veist, það er mútið yfir þessu. Já. Það make a sense. Og Costner er bara góður sem kúriki. Já. Og Robert Duvall, mér fannst bara svo hann hefði verið tekinn frá 1870 eða eitthvað og setti bara í þetta er æðisleg mynd og það er svo flott kemistri á milli þeirra. Já. Ég mæli sterklega með Open Range fyrir þá sem fíla vestra. Algjörlega, ef þú ert ekki búin að sjá Open Range og fíla vestra, þá bara eitthvað að, sko. Já. Ok, ég er búin með 2003, númer 1 var Open Range hjá mér. 2003, númer 10, nú fæ ég skammi frá þér. Nei, skamma engan. Bad Boys 2. Ok, reynda núna að fara skammir. Nei, ég er að djóka. Ég elska hana, hún er ógeðslega silly en hún er svo over the top, það er það sem ég elska hana. Okay. Þetta er bara einhver klikkaðasta hasamynd sem var, þú veist, Michael Bay var bara hápunkti klikkunum sinnar og ég hafði svo gaman að því ég sá hana. Ég ætla að fá mig popsmellina meðan þú segir mig frá Bad Boys 2.
Ég ætla ekki að smjatta og lækka í sjálfum mér. Ég ætla að hlusta á það. Já, Bad Batch 2. Mér finnst hún betri en eitt. Mér finnst hún skemmtilegri. Þetta er svo klikkumynd. Finnst hún ekkert of löng? Hún er svolítið löng, jú. En ég hafði bara gaman að því. Ég vildi bara fara meira. Mér fannst, þetta er svona mynd sem maður bara svona, þú veist, horfir á með félögðinu og bara, þetta er grínmynd. Þetta er meira grínmynd heldur en þessa mynd, sko. En þá er spurningin, finnst þetta fyndið mynd? Sko, það sem mér finnst fyndið er hvað Michael Bay er klikkaður. Það er það sem ég hlóði, þetta voru ekkert frábæri brandar, það var svolítið stúpid brandar. Mér var bara svo fyndið hvað Michael Bay heldur að þetta sé normalt að gera svona hluti í þessu myndum. Og þér finnst þú skemmtileg en fyrsta? Já. Ég veit ekki hvað ég að segja, Bjarni. Ég er að djóka. Ég hef aldrei fílað þessa mynd. Ég veit að þú þolir ekki þessa mynd en það. Af því ég fíla Will Smith, ég fíla Michael Bay stundum, mér finnst fyrsta mjög skemmtileg. Já. 2 virkar ekki fyrir mig. Mér finnst hún ekki fyndin. Fyrsta er meira gríti, ég skil alveg, þú veist það, fólk finnst það vera meira svona, hún er meira svona glæpa myndi, meira gríti. 2 er bara á styrum, þetta er bara rugl, þú veist. Ég veit það. En ég fílaði það, sko. Málega, hann gerir þetta alveg stundum, þetta er svo pain and gain, það er bara mynd sem er á styrum allir tíman. En ég fílaði hana. Já. Mér finnst hún alveg góð. Hún er svo silly. Hún er silly, mér finnst hún að fyndinu köflum, en mér finnst ég og Michael Bay erum ekki með svipaðan húmor. Nei. Hann er svolítið djúvinur. Hann er rosalega krakkaran húmor. Já. Mér finnst ekkert fyndið sem Martin Lawrence eitthvað, hann er út úr dópaðar eitthvað, hann er ykkur í vímu, mér finnst ekkert fyndið. Eða undir eitthvað lík og það eru hérna sílikonbrjóstið og hann er eitthvað... Það er 0 fyndið. Þetta er fyrir 12 ára, sko. Þetta er fyrir 12 ára. Michael Bay er 12 ára krakki, sko. Og action í þessar mynd, bíladrið töff. Geðveikt. Ég geði það. Já. Það er mér töff. En hann gerði síðan flottara bíladrið í The Island, fannst mér. Mér fannst bíladrið í The Island flottara enn í Bad Batch 2. Hann var með, hvaða tímbalita, hann var alltaf bara hvað get ég sett á trukk sem kastast á bíla eitthvað, þú veist. Já, hérna lestarteinar eitthvað, lestarhjól eitthvað, þú veist. Hann er bara einhver svona leik, hann er bara svona leika sem er action kallað, þú veist, og bara að gera bíómyndir þannig, þú veist. Ég skil ekki alveg þessa ást, eins og Hugleikur Dagsson kom, hann elskar 2. Já. Af því hún veist bara, ég held mér svona að sagt orðið bonkersmynd. Bonkers. Hún er bonkers, en ég bara var ekki að fíla hana. Mér finnst það bara ekkert skemmtilegt. Mér fannst líka, hún er allt og löng. Hún er svona 40 myndum og löng. Já, hún er rosalega löng. Þegar þeir eru farið til Kúbu eða hvað þetta var. Það er ekkert að kötta á það. Mér finnst það bara leiðilegt. Já. Ég fílaði þetta allavega ekki. Ok, Bad Batch 2. Já. Ég get að skamma þig. Ég vissi að vera ekki sáttur. Ég bara á ég að velja hana. Og ég þóra að segja Bad Batch 2 við Hafstein. Sjá, númer 9, Underworld. Já! Mér finnst hún geðveik. Þetta er ánægður valdur hana. Hún er svo töff. Ég er ekki með hana á listanum, en ég er mjög ánægður valdur hana. Talað badass chicks, þú veist. Kate Beckinsale. Í þeirri mynd. Hún töff. Check á hún töff í þessu. Og það er atriðinni sem er mjög töff. Þess að hún er með byssurnar og skýtur í gólfið. Já. Myndir svona hring og hún dettur nú á næstu hæð. Já. Og allt lúkki á henni og bara... Þegar ég sá hana, ég bara, þetta er stutt eftir, þetta er náttúrulega svipuð tíma á Matrix og ég bara svona, ok, þetta er Matrix varúlmynd eitthvað, ok, ég finnst það töff. Þeir náðalega skapa svona sitt eigið identity. Og þessi leikstjóri, hann Weissman, hann gerir misgómyndir, en það er lúkka. Það lúkka alltaf. Allar. Já. Eins og Total Recall endingurinn hans, sem er þetta ekki góð. Hræðileg en lúkkaði. Hún lúkkar. Já. Og hann kann alveg gera hasar. Kemur hann ekki úr eitthvað svona, er hann ekki eitthvað svona, ég held að það sé eitthvað svona videómynda, music TV eða music video gæði eitthvað, ég held það. Já. Underworld, það er ástæður ég valdan ekki og það kemur ljósa eftir. Ok, en ég fíla hana. 8, Open Range. 7, Finding Nemo. Ég ætla að setja hana. Það er aðeins að létta hefur ykkur hérna. Hún er geggjuð. Æðisleg. Geggjumynd. Ein besta teiknimynd sem við gerð. Já. Það eru 2 sem ég finnst vera bestar, önnur að kemur eftir. Ég ætla að sjá hvert þess að saman hjá mér. Já, öruglega saman, það eru 2 sem bara langt bestar, þú veist. Nei, ég veit hvað þú ert með. Já. Við erum ekki með sumurugla. En já, Finding Nemo bara, þetta er æðisleg mynd. Æðisleg. Þetta er bara, hvernig getur maður ekki að elska þessu mynd? Þetta er bara ein besta, ef ekki, ok, kannski ekki, hún kemast í topp 5 bestu teiknimyndir alltaf tíma. Klálega. Já. Alveg. Finding Nemo. Finding Nemo, æðisleg. Hvað var ég? Númer 6, 21 grams. Svolítið heavy mynd, en mér finnst hún geðveik. Mér finnst Benicio del Toro frábærinni. Ég man hvort ég sá hann, ég held ég ekki sé hana. Er þetta ekki Inarritu sem gerir hana? Jú.
Já. Sean Penn gefur fær hjarta Ég held ég ekki sé hana. frá manni Naomi Watts. Nei, ég hef ekki séð þessa mynd. Hefur ekki séð hana? Nei. Ok, þá ætla ég ekki að segja þetta mikið meira. Þú er að kíkja á þessa mynd. Þetta er rosalega góð mynd. Já, ég er engin svakalega fan af þessum leikstjóra. Já, ok, hún er svolítið slow. Hann gerir Babel líka ekki? Já. Og svo Revenant? Já. Er ekki svo ok? Nei, er það ekki Alfonso Cuarón sem gerir hana? Nei, Cuarón gerir ekki Revenant. Já, Innurít, þetta er sami. Innurít gerir held ég Sami. Revenant. Já. Hann er ekkit svakalega mikið um mig. Nei, ég myndi segja að þetta er besta myndir hans. Þetta er besta myndin hans? Já, betur en Babel og Revenant, já. Ok. Klálega. Að ég sá þær tvær, sko. Babel og Revenant, þá mér þóttar fínar, en þetta er bara ekki alveg leikstur um mig. Svolítið hefði mynd, gefði ekkert í hans að því að líka Sean Penn og Benicio del Toro eru frábæri og Naomi Watts líka. Já, Naomi Watts er frábæri inni, sko. Þetta er mjög svona emotional, þú veist, en þetta er já, svona velgerð mynd. 21 grams. 21 grams, tjekka henni. Númer 5, 28 Days Later. Brjáluð. Þurfum ekki að ræða það meira. Númer 4, Toast in the Void. Já, ég ánægði sem hana. Já. Frábær mynd. Mér langaði að hafa hana ofar, sko. Ég elska hana svo mikið, sko. Þetta er mynd sem ég var alltaf að segja ef alla í kringum bara, hafið þið séð Toast in the Void og bara, hvað er það? Þetta er heimildamynd? Nei, jú, horfðu á hana. Ég veit þetta er heimildamynd, þetta er hálfleikin heimildamynd, en þú er bara betri manneski að horfa þessa mynd, sko. Já, sammálaður. 3, Oldboy. 2, Mystic River. Mystic River var hjá mér. Já. Heil lengi. Frábær mynd. Tókst hann út. Maður var bara að taka út. Já. Geggjumynd. Geggjumynd. Bara rosalega velgerð mynd, þú veist. Ég er svolítið sakkað fyrir Clint Eastwood, sko. Já, hann er rosa mistakur sem leikstjóri. Já. Þú veist, mér fannst hann alltaf svona, hann er alltaf solid, en svo einstaklega sem hann gerir hann frábæra myndir, en hann er svona solid. Ég hef ekki séð hann gera margar slæmar myndir síðustu 20 ár, myndi ég segja. Sástu þú Mjól? Já, reyndar. Ég er ekki að segja að það sé eitthvað hræðilega. Nei, hún er ekki hræðilega, hún var bara svona með. Já. Rosalega með. Bara okkur að horfa þessa mynd. Já, ekki spes. Ég er nefnilega með eina Eastwood-mynd sem kemur eftir. Já, ok. Sem ég finnst að vera geðveik. Ok. Mystic River, geggjaði leikarar og flott mynd. Og númer 1 er Kill Bill 1 og 2. Já, þú sett það saman? Já. Já. Held að ég er ekki með það saman. Þannig að hvernig kom, setni kom hann að var næsta árin eftir, eða var það ekki? Já. Ég er enda með hana síðan á næsta ári. Já, ok. Kill Bill er bara, þú veist, þetta er bara... Þetta er masterpiece. Þú tekur það saman, þetta er bara masterpiece. Masterpiece. Já, en hann gat sann, þar sem hann köttar á, make alveg sens, að því 2 er meiri svona vestri, fyrir er meiri svona asísk mynd. Eins og From Dusk Till Dawn, þetta er svona, þú veist, splittið. Pínu. Já. Og ég er ekki að segja þessi fáranlega um til klippað saman, nei. En tónnin er svona aðeins öðru í. Þetta væri í sería í dag. Já. Míniserja. Já, ég vissi það. Og Tarantino áttur að gera, ég alveg vissi hann áttur að gera sjónvarpsseríu. Gæti það verið, sko, hann segir alltaf ég ætla bara að gera 10 myndir. Já, ætla að segja að plata fólk með þess að ég gera 10 myndir og svo fer ég að gera míniserjur. Já, ég held, hann hættir ekkert. Hann gerir 10. myndina og svo fer hann að gera sjónvarpsseríu. Ég alveg vissi það. Þetta er planið á hann. Ég alveg vissi það. Hann er bara að leika sig að segja ég ætla bara að gera 10 bíómyndir sem hann gerir og svo bara nú ætla ég að gera fyrir sjónvarp. Já, ég vissi það. Ok, þú varst með Kill Bill nr. 1. Já. Þetta er alveg brjálumynd. Brjálumynd. Ég meina, þetta er bara Tarantino í essinu sínu, þú veist. Þarna á hann að vera. Það er svo skemmtileg mér. Já. Og hann er líka roskóður hasarleikstjóri. Geðveikur. Hann hefði ekkert gert hasar áður. Nei. Og líka, sko... Hann gerði ekkert fyrir Kill Bill 3. Hann gerði engin hasadri. Nei, raunin ekki, ekki svona. Já, ekki slagsmál eða eitthvað fyrir þess. Ég fekk hann ekki Wu-Pain-göruna, Matrix-göruna. Jú, þetta er eitt gæi sem er svona fight choreographer sem var í Matrix 7. Hann sagði gerði Matrix stúdíu. Ég heyrði einhvers að hann hefði sagt sko að Tarantino hefði verið með bestu hugmyndirnar, þú veist, að hann átti að vera eitthvað koreografa og Tarantino vissi meira um hvernig átti að gera hlutina heldur en hann, sko. Ég get alveg trúið því. Hann er svo mikið nörd, hann er bara, þú veist, hann er alltaf 5 skrefum undan öllum, sko. Hann veit bara svo mikið bíómyndir og hann veit hvað hann vill sjá. Já. Það er eitthvað sem gerir, held ég, góðan leikstjóra, og viss hvað vilt. Nákvæmlega. Að því að kemur mann örugglega óvart hvað er margir sem vita bara ekki hvað er vilja. Já. Bara í lífinu almennt. Bara hvar á ég að setja kameruna, þú veist. Nei, ég alveg tala, bara hvað fíla ég? Já. Þetta er svo, ég aðeins nefndi í podcastunni, ég fór svona námskeið til New York, að læra að skrifa handrit. Já. Og ég var kannski með 20 manneskjum, svo var alltaf að lesa blaðsjur eftir hvort annað.
og það var eitthvað 2 eða 3 sem ég var bara svona, wow, þessi er góð. Þess að var einn kona sem var örugglega 65 ára. Ég var bara, wow, hún er góð penni maður. Svo bara í gæi 21 árs eða eitthvað. Góð, þú veist, það skiptir engum máli kyna aldur eins og þess. En lang flestir sem ég las eftir, og ég ger mig grein fyrir þetta bara fyrstu uppköst og svona, mér langar svo að spyrja þau, horfur ekki á bíómyndir? Þú veist, hvað fílað þú? Af því ég er ekki að sjá það á þessum blaðsíðu. Já. Bara eitthvað svona með algjört blend og dót, og ég held bara að það sé alveg maður er bara svona, hvað er þetta að gera hérna? Viltu gera þetta alveg ekki? Já, sýndu vel hvað þú fílar. Ég náttúrulega var í kvikmyndaskóla á þessum tíma og maður sá alveg sumt fólk að sem var bara hvað er þetta að gera hérna? Einmitt. Það var bara svona, já, ég ætla bara að prófa þetta. Og segja, ok. Hvað er ástriðan? Nún er ég að reyna að geta popspell á þess að trilla fólki sem að hlusta. Það er ekki uppáldið fólki að heyra smjátt í svona podcastum. Ég veit alltaf reyna að passa mig eins og ég get. Já. Ok. 2004. Við erum konið 2004. Og ég þá ekki byrja núna. Jú, það ekki. Þú byrja núna. Já. Númer 10. Layer Cake. Já. Með Craig. Vanmetinn. Góður bresku krimið sem að svolítið hvarf. Já. Layer Cake. Geggjuð. Hún er góð. 9. Dawn of the Dead. Remakeið frá Zack Snyder. Ég var aldrei eins hrifinn og flestir. Það ekki? Ég ætla að elska upprænulegu. Já, ok. Ég sá ekki þessu upprænulegu. Já, ok. Mér finnst það er bara einn besta zombie sem ég sé þar upprænulega. Hvað varst ekki að fíla við 9? Mér finnst að byrja geðveikt vel. Geðveik byrjun. Byrjunættir það Það aldrei að byrja myndir. Það er brjála byrjunættir í þeirri mynd. Já. Hún bara einhvern veginn náði mér ekki. Mér fannst... Var það eftir þið fóru í málið? Var það svona downhill? Já, mér fannst... Því það er ekki það sem ég horfði aftur á hana. Já. Ég ætti rosa með þessa karta. Það var einhvern veginn engin... Ég held ekki með neinu. Nei, það var ekkert mikið likeable fólk. Nei, þetta var svolítið svona... Það var svolítið grimm eitthvað. En ég myndi aldrei að þetta var léleg mynd. Ég skil vel að fólk fíla hana. Já. En mér er þetta kannski tengingu við upprænulegu því það er bara eina mínum upp á zombiemyndum ever. Og ég sá hana því ég var úlingur og hún hafði bara gegn áhrif á mig. Já. Þannig að þegar ég sé þetta remake, fannst bara svolítið svona svo, hey, láta bara zombiena hlaupa og gerum eitthvað svona, þetta er svolítið svona edgy. Og Snyder er hit or miss leikstjóri hjá mér, sko. En hún er alls ekki léleg. Nei, en þetta er líka kynningi mín fyrir zombiemyndum. Ég var aldrei í zombiemyndum back in the day, en hún og 28 Days Later, það var bara það sem ég kynntist og bara wow, mér finnst þetta geggjað, sko. Já, ég skilji. Þannig að ég myndi örgulega erfitt með að fara og horfa á gömlu myndinar, þess að miklu meira slow og zombieirnir eru hægir, sko. Já, það eru alveg gamlar og sérðalög, ég held að... Ég held ég sé ekki að gera með nefnum greið að fara að horfa á þær, sko. Ég held að Dawn of the Dead sé, sko, frá 78 eða eitthvað. Já. Ok, Dawn of the Dead endurgerinn. Yes, maður sjá, númer 8, Downfall, Undirgang. Já, þetta er Undirgang. Geggjað. Já, hún er geðveik. Geðveik. Ég reyndir ekki með hana, en hún er geðveik. Ég var bara á gleyminni, þarna þá fór ég að skoða eitthvað annað en ameríska myndir og fara þessu út fyrir já, hörðu, Undirgang, geðveik, ég verði að setja hann inn. Þetta er ekki Bruno Ganz sem leikur hann? Jó, geðveikur. Já, það er besti Hitler. Þau hugsaðum bara Hitler og serið landið um honum, frekar en... Já, fyrir mér er hann eins og mikið, hann er Hitler fyrir mér eins og Cliff Curtis og Escobar. Já, perfect casting, bara, perfect. Perfect. Ok. Sjö, Bourne Supremacy. Fucking Bourne Supremacy. Ræðum það ekkert. Búið að ræða það. Númer 6, Shaun of the Dead. Aftur, þannig er ég að fá skólan í zombiemyndum og sé hana og mér finnst hún æðisleg. Ég elska þá þetta teymi. Finnst þetta besta Cornetto-myndin? Af þessum þríleik? Það er svona milli, nei, veistu mér finnst Hot Fuzz skemmtilegri. Mér finnst hún best. Já, hún er betri. Mér finnst hún langt best af þessum þremur, sko. Ég horfa allan oftast á hana. Já. Mjög rewatchable, sko. Já. Ég man allan í Shaun of the Dead, þess buggaði mér svolítið við hann, ég þarf að sjá hann aftur, en það er fullt í henni sem er cool. Þetta var eitthvað dramatist þannig endan. Og ég var bara einhvern veginn ekkert að kaupa. Ég var bara, þið að djóka það ekki. Þetta er fucking grimmynd og þið ekki að selja mér núna þetta drama, sko. Takið í romantísku gammyndin aðeins meira útrúsið, þú veist. Já. Það átt að vera backdropið, þú veist, en... Og Sam og Pegg eitthvað að reyna að vera eitthvað dramatísku, en ég var bara eitthvað, Það er svona kannski kýs í Hot Fuzz, því að þó að það er líka verið svona murder mystery. Já. Mér fannst það alveg virka. Já, hún líka hélt í silliness allan tíman, þú veist, þannig að
Það var ekkert eitthvað of dramatíst eitthvað. Þú getur ekki logið fólki svona. Þú er búin að setja fólk inn í myndina sem er með einhverjum svona formerkjum, þetta er silly mynd og svo alltaf komið drama, þú veist, getur það ekki. Ok. Það er góð pixi eða svona? Já. Shaun of the Dead, númer 5, Anchorman. Ég var aldrei Anchorman maður. Ok. Nú þurfum við að ræða saman, sko. Ertu ekki mikið fyrir svona grímyndir eða þú veist? Jú, mér finnst Step Brothers geðveik. Mér finnst hún miklu fyndari en Anchorman. Ok. Mér finnst hún miklu fyndari, sko. Þið varst bara Anchorman ekki fyndin? Nei, ég nefnilega... Svo fyndi að því að Step Brothers er líka kjánuleg. Já. Ég fíla stundu kjánulegt. Já. Ég bara var ekkert að tengja við hennar Ron Burgundy eitthvað. Fíla ekki karakterinn? Nei. Alltaf stendur og fellur með því, þannig að ef þú fílar hann ekki, þá er þetta til dögt, sko. Nákvæmlega. Það er svolítið þannig að mér, því að mér finnst Will Ferrell stundum mjög fyndin. Já. Svo stundum ekki sakna. Hann er mjög hittum, ég meina það er svo erfitt það sem hann gerir. Hann reynir svo mikið að auðvitað kemur oft svona dödd inn á milli. Sástu þarna Sherlock Holmes myndina? Nei, ég nefndi því. Ég vil ekki horfa á hana, ég er bara að heyra hún sé bara svona painfully ófyndin, sko. Ég er búin að heyra það líka. Langar ekki að sjá hana, sko. En mér var Step Brothers mjög góð. Step Brothers er æði, sko. Ok, Anchorman, en ég meina, já, margir sem fíla hana líka. Já, þú veist, þetta er eina betri grímyndunum finnst mér, sko. En þetta, mér varst framhaldið ekki eins gott. Þá voru komið svona formúla fyrir svo, þá voru alltaf að reyna það saman, bara svona, nei. Þetta er glatað, sko. Herðu, nú er 4. Sideways. Fíla hann ekki. Fíla hann ekki? Nei, er þetta ekki með Giamatti og Thomas Hayden Church? Já. Vín draslega það. Já, þetta er ekki mynd sem venjulega ég myndi fíla. Þeir að smakka eitthvað vín og eitthvað roadtrip og eitthvað. Þegar ég var að skrifa þetta, þá var ég svona, Bjarni, ætlar að setja sideways en það eins og einhver, þú veist. Ég var bara að hlusta það sjálf með, ég bara honest, mér fannst hún geðið ekki þess að hana. Mér fannst þú svo human, sko. Já, ég get svolítið ekki dæmt alveg því það er svo langt síðan sá hana. Já, og horfa hana þú þroskari, sko. Þetta er rosalega fallið mynd. Af því ég fílaði að báða þessu leikara. Það er allir frábæri í þessari mynd, sko. Og sérstaklega hún, Virginia Madsen. Já, var hún í henni? Já. Var þetta ekki svona comeback-myndin hennar? Jú, svolítið. Hún er geðveik í þessari mynd. En Paul Giamatti, og ég segi hvað er besta hlutverkið hans? Já. Private Parts. Ég hef ekki séð hana. Hefur ekki séð Howard Stern-myndina? Nei. Hún er virkilega góð. Er hún góð? Hún er virkilega góð. Og Paul Giamatti leikur asna í henni og hann er geðveikur í þeirri mynd. Ég er nefnilega fíl ekki Howard Stern, en hefur það eitthvað áhrif ef maður horfir á myndina? Alltaf hann er sjálfur að leika hana, þú veist. Já, ég þekkti hann ekkert mikið, ég held að veist hvað þetta var. Ég þekkti hann ekkert þannig sem mikið, en þetta er góð mynd, sko. Það er eitthvað við hans fyrir töðunum að Howard Stern, sko. Þetta er áhugur saga, því að það sem hann gerði var alveg mjög áhugavert. Já. Hann var bara masteraði útars. Já, líka hann var bara að gera hluti sem enginn var að þora og hann var að missa sponsora og segja alls konar rugl og þetta er áhugur saga og hann er fínn í henni og Paul Giamatti er bara geðveikur í henni. Frábær. Ég mæli alveg með og geðin alveg séns. Já, ég skal tjekka á henni. Ok, Sideways, var hún ekki eitthvað Óskarsverðlaun eða eitthvað? Jú, ég held hann Ekki það því ég bara, þetta var alveg pínu stór mynd, eða ekki? Jú, en þú veist, málið er það, einmitt þegar ég horfði á hana, þú veist, ég held þetta væri svona eitthvað rosa mikið svona arti-farti rung eitthvað. Það kom mér óvart hvað hann var svona human, sko. Ég keipti karakterinn alveg og já, hann kom mér virkilega óvart. Og gaman þegar svona myndir kom mér óvart, þannig venjulegast nenni ég ekki að horfa á svona myndir, sko. Nei, ég myndi aldrei líka segja, þegar ég segi fílan ekki, þetta er bara kannski ekki beint mynd fyrir mig, en mér er svona ekki léleg. Alls ekki, ég er ekkert eitthvað, þetta er algjör drastmynd. Nei, nákvæmlega. Hún hitt ekki alveg markið mér. Nei. Ok. Sjá, 3, Incredibles. Var það Hinn teiknimyndin? Já, ég hugsa mér, hann er pott með hana. Já. En ég meina aðra. Hún og Finding Nemo er bara, það eru levelið, þú veist, að teiknimyndum. Ok. Þú veist, maður gleymd að maður vera að horfa á teiknimyndum að horfa á þessar myndir. Já. Eins og Incredibles, ég er bara svona, þú veist, þið komið langt inn í myndinu bara, já, ég er að horfa á teiknaði mynd, þú veist. En það er líka því að Brad Bird er svo góð leikstjóri. Já. Maður lifir sér svo inn í þetta, maður fannst þess að væri bara að horfa á þessa mynd, sko. Og hann leikstýri, mér finnst hann leikstýri bara eins og sér leikstýri næstu bara einhverju live action mynd. Já. Mér finnst þess að hann sé ekki svona bælið til teiknumynd. Þetta er bara tímamóta mynd, sko. Þetta er svo vel gerð teiknumynd, sko. Hvernig stu það? Mér fannst hún allt í lagi, mér finnst það frekar safe. Já, það var málið. Mér finnst hún ekkert spes. Mér finnst hún ekkert vera að fara eitthvað að gera nýja hluti, sko. Fyrsti geðveik, sant? Fyrsti geðveik, 2 er bara fín, þú veist. Hann ætla að gera ekkert lélega mynd svona, sko. Nei, og 2 er alls ekkert léleg. Alls ekki, sko. Ok.
Herðu, 2. Hérna kemur sko 1 og 2. Hérna kemur argument Óskarsverðlaunin sem gerði mig brjálaðan. Ok. Mynd nummer 2 fekk Óskarsverðlaunin sem besta myndin, en mynd nummer 1 átt að fá að mínum mati. Hvað er mynd nummer 2? Mynd nummer 2 er $1 Million Baby. Já, en minnst það frábær mynd. Frábær mynd, en hérna, já, þú veist, frábær mynd og allt það, góð mynd hjá Clint Eastwood. En myndin nummer 1 sem ég fannst átt að vinna er Aviator. Já, þú búast þar hefur það? Já. Ok, með DiCaprio, Howard Hughes. Já. Aviator var svikinn 3 Óskara. Leonardo átt að vinna fyrir besta leik. Scorsese átt að vinna fyrir leikstjórn. Hún átt að vinna besta mynd. Það er bara þannig. Hún vann, mér finnst þú bara, þú veist, ég man ekki hvað hún var tilnætt til marga veluna. Hún bara vann ekki neitt eða eitthvað, hún vann einhver tækni veluna eða eitthvað. Bara Óskarinn skeit yfir hérna Aviator, sko. Og þú veist, $1 Million Baby er alveg góð mynd, en mér fannst hún ekki eiga að vinna Aviator. Mér finnst Aviator betur mynd, sko. Hvað er þetta búin að sjá oftar? Aviator. Já, ok. Ég þarf að sjá hana aftur. Ég sá hana, góð, ekki miskil mig, en ég hugsi ég myndi að horfa á $1 Million Baby aftur frekar. Já, sko, hérna, hún er svona meirið þingri mynd, sko, $1 Million Baby, en já, hún er svona vel gerð og allt það. En ég bara keypti alltaf DiCaprio sem Hughes. Ekki? Mér finnst það alltaf krakkalur. Það sem mér finnst við DiCaprio, hann er æðislu leikari. Já. En hann er svolítið mikið babyfish. Já, hann var það alltaf, og það truflaði hann alltaf í byrjunum í ferlunum þegar hann var færis yfir svona hlutverk. Var ekki samt líka aldurinn passaði það, þú veist, það var... Ég veit, sko, það getur vel verið. Svo setja það á hann eitthvað skeggarinn. Já, það getur vel verið. Já. En þegar ég var, þetta er svipað eins og í Shutter Island. Já. Frábær mynd. Já. Og DiCaprio geði ykkur í henni. En þegar hann er einhverjum frakka og hann er með einhvern hatt og eitthvað, hann á að leika svona kall. Já. Það er þetta. Hann er pretty boy, sko. Hann er svolítið svona, mér finnst hann til dæmis... Ungur, sko. Já, mér finnst, þetta er bara mitt persónt mat. Ég er ekki að segja sér lélur Aviator. Ég fíla hann frekar í til dæmis Departed. Þar á hann bara að leika, ungan gæja. Já, passaði betur þarna. Já, absolutt. Ég er bara þann útislega, þetta er frábær leikari. Þetta er að segja þetta yfir svolítið spann af tíma og þessna fór hann líka ekki yfir meiri tíma því að hann alltaf Howard Hughes er stór saga. Hann varð að finna svona það sem hann gat, svona nokkuð einn passaði í útliti og aldrei. En já, mér finnst hann geðvikur í þessari mynd. Mér finnst hann átt að vinna Óskari fyrir þessari mynd, sko. Líka þetta er mynd, sko, ég sá hann aldrei bíó. Mér langar svo að sjá hann í bíó. Þetta er stórmynd. Sko, ég sá hann DFT bara. Flugtökurnar og lúkja á henni og allt þetta. Það var svo, just, Martin Scorsese setti allt í þessa mynd, sko. En ertu hrifin af svona biopics yfir höfuð? Nei, reyndar ekki. En þetta er náttúrulega ekkert eðlileg saga, ekkert eðlilegt líf, sko. Nei. Þess vegna er þetta svo áhugavert, hvað hann er að gera, sko. Að mér finnst biopics oftast vera pínu eins. Já. Pínu svona, ég veit alveg hvað það var að sjá. Já. En þá getur ekki fólk sagt á móti, já, en það er líka þannig með slassamyndi, það er líka þannig með eitthvað svona, ég veit það. En svona fyrir minn persónuleg smekkur, já. Ég man ekki til að orða eitthvað svona blown away af eitthvað svona biopic. Nei, líka þú ert að spyrja því, sko, hver er tilgangur með eins og segjum þessar músík, biopic sem búin að vera núna vinsalara, þú veist, Bohemian Rhapsody það er. Fíla hann ekki. Þú veist, já, mér finnst það góðar, sko, ekkert frábærar en mér finnst það góðar. Það sem þú vilt fá útrúið með náttúrulega að vita eitthvað sem þú veist ekki, þú veist kannski fullt Freddie Mercury en þú vilt vita meira uppaldarárin og allt það. Mér fannst ekki gera nóg mikið af því. Nei, í Bohemian. Já, ég vildi fá meira hver hann var sem karakter því að við þekkjum frægagörinn þegar hann var gamall. Ég vil fá að vita meira hvaðan hann kemur. Það á að vera tilgangur myndinni. Ekki vera að sína okkur eitthvað sem við höfum séð nú þegar. Ég vil fræðast eitthvað þessa mannsku í þessum myndum, ekki bara sjá það sem allir hafa séð og allir vita. Ég vil kafa tilbaka. Já, ég ætla ekki að fara mikið kannski Bohemian Rhapsody, en ég bara meik ekki Rami Malek. Já, ok. Allir að pissi sig yfir hans framist þessar mynd. Mér veist bara að horfa á fígur. Ég hefði viljað fá Sacha Baron Cohen. Já, það hefur geggjað, sko. Af því það er góða leikari. Hvað var að tala það? Var einhver sem sagði einhverstaðar á netinu að hann hefði séð hvað hann var að gera, svo mynd var komin í gang. Það var held ég, var ekki David Fincher. Getur David Fincher? Fincher var ekki Fincher að tala við einhvern? Jú, herðu, hann var að tala við Sorkin, eða Sorkin, sem heitir Trial of Chicago 7.
Já. að því sá sem bara kom og leikur í henni. Já. Mér heldur það að vera Fincher og Sorkin að tala eitthvað saman. Nei, það var Ben Affleck ekki. Ben Affleck og Fincher, það er eitthvað til á YouTube eitthvað þess að við erum að tala saman. Ó, þá ok, þá var hann að, nei, fyrirgjöf, ég er algjör regla, það er rétt það er Sorkin, ég er alveg farin í ring. Ok, Af því að- einhver. Já, að því að var að tala um Chicago 7 þar sem hann er að leika. Að því sá sem bara kom og leikur í henni. Megasens. Og það er að tala ég held að Fincher að tala hann hafði séð eitthvað pröfur eða eitthvað. Já. Og hann var bara eitthvað, þetta hefur verið geðveikt. Og ég nefnilega heyrði fyrst að Bohemian Rhapsody að hann ætti að leika Freddie Mercury. Og ég var all inn í það. Það er verið geggjað. Svo kom Rami Malek og leikur hann. Og allir bara eitthvað, hann er bara alveg eins og Freddie Mercury. Já, það getur vel verið. Ég sem áhannum þarf að kaupa hann. Já. Og ég var aldrei að kaupa það að vera manneskja. Mér finnst þið að horfa á leikara, leika hlutverk. Já, ok. Það er mín persónuleg Ok. upplifun þessar mynd. Já. Ég fíla Queen og að fyrsta sem ég hugsaði, svolítið kannski að eina eftir ég sá hann fyrst, ég hef bara síðan einu sinni. Ég laði bara til bíó, hugsaði mér, djöfulli Queen geðveik hljómsveit. Já. Og mér finnst það hafa litað helviti marga. Já. Að því að myndin sem slík. Við elskum svo lögin og... Já. Það má ekki blanda saman, eða ruggla saman, hvað Queen og geðveik hljómsveit við það að þetta sé allt í náttúrulega geðveik mynd. Já, þú verður að elska myndina. Já, hvernig fannst þér sástu Mr. Robot? Nei, ég hef ekki séð þá, með Rami. Já. Nei. Þú mútti kannski aðeins breyta eitthvað smá skoðun að ég horfði á það kom mér óvart, það var mjög góð hættir sko. Virkilega góð hættir. En já, ég hef ekki séð, sástu þarna Little Things, þannig að myndina sem komur hann nýlega með Denzel og honum. Nei, ég er endalega til að sjá hann í því. Það ávist að vera hann 90s mynd, Já, en svo talaði tvo félaga mína að þessu bara var hundleðileg. Okay. Og ég er svona treysti þeim þokkalega vel. Já. En svo er einn annars sem það var geðveik, þannig að ég veit ekki neitt sko. Okay. Já, en ég er ekki búin að afskrifa Rami, alls ekki. Hann ætlar í Bondmyndinni, sjá hvað hann kemur til þar. Það verður drasslmynd. Ég held að verði rosalega eitthvað theatrical Bond-villan, sko. Þetta er bara þetta nýja Bond-drassl. Já. Ok. Hvað voru við? Og bara, ég var að segja strax sem fólk sem er að hlusta að horfa á það. Já, þetta er ógeðslega langur þáttur. Það er bara ógeð okkur, það er bara slökk við því. En mér langar að hafa hann bara... Ég var ekki með skegg þegar ég kom með það, sko. Ég nefnir ekki að rössa. Nei, við erum ekkert að rössa þetta. Þannig að ég er búið með 2004. Ok, 2004. Aviator. Átt að vinna 3 Óskara, djöfullin hann er það. The Aviator. $1 million baby, maður. Ok. Ég er með nummer 10. Mynd sem ég veist það að vannmetinn. Já. Þú hatar hann að þetta er sandalamynd. Troy. Já. Ég veit þú fílar ekki svo myndir. Ég skítið við þitt val. Nei, sko, hún er fín. Hún er fín sem sandalamynd, sko. Það var drullar sem ekki á hann á sín tíma. Já. Ég er svona í bíó. Og ég hef svona, hvað er fólk að drullu? Þetta er bara drullu fín mynd. Hún er fín. Petarinn geggjaður. Já. Erik Bana geggjaður. Já, þess að segja, sandalamynd. Ég oftast fílaði ekki þannig að ég er ekki dómbæri á þetta. Þú ert ekki Var ekki Wolfgang Petersen? Gerði hann það? Jú. Já. Hann á nokkra helviti fína myndir. Traustur leikstjóri. Já. Hann er solid. Já. Og mér fannst ekki réttlega hvað hann fekk á svo mikið skít. Ég get sagt þér nú neitt og þetta er alveg að fara, þú þetta að brjálast. Ég myndi frekar kjósa hana. Upp á bara skemmtarningildi. Heldur Gladiator. Það er Gladiator? Já. Þar hefur það, Bjarni. En ef ég myndi gera, að ég er að gera eitthvað svona kannan á Instagram, ef ég myndi gera svona á Instagram, ég myndi spyrja fólk, hvað er betri? Gladiator eða Troy? Ég held að Gladiator myndi vinna svona 90%. Já, ég ætla að segja, það myndi rústa því, sko. Þannig að fólk veit ekki hvað þú hefðir eitthvað þeng fyrir Troy, þannig að þú veist... Mér var það vanmyndin, ég fílaði hana. Ok, nummer 9, Incredibles. Já. Geðveik. Nummer 8, Saw. Já, ég var með það inni og ég tók það út, svo er geðveik. Og ég verð að hafa hana með að þetta er sniðumynd. Já. Og þessi gæjar sem gerða hana, ég held með þess að þetta er bara fyrsta mynd sem ég ger eftir að koma á kvikmyndaskóla. Já. Kynnast þar. Já. Og það er James Wan og Lee Wan skrifar hana og James Wan. Báðir að gera frábæra hluti í dag. Frábæra hluti í dag. Þú sérð bara að þetta eru rosa hæfileikar ekki görar. Já. Og þeir gerðu fucking 8 sómyndir. Ég er ekki að segja að það sé merkjum gæði. Nei, bara ómikið. Það er samt eitthvað sem fólk var að fíla. Hvað endist þú lengi? Hvað sástu margar? Ég sá allar. Eða það? Já. Og ég með svo horfði á allar aftur daginn. Hvað kemur dropping point? 2 var fín, ég sá 2. Fyrstu 5 voru ágæðar. Ok, þú náðið það langt. Sko, fyrstu 3 eru bestar. Já. Fyrst er alltaf best, 2 fín, 3 er líka bara nokkuð fín. Já. 4 lala, 5 lala, 6 ekki góð, 7 er hræðileg. Eða hvort það sé bara 7.
svo gera þeir Jigsaw. Já, Já, Jigsaw er nummer 8 held ég. var það eitthvað svona prequel shit eða Já, eitthvað svona, ekki spes. En svo er það að koma nummer 9 sem þetta Spiral. Þú þekkir hana? Já. Chris Rock. Áhugavert. Það er pitch for home, veistu það? Ennþá meira áhugavert. Já. Chris Rock sagði, herra, ég er með hugmynd fyrir Sómynd. Wow, ok. Chris Rock, ég til að sjá það. Það getur eitthvað áhugavert. Ok, nummer 7, Team America. Já, maður, ég steinglendi henni. Akkur ekki með hana? Hún er geðveik. Brjálaslega fyndi mynd. Hún er svo geðveik. Það er eitt finnast að kynlífsatrís í æfuminni séð. Það er það er líka hvað ég komast upp með að þetta eru brúður, það er svo fyndið. Ó, hvernig gleymdi ég Team America? Svo ælir hann að götuna, alveg Já. korter eða eitthvað. Þetta er ógeðslega fyndi mynd. Já, Ég elska Team nákvæmlega ælusennan. Þegar ég sá hann í bíó, ég grenjaði af hlátri. Af því að þeir fóru svo langt með það. Ég held að senan hann er búinn, svo kom lengra og ég var bara bara, þú veist, Þeir fóru svo mikið overboard. kapn á hlátri, sko. Æðislega mynd. Ég er með Closer, nummer 6. Já, ég hef ekki séð hann þá. Frábær drama leikarmynd. Það er að kíkja á hana. Kung Fu Hustle, nummer 5. Sami gæði að gera Sjónus okkar. Já, hún er skemmtileg. Hún er mjög skemmtilega. Kill Bill. Já, basic. Svo erum við Collateral. Rættu ekki hana að síðast. Þú Já. fílar hann ekki eins vel og ég. Mér finnst hún góð, mér finnst hún ekki eitthvað brjáluð. Ok. Svo erum við nummer 4. Nei, nummer 1. Nei, 2 segi. Nummer 4. Ég er að zooma inn á símanum minn. Þessi ætti kannski að vera nummer 1 af því mér finnst þetta frábær mynd. En ég vil samt setja svona secret pick nummer 1. En nummer 2 er Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Fílar það ekki? Hún var hérna í 20 myndalistan hjá mér og þetta er rosalega góð mynd og þetta er ótrúlega sniðu hugmynd. En ég horf ekki á hana, þú veist, ég sé hana kannski einu svona tvisar. Ég er bara að horfa hana aftur daginn. En þú veist, hún er frábær, þetta er góð mynd, sko. Mér finnst það geðveik. Þetta er ótrúlega sniðu hugmynd, sko. Og bara, þetta er cool hvað hann fjallar, hún er bara minningar Já. og hversu miklu mála þær skipta Já. og þú getur ekkert köttað út slæma minningar. Já. Það er bara partur af okkur, við getum Já. ekki bara að vera með góða minningar. Já. Og líka bara með sálufélaga, það er svolítið það. Já. Mér finnst hún geðveik. Pick nummer 1 hjá mér er spænsk mynd sem mjög fáir hafa örugglega séð. En það er ekki auðvitað að redda sér þessar mynd. Má ég skjóta á hvað er? Já. Þetta var 2004. Já. Ef þú fattar það, þá farið bara, þú farið popsmelt póka. 2004. Er þetta, þetta er ekki Amorous Perros, það kom áður. Nei. Er þetta, Sé bara strax, nei, það er ekki hún. nei, ok, þá heldur sér að ég er off. Þetta er ekki frá Mexiko, hún er frá Spáni. Þetta er spænsk mynd. Ok, þá er ég off. Hún heitir The Uninvited Guest. Ok. Og þetta er mynd sem ég keypti á DFD á sínum tíma. Algjört blind buy. Ég sá á okkur nördarsíðu, það var eitthvað að tala um þessa mynd. Og þetta var svo cool premiss. Og ég sagði mér, ég verð að tjekka þessari mynd. Ok. Hún er fjallar um mann, ég var aðeins talað með hana, ég gerði spænskar myndir, sér þátt, tölum aðeins um hann ég á fjallar minn. Fjallar um mann, arkitekt, sem býr, hann er að skilja á konur sína, hættum kæristunni. Já. Býr einn í risa húsi. Og eitt kvöld, þá kemur maður, bankar upp á hann og segir, má ég fá nota síma? Bílum er bilaður og símaklefin er bilaður eða eitthvað. Má ég fá að hringja þér? Og hann segir, já, þú mátt alveg koma inn. Hann kemur inn og svo er bara eigandi húsins, er bara eitthvað að fá sér kaffibólla eða eitthvað og gæna eitthvað að byrja að hringja hann inn í eldhús eða eitthvað. Svo fer eigandinn eitthvað svona aðeins inn í eitthvað herbyggið eða eitthvað, kemur aftur, þá maðurinn horfinn. Og hann kíkir út, sér hann hvergi í húsinu og bara, ok, hann lítur að bara farið. Svo fyrir hann að heyra hljóð kvöldið til, nóttunni og hann fyrir að gruna að maðurinn sé ennþá inn í húsinu. Ok. Og bara því að heyra þetta premiss, ég Já. er wow, þetta er cool. Já. Og þetta er allt þessi myndu heldur. Og mér finnst hún brilljant. Það versti er að það er bara erfitt að fá hana. Hún er ekki á iTunes, hún er ekki á Netflix. Hann er meiri svona thriller eða þú veist, þetta er ekki hryllismynd. Nei. Þetta er meira svona Það er thriller. langt frá því á hryllismynd. Og Svolítið svona eins og, þú veist, þetta er svona thriller eins og Don't Breathe eða þannig eða svona, þú veist, þetta hljómar svolítið svona home Nei. invasion, þetta er ekki þannig, en þetta er ekki yfirnáttúrulegt. Nei. Ok. Og myndin skiptir þvílt gír þú er hálnuð. Og Ok. maður er bara svona, wow. Þetta hljómar vel. Og ég man að ég hugsa myndir kunna með hana. Já. Félagi minn, ég leikti spoilinni, félagi minn, ég sýndi honum þessa mynd. Og ég sýnum alla svona eitthvað sniðamyndir sem fann. Og hann, fyrst getur sem við gert það, hann sagði bara, ítta þessum pásu. Þá eru kannski 40 myndir búin að henni.
og hann sagði, veistu það, ég veit ekki hvað gerist þessi mynd og ég er að elska það, sko. Já. Hún er rosalega óútrennileg þessi mynd. Það finnst mér geðveikt. Hún er mjög svona, rosalega sniðumynd á góðan hátt. Ég fíla það, sko, Geðveikt. þegar maður veit ekkert hvað er að gerast, sko. Þannig að The Uninvited Guest, Uninvited Guest, Já. tjekka þessu. já, hún á DFD heima ykkur staðar og ég bara mun aldrei flegi henni, það er bara erfitt að finna hana. Já, hún er bara ekki neinstæða til, eða? Það er Ekki á erfitt. iTunes eða neitt, Þú getur kannski henni að downloada ykkur staðar Já. og stólið henni, ef þú vilt. En maður er ekki mikið fyrir það að stela, en ég veit ekki eins og hvað maður ætti að nálgast hana. Ég get ekki leikt hana á iTunes, síðan hvergi þar. Já, getur örugglega fundið einhvers staðar, sko. Ekki nú eigir DFD-spilar sem spila amerískt, þá get ég lánað hana. Það er að finna það, ekki? Æðu, 2005, 2005. er það ég sem byrja þar? Mhm. Þetta er upp á þessu árum mitt. Já. Já, þetta er gott ár, sko. Ástæða fyrir því er það er svo margar góða myndir 2005. Þetta er alveg heldur gott ár, sko. Svona margar af mínum svona uppáhalds, einhvern veginn. Já. Þetta verður lengsta podcast ever, sér ekki. Það Það er bara að hafa það. Ok, nummer 10, þetta er árið 2005. Yes. Nummer 10 er Munich. Já. Mér finnst það rosalega góð mynd og mér finnst það mjög vannmetinn Spielberg mynd. Já, sammála. Ekki margir sem tala hana og ég sá hana stutt eftir ég sá heimildmynd sem heitir One Day in September. Svo stóð hana. Já, nei, Fjallar já, einmitt, sama, já. Þegar þeir tóku þessa gíslana Já. á ónbyrleikunum í Þýskalandi. Já. Og að því Munich fjallar þegar þeir hefna sín. Já. Þegar Ísraelsmenn fara og hefna sín á gæðin sem gerði það. Og þetta er bara briljant mynd. Ég elska Dark Spielberg. Ég líka. Þegar hann þorir að fara að vera smá dark. Þetta er bara svo fær leikstjóri. Hann er svo góður. Og maður sér líka bara hann er gyðingur, það er ekki rétt sem er, jú, Já. hann er gyðingur. Já. Og maður sér alveg það er rosa mikið passionir í honum, Já. eins og þegar hann gerir Schindlers List. Já. Að þetta skiptir hann miklu máli. Já. Og Munich var svolítið þannig fannst mér. Hann setti allt í þessa mynd. Hann setti allt í þessa mynd. Já. Hann er mér svolítið leiðilt einhvern veginn hvernig hún hvarf. Já. Hvarf svolítið svona. Þetta er alltaf samt viðkvæmt, svona pólitísk, svona, óbyrðisfull mynd sem er pólitísk líka. Þú veist, þetta fær ekkert alltaf mikið áhorf því miður, sko. Fólki finnst óþægilegt eitthvað að horfa á þetta. Já. Þetta er bara frábær mynd. Já, og myndin líka sýnir bara eins og hefnd virkar ekkert. Já. Þú veist, eitthvað auga fyrir auga, það er ekkert að ganga. Já. Og mér finnst þetta bara, og Bana er geggjaður í henni, Daniel Craig er geggjaður í henni. Já. Þetta er flott mynd. Ok, nummer 9, Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, já, ég hef ekki séð hana. Ég hef gert það séð hana. Þú er ekki séð hana? Nei. Ástæðan fyrir ég valdi hana, Ég verð að fara að sjá hana. þetta er ekkert eitthvað einu af mínum uppáhaldsmyndum, en Já. ég horfði á hana daginn aftur. Ég hef ekki séð hana það bara síðan ég sá hana 2005. Já. Og að ég hef stundum talað um í þessu podcasti hvað skiptir mig mestu máli þegar ég horf á bíómyndir. Og það er persónusköpun. Já. Ég vil persónusköpun, frekar en plott, alla dagvikunar. Og Brokeback Mountain er svolítið gott dæmi um það. Já. Að því sagan sem slík, ekkert merkileg. Nei. Það er ekkert brjála plott í henni. Já. Þetta er ekkert svakalig saga. Já. En það sem Hvað er heldur myndinni eru þessi tveir karakterar. Já. Frábæri leikarar. Frábæri leikarar. Heath Ledger og Gyllenhaal Já. geggjaðir í þessari mynd. En það eru karakterarnir. Sagan þeirra Já. er briljant. Ég vil frekar horfa á Brokeback Mountain, það sem er með karaktera og litla sögurinni, Mhm. frekar en Tenet. Já. Sem er ekki með neina karaktera, Já. svaka wannabe, flókin, hasar, mynd, eitthvað saga, eitthvað kjaftaði. Nákvæmlega. Þá vil ég frekar horfa á Brokeback Mountain. Og sjá þessa tvo leikara, þú veist, sem að þú veist, maður núna, þú veist, maður alltaf fattaði kannski ekki þá, en núna veit maður hvað þetta eru frábæra leikarar. Mér langar að sjá svo fleiri myndir með Heath Ledger, alltaf þegar hann er farinn. Já. Já, ég verð að sjá þessa mynd, sko. Já, ég held myndir alveg fíluna, líka, þetta er falleg mynd, en líka mjög sorgleg. Af því að, eins og veist, þá fjallar þetta samkynhneigða menn, Mhm. en sem eru báðir í hálfgerði afneitun. Já. Og það finnst mér rosalega sorglegt. Já. Að fólk getur ekki fengið að vera það sem það vil vera. Mhm. Þannig þetta er góð dramamynd. Já. Mæli með henni. Númer 8, Sin City. Já, Ég var að setja hana. með hann líka. Þetta er ein eftirminnasta bíóferð sem ég hef bara farið í. Og ég fóð með pappa á hana. Og pappa var svo fyndinn, hann var alltaf að skjóta mig ef maður sá ég að lesa Terminator. Hvað? Ertu 10 ára? Það lesa Terminator? Og ég sagði með þetta, ég sagði pabbi, ef ég myndi gera myndið til þessu, þá yrðið þú bara, wow, blown away. Já. Og það gerist tvisvar. Sin City og Watchmen. Já. Og Sin City er náttúrulega bara Mickey Rourke. Já.
Hann sem Marv, Geðveik. þetta er einn uppáhaldskarti minn ever. Já. Og hann er rosalega svo mynd. Þetta var í rauninni byrjun á kompakinu hans. Já. Þetta var áður en wrestler er. Já. Þarna kom hann tilbaka. Þannig kom tilbaka. Já. With a vengeance Já. í þessari mynd. Hann er rosalega inni. Hann er klikkaður í því, sko. Ok. Og bara leikar að liði í þessari mynd. Þetta er brjálu mynd. Brjáluð mynd, sko. Ég elska hana, sko. Ok, nummer 7. Já. Ég er með endurgerð. Og það getur verið að þú er bara, aldrei þessi mynd. Mm. Og mér finnst það rosalega vannmyndi mynd. Assault on Precinct 13. Já, ég sammála, hún er vanmetin. Hún er góð. Mér finnst það mjög góð. Já. En, Ég sett hann ekki á listan, en hún er ekki, hún fekk eitthvað svona á sig að þetta væri eitthvað rusl, bara eitthvað, nei, þetta er frábæra leikara, þetta mér finnst það mjög góð, sko. Fishbone, geðveikur í henni. Fyrst búin að geða ykkur inni, sko. Ethan Hawke, geðveikur. Já. Þarna er byrjunarðir sem ég er að tala um. Það er brjála byrjunarðir í Já. Assault on Precinct Já, 13. nákvæmlega. Svo náttúrulega, eins og þú veist á narkadrið. Já, Og byrja með látum. hvað með gott atrið. Já. Að ég er líka þannig, að þú gerir bíómynd og þú er með sterkt byrjunarðrið, þá er ég með þér svo lengi. Já. Þá getur alveg tekið hálftíma, það sem er eitthvað sem ég rólegt. Já. Ég þarf ekki tasar, en ég fær gott byrjunarðrið, þá finnst mér ég vera svo góðum höndum. Já. Og ég er bara, ok, herru, let's go, þú veist, ég er til í þetta. Já, Tarantino talaði um það, hann sagði, þú veist, þegar ég vil að fólk setjast í salin og horfa á myndina og ég ætla bara að grípa ykkur strax. Þið er að fara að horfa á mína myndina, Já. þú veist, og í dag ekki verið í símaninum, þú ert komin að horfa á myndina eitthvað, gjör svo vel, ég ætla að setja ykkur inn í söguna strax, skiptir rosalega miklu máli. Ég myndi að það er byrjun í Kill Bill. Það er hún liggur á gólfinu Já. og Bill skýtur í Maður bara, hausinn. what the hell, hún er skotin í hausinn, aðal karakterin strax, maður bara, hvað er í gangi? Já, þetta er, Hann kann að grípa fólk. Inglourious í byrjun, Basterds, sko. það er besta byrjunarðrið ever í kvikmyndasögunni. Beautiful, þú veist, það er bara stuttmynd, sko. Já, ok, nummer 6 hjá mér er mynd sem heitir Tom Yong-gong. Tommy, Tom Yong-gong. Tom Já, er það ekki hann hérna- Thailandsk mynd. Þetta er Tony Jaa, sem Tony, leikur já, Ong Bak. já, Og myndi sér slík fáráleg. Þetta er ekkert góð mynd, já, en bara það atriði. hasar þetta í þessari mynd. Já, Það er eitt svona one-take atriði. Það sem Tony Jaa fyrir bara svona 4 hæðir. ég sá það á YouTube, já, Þetta það er er klikk. Og þú sér líka, hann er Klikkað. nú svo þreyttur. Já, Af því þeir klifti ekki. það var ekki klift. Nei. Og maður sé bara þegar hann kom på 4. hæðið ekki, manni hvað margar hæðið. Holy Hann er bara shit. þreyttur. Og það eru sem atriði sem eru brjálð. Ég var pottið dráðið að þeir hefðu klift einhvers staðar, sko. Nei, Ein taka. ég er nokkuð sem það. Þeir náttúrulega gerði þetta nokkuð sinnum. Já, já, væntanlega, þú veist, En þetta er brjálað. Af því mér finnst maður bara sjá, hann er hann þreyttur. Af því hann er búin að vera ongoing nokkra mínútur í einhverju actioni. hann er búin að seima alla aðra í því hvernig hann geta, þetta er bara, nú er það, þú veist, hann er búin að up the game, sko. Já, en það Það versta, gerir on camera, sko. já, en það versta við Tony Jaa, það gerðist eitthvað fyrir hann. Mér fannst þess að hann er bara, næstu, bara klikkast eða eitthvað. Já, Af því hann fór að víst að vera rosa erfiður. Hann varði ekkert þessi megastjarnan sem ég held. já, Ég held einhvern veginn að hann yrði bara go-to action. Ég held bara yrði næsti Jet Li. já, svo gerist það ekki. Nei. Hann var að einni Fast and Furious mynd, Já, og svo hann í vannýttur þar. Monster Hunter. Núna hérna. Já, ég er ekki búin að sjá hann þetta. Nei, þá veist það vera rusl. Já, Ok, nummer 5. Valdi í sögurkorska mynd sem mér þykir rosa vænt um. Hún heitir A Bittersweet Life. Hefur þú séð það? nei, Þetta er krimamynd. ok, Og þetta er til þess gott dæmi um mynd sem er geðveikt töff byrjunadri. já, Svo tókur svolítið tíma. Og það gerist lítið kannski í 35-40 mínútur. ok, Og margir myndi kannski gefast upp. En ég hugsa, nei, þetta er svo flott byrjunadri. Mér finnst þið svona að vita alveg hvað hann er að gera. Þannig ég leiði þess aðeins svona að malla. já, Og svo er endurinn geggjar. Næstu 40 mínútur eftir þær voru geðvikar. En það er ógeðslega flott byrjunadri. Ekkert í takt við nark Nei. eða solt. Þetta er ekki alveg beint þannig aðri. já, En þetta er bara svo töff. Þú fattar bara strax, já, ok, þessi gæði svona. Já. Og þetta er bara svona krimamynd. Hann er eitthvað alltaf í svikinn og A Bittersweet Life, Bittersweet Life. ok. Þetta er mjög Þetta er töff henni. mynd. Ok, nummer 4. Kiss Kiss Bang Bang. Já, ég var með henni, hún var rosalega nálægt í að komast henni í top 10 á mér. Ég var að hafa hana. Ég er mikill Shane Black maður. Já, hún er æðislega maður. Þetta er æðislega mynd. Og Downey Jr. og Val Kilmer, þeir eru Æðislega. geðveikir í þessari mynd. Það eru geggjar í þessari mynd. Hún er fyndin, hún er spennandi, hún er skemmtileg. Þetta er æðislega mynd. Númer 3, Hustle and Flow. Já, ég er ekki mikill látað að það svona flóa. Ég held ég að ég sé henni ekkert í hann. Þetta var bara ekki fyrir mig. Nei.
En, þú veist, já, ég skila þessi fíluna, þú veist, þetta velgerð mynd og alltaf, þú veist. Hún bara Ekki fyrir mig. hún líka, ég tengdi bara svo mikið við hana að því hún fjallar í grunninn að elta drauman sín. Já. Það er sem mynd fjallar Já. og mér finnst hún æðislega geðveik tónlist, ég hef aðeins talað um henni í podcastunum, mér finnst hún geggjuð. Já. Ok, nummer 2 er mynd sem ég ætlaði að setja nummer 1. En ég varð að hafa myndin sem er nummer 1, ég varð að hafa hana þannig ég gat ekki setta þess nummer 2. Og þetta, mynd nummer 2 er Danny the Dog. Alveg rétt. Jet Li, svo stána. Ég dyrka hana, ég glemdi henni. Það er geðveik mynd. Hún er geðveik. Það er rosalega vanmetið mynd. Morgan Freeman. Já. Bob Hoskins. Bob Hoskins er æðislegur í henni, geggjað action í Tónlistin henni. geggjuð, Massive Attack. Þetta er eitt af minnum upp á skorum ever. Massive Attack bara, þeir rústu þessu. Já. Þetta er geðveik mynd. Ég elska þegar svona bönd gera bara heilt skor fyrir svona mynd. Það virkar alltaf. Það virkar svo vel. Alltaf töff. Já. Þannig ég mæli með Danny the Dog ef fólk hefur ekki séð hana og hasar. Það er hjarti í henni. Og Jet Li er alveg að leiki í henni. Já, nákvæmlega. Eiginlega mest af öllum hans myndum er að leiki þessu. Þetta fjallar henni bara mann í stuttumáli sem er gerður, hann er þess að rosalega svona fighter. Hann er bara alin upp af crime boss sem bara svona bodyguard / eitthvað. Bulldog. Já, hann er bara eins og hundur. Já. Hann er með ól og allt. Og allt. Bara þegar hann losar óluna þá fokkar hann gaurum upp sko. Já. Þetta er geðveik mynd. Þetta er brútal mynd líka. Hún er brútal. Hún er brútal. Ég dýrk hana, ég horf regla hana. Ok, en nummer 1 er Descent. Ég var að velja hana. Af því Descent er besta hryllismynd sem ég séð. Þetta er mín uppáhalds hryllismynd, bara ever, of all time. Býtu, ég var með hana... Jó, ég með hana. Okay. Já, hún er geðveik. Descent er geðveik. Þú veist... Hún er rosaleg. Að sjá hann í bíó í fyrstskipti. Hún er rosaleg. Ég hef aldrei upplifað innilokar kend fyrir ég sá þessa mynd. Nei, hann neglir það. Þess að sko, þú veist, fyrir utan alltaf að skeri með þau koma verðan og alltaf, en bara þess að senu þeirra skríða inn í svo helli, maður er bara eitthvað, fuck. Já. Mér finnst kasti geðveikt. Já. Og að þetta eru 6 konur, mér finnst 6/5. Og ég hef stundum sagt líka bara, að það er stundum talað um svona female empowerment myndir og svona. Og gott dæmi. Já. Mjög gott dæmi. Þetta er bara frábær mynd. Af því að mér stundum ef maður drullar yfir einhverja mynd, þar sem konur í allt ekki, þá er að því að maður er kattremba. Já. Það er ekkert satt. Akkur var þá enginn að drulla yfir Kill Bill? Akkur var enginn að drulla yfir Alien? Nákvæmlega. Eða Aliens? Já. Að þetta eru góða myndir. Góður karakter skila sér alltaf. Fólk er bara góða myndir. Já. Og það eru allar þessar í 6 í þessar mynd, eru allar frekar góður, fullmótaði karakterar. Þetta er engin silly karakterar. Nei. Og þú veist, og maður bara finnir eins og þær hefur þekkst lengi, þetta er vinahópur sem bara þekkst lengi. Nákvæmlega. Vel skrifað, vel framkvæmt. Vel leikið, flotta leikonur. Og það var enginn sem ég man eftir, sem var bara svona, okkur er bara eitthvað konur sem veit, þetta er drastmynd, enginn. Ástæður því að þetta er góð mynd. Já, drulluð sama. Það er einu sem maður vil. Ok. Descent nummer 1 sem er fyrir 2005. Hvað erstu með? Herðu, sjá. 4 tíma podcast eða? Þú gleymir hérna, ég er hissað og glemt þetta mynd sem talaði eftir. Glemdi ég eða þurfti ég að kötta hana? Gætir þú þetta að kötta hana en ég er hissað að gert það. Þú ert alveg Bambi Begins? Já. Já, það er ástæður ég valdi hana ekki. Já, ok. Það hlýta að vera. Já. Ég er alltaf að bíða til því. Herðu, númer 10, Konstantín. Já, vanmyndin. Rosalega vanmyndin, elska hana. Hún var hjá mér. Var að víkja. En mér finnst það frábær mynd. Mér finnst það geggjuð. Skilur sem svona, já. Það fannst mér svínvirka. Já. Hún er skemmtileg. Mjög skemmtileg, ég horfa hana reglulega. Og þú veist, mér fannst Keanu virka í þessu, þú veist, breyttuð að hann alltaf á að vera ljósarður og breyti. Breytið yfir hann, virðist ekki skipta máli. Mér fannst það bara drullu töff. Ríf er svo góður. Já, frábær inni, sko. Einast ég fílaði ekki voru þessi tölvugerðu djöflar og eitthvað. Já, og líka Peter Stormer sem djöfulli sjálfur er geðveikur. Varstu ekki að fíla það? Já, geðveikur. Já, það er geðveikur. Hann er svo geðveikur. Og svo er líka Tilda Swinton í henni. Og Tilda Swinton er frábær leikona. Já. Hún er rosaleg, sko. Já, hún er mjög góð í henni. Og hún er oftast góð í öllu, þú veist. Hún er alltaf góð. Mjög sjaldan. Og hún getur líka leikið í einhver svona léttmyndi, Konstantín eða í Doctor Strange og eitthvað. Já. Púla það. Já. En svo getur hún líka leikið í eins og We Need to Talk About Kevin. Hefur séð hana? Nei. Það er þungmynd maður. Já, hún rosa góð. Hún mixar vel í artimyndum og skiptir einhver máli, íkonar leikur. Hún er alltaf góð. Hún getur verið í öllu, sko. Já.
Hörðum að sjá, Constantino, 9, Sin City, Sin City, Classic, frábær. 8, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hún var top 25 hjá mér. Ég elskar það. Já, þið finnst það góð. Þú veist, mér finnst það svo skemmtileg að málið það að ég vissi ekkert þessar bækur. Ég vissi ekki neitt það. Ekki heldur. Ég fór á hún í bíó, algjörlega clueless. Ég bara vissi að flestir elsku þessar bækur. Fer hann inn og ég fór bara inn í einhvern nýjan heim, æðislegur húmor í því og ég elska að fá eitthvað svona nýjan heim sem ég vissi ekkert ég var ekki bara að sjá trailer eða neitt, bara opnaði fyrir mig nýjan heim. Og ég vil fá framhald, okkur kom ekki fleiri. Hún var ekkert vinsæl. Hún floppaði á sínum tíma. Hún floppaði, já, ég skil það ekki. En ég veit ekki það líka alveg, ég sá hana bara tvisvar og það var 2005, 2006, ég hef ekki séð hana síðan það. Já. En ég keypti hana DFD, ég sá hana í bíó, keypti hana DFD. Já. En ég maður lítið eftir henni, var ekki Martin Freeman í henni? Alan Rickman, hann var í velminni. Alan Rickman er velminni, Martin Freeman og hvað er hann rapparinn Rapparinn, Mos Def. Já, Mos Def. Já, flott mynd, ok. Mjög skemmtileg mynd. 7, Walk the Line. Og mér fannst hún reyndar mjög góð. Já. Af þessum biopics, Walk the Line, en það er aðal út af þeim tveim. Já, þau eru frábæri, en þú veist, eins og ég sett hana bara í 7. seti, mér finnst hann ekkert eitthvað masterpiece, mér finnst það bara skemmtileg góð mynd, sko. Þú vildi bara nefna hana, og hún á það skili. Frábær tónlist hann það líka. 6, The Descent. Ok. Sett hana í númer 6. Já, gekkja. 5, Munich. Ok, ánægur að sést með hana. Já, og 4, A History of Violence. Ég er meiri Eastern Promises maður. Hún var líka hérna á öðru árið þar sem það var ég með hann líka, ég þetta edja hann út, sko. Mér finnst A History of Violence betri. Þið finnst þú betri, ég þarf samt að sjá hann aftur. Ég man því svona í bíó sín tíma, það var eitthvað sem ég var ekki að tengja við, en ég þarf að sjá hann aftur. Að ég fíla Cronenberg, ég fíla Viggo, ég fíla Ed Harris. Já, Ed Harris er geggjaður inni, sko. Líka bara allt væpið við þeirri mynd, ég er ánægð með hvað hún stutt. Þetta í minningunum fannst mér langdrein. Er það rugg? Þú veist, hún er frekar stutt, sko, en hún er svo, mér finnst hún bara gera alveg rétt að hún átti ekki vera mikið lengri. Okay. Reyndar líka annað, hérna í endan, hvað heitir hann aftur hérna sem leik bróðirinn hans? Hurt, William Hurt, sem ég hef aldrei fílað sem leikara. Ekki? Ég er mikið William Hurt. Ekkert fílað, svo bara í þessari myndir hann geðveikur. Okay. Þá allt í henni fór bara, já, William Hurt er kannski ekki það slæmur, sko. Okay. Hann hefur aldrei impressað mig í neinu nema í þessari mynd, sko. Hann er frábær sem bróður hans. Já, alveg, hann var... Í restina, ser hann í restina? Já, einmitt. Geggjaður það, sko. Ok. Herðu, 3. History of Violence, útkomin nummer 3, 2005. 3, Jarhead. Já, frábær. Geðveik. Hún var lengi hjá mér. Já. Mér finnst þú miskilin? Já. Fólk held að vera að fá stríðsmynd? Ég myndi ekki, það er pointiðinni. Já, það er pointiðinni. Það er geðveikt, pointiðinni er bara eitthvað, þú veist. Það er ekkert frétt. Þetta er ekki Víetnam, þetta er annar stríð, sko. Þið fáið ekkert að skjóta, þetta er bara sprengjuð herferð. Já, og þetta er bara svona einhvern veginn næstu, bara þetta er leiðilegt bara. Já. Það er ekkert að frétta. Já. Mér finnst hún æðisleg. Mér finnst hún einmitt skila því pointið svo vel, sko, þú veist. 2, Batman Begins. Já. Ástæðin valdi hann ekki, þar því ég var eftir með Dark Knight. Já. Og ég var bara svona, ég ætla bara að hafa, ég ætla að gefa ykkur annari frekar séns en ég hef Ég er líka með Dark Knight, ég er bara fuck it, ég seti þetta allt saman. Ég hef að dýrka Batman Begins. Já. Æðisleg mynd. Ok, fyrsta myndin, það kannski kemur óvart. Númer 1, Syriana. Já, er það með Clooney? Mér fannst þú svo leiðileg. Ég finnst hún geggjuð. Það er að gefa henni annars séns? Já, ég veit hún er svolítið heavy og hún er svolítið þung, en mér finnst hún bara virkilega vel gerð og mér finnst Clooney geðveikur inni, sko. Frábærleikari. Endalega fekk hann Óskarinn fyrir hana. Var það? Já. Það fekk hann Óskarinn? Fekk Óskarinn fyrir aukalutur. Ok. Hún er rosalega góð og hún líka, þú veist, já, mér finnst það bara, þegar ég horfa á hana, þetta er svona mynd sem ég festist í bara, ef ég byrja á henni þá verð ég að klára hana, sko. Ég þarf að segja, var þetta ekki Stephen Gagan sem ger hana? Jú, þetta er svolítið svo Traffic, þetta eru svona marga sögur sem spinnast inn, en svona heildin er einhvern veginn frekar töff. En er það ekki líka þegar Stephen skrifaði hana? Já, hann skrifaði þetta. Já, en leikstur í Syriana? Já, hann svolítið vinnur í þessu formi, fílar að segja svona marga sögur, sem er ofta ekki auðvelt, sko. Nei. Alltaf setja svona 3-4 sögur saman einhvern veginn og láta það virka, það er svolítið erfitt, sko. Sumir geta, sumir ekki. Gott dæmi Crash, mér finnst það ekki, minnst það ofnbytið mynd. Mér finnst það mín. Allana, en hérna, já, þetta er númer 1, Syriana.
Ég vildi hafa þetta aðeins, ég hefði ekki að setja Batman Begins, en ég er svona, nei, ég ætla að setja seríana því að mér finnst þú svo geðveik, sko. Það er líka aðeins skemmtilega með svona pick. Heldur en kannski eins og ef ég hef sett bara Batman Begins, eitthvað. Já. Númer 1. Ok, 2006. 2006. Hvað er tjóður búin lengi hérna? Fólk eru auðvitað, það er enginn að klára hana þátt. Ef einhver, bara svona hvað ég segi. Tekur í bútum. Ef einhver klára hana þátt, þá með ég endilega senda mér skilabóð á Instagram eða Facebook eða eitthvað og segja bara, herðu, ég kláraði þáttinn. Leðilegu dagur í vinnunni, eða? Fólk getur tekið í pörtum. Já. Ok, 2006. Og ég er byrjun á. Yes. Númer 10. Underworld Evolution. Mér finnst hún betur en fyrsta. Er það? Já. Þess vegna valdi ég ekki fyrstu. Ég er ekki viss, ég ruggla öllum þessum myndum saman. Evolution er þá númer 2 eða 3 eða... Það er 2. Það er 2. Með Tony Curran sem vondakallinn. Og vakna Já, hann. hún var góð. Já, hún var góð. Hún er æðislega. Já, Og þá er hann orðinn alvöru Já. hybrid. Já. Bara að berjast með henni. Já. Scott Speedman. Ok, Mér finnst hún miklu betur en fyrsta. ég þarf að horfa á hann aftur. Af því að Það er betur en hans reyni. eftir það var það bara, ekki... þú veist- Drasl, ræs og það læk hans Já, og allt hræðilegt. rusl. En 2, þá er hann að reyna að resurrekta upp fyrsta varulinn. Já. Orginal varulinn. Já, alveg. Hún er druttöf. Ég maður því sá hann í bíu og bara, wow, þessi betri maður. Ég þarf að kíkja á hann aftur. Ég bara man ekki nú eftir henni. Þess vegna valdi ég bara, að ég vildi ekki velja eins og með Bambi Begins, Dark Knight, Underworld 2, því mér finnst 2 betri. Já. Ok, númer 9. Áttu þú kannski að byrja núna? Nei, ég held ekki. Nei. Nei, ég held ekki. Allt komið rugli okkur. Númer 9, Black Book. Hollensk mynd sem Paul Verhoeven gerir. Já, ég sá hann aldrei. Virkilega góð. Er hún seinni heimsstyrjöldina? Seinni heimsstyrjöldina. Fjallar konu sem verður njósnari. Karisma Houghton Svona lítil saga eða? Já, þetta er ekki stór, þetta er ekki beint stríðismynd. Nei. Þetta er frekar svona njósnara thrillermynd. Hún er góð. Ok. Og þú sást Game of Thrones, eða ekki? Nei, ég þú átt það eftir. Já, allt alveg. Game of Thrones eftir. En hún lék sem stórt hlutverk í þeim þáttum. Ok. Caris Van Houten, held ég þessi borður fram. Þetta er fyrst ekki sem ég sá hana, það var þessar mynd. Frábær henni. Frábær leikuna. Alltaf Paul Verhoeven getur gert góða hluti þegar hann Snillingur. vill það, þú veist. Ég dýrka hann. Ok, 8, Children of Men. Þú kingar kolli, þannig að þú ert... Með hana. Kúron gerir hann allavega. Geðveik mitt. Geðveik mynd. Númer 7, Slither. Já, ég glemdi henni maður, hún er æði. Hún er ótrúlega Já, ég veit ekki hvort hún hefði passað inn í top 10. Hún hefði verið svona rétt fyrir utan. Hún er æðisleg. Þannig að James Gunn að leika sér eitthvað með einhverjum geimveru dóti og einhverjum ormum og eitthvað. Mér finnst hún mjög skemmtileg. Þetta er svona í svona flokk með hérna Tremors. Já. Svona, þú veist. Svo er líka svona body horror í henni. Já, reyndar líka. Morfast í eitthvað eitt. Já. Hún er skemmtileg. Ég fíla hana, sko. Númer 6, Casino Royale. Já. Ég varð að hafa hana með. Ég ætlaði fyrst ekki að hafa hana með. En ég bara varð. Þetta var bara, þið tóku Bond bara. Þetta er uppáhalds Bondmyndin? Þetta er uppáhalds Bondmynd mín. Já. Þetta er besta Bondmyndin. Geðveik mynd. Og líka eina mín uppáhalds leikomur í henni, Evergreen. Ég elska Evergreen. Mér finnst hún æðisleg. Já, varst þú ekki að tala um hérna að þú fílaði svo 300 hérna... Út af henni? Út af henni, já. Út af henni? Hún er reyndar badass. Ég er skotin í henni, en það er samt bussið frá því. Mér finnst hún æðisleg leikona. Já. Ok, númer 5, Departed. Já, með hana líka. Hún er betur en upprunalega. Ég var að sé upprunalega? upprunalega. Nei, ég meina væntanlega. Já, en er ekki oftast upprunalega betri? Mér finnst Departed, Jú, ég sá það bara það ekki ofta sem að Scorsese er að endurgera myndinni þannig að, veist. Nei, en hún líka bara rosalega skrifuð þessu mynd. Já. Og bara hún er fyndin, frábært kast. Og eins og segja með DiCaprio, ég dýrka við þessu mynd. Og Nicholson í þvílíku formi, sko. Hann er rosalega, já. Ég er bara svo ánægður að þeir hafi fengið að vinna saman Nicholson og Scorsese, sko. Og, Já. veist, bara hann Sammála. geðgæður í henni, sko. Martin Sheen er það, Mark Wahlberg, þetta er frábær mynd. Ég meina, Alec Baldwin, þú veist, hérna, Alec Baldwin, Mark Wahlberg, þú veist, Matt Damon. Matt Damon, þetta er svo Fáránlegt. geðveikt kast, sko. Og líka eina mínum uppáhaldsleikunum, Vera Farmiga. Já, hún er geðveikt. Æðislíni. Ok, númer 4, við fórum þetta. Já, Mælum að fólk horfa á hann í dag í ljósi COVID. já, maður. Og Children of Men. Ekki samt eins. Já, svona, þú veist, svona, það sem er að gerast þar er svona, það er þetta að sjá ímyndilegt svona svipað. En að horfa á þessar 2 myndir saman kannski á einu kvöldi, þá færir svona svolítið svona COVID-feeling. Já, horfið á Við fórum þetta, Children Já. of Men og farið svona vísi. Já, nákvæmlega. Hvað er í gangi? Já, ok. Númer 3,
er mynd sem ég finnst æðisleg og hún er vanmyndin, Running Scared. Hennar líka. Þú fílar hana? Já. Það er eins og Hugleikur var að lýsa Bad Boys. Já. Þetta er rosa hýmdur út af Running Scared, hún er bonkers þessi mynd. Já. En á jákvæðan hátt. Og þessi mynd gerði mig að Paul Walker fan. Sammálaðir. Ég fíla hann aldrei. Ég fíla hann aldrei. Nei, hann er geðveikur þessi mynd. Og sko, mér sé að sko, ég sá þessa og fílaði bara, já, hann er bara allt í lagi hér eitthvað. Og fekk mig til að horfa á hérna 8 Below myndina, hundamyndina. Já, ég sá hann ekki. Sem ég veist æðisleg. Hún var mjög góð. Sem ég hefði aldrei hort á annars. En það er einnig solid leikstur sem gerir hana, mástu hvað gerir hana? Frank Marshall, já. Frank Marshall hefur ekki gert marga myndir. Nei. Alla skemmtlar. Hann er alltaf bara fagmaður, sko. Alla skemmtlar. En ég hefði aldrei hort á þá mynd að ég hef séð bara Paul Walker svo einhverju hunda. Nei, ég mun aldrei horfa á þetta. En ég gaf hún sens að því að út af Running Scared. Já. 8 Below er frábær, sko. Og það er líka að vera Farmiga. Já. Þetta er æðisleg mynd. Þetta er svo geggjum mynd, sko. Hún er svo trillt. Bókstaflega, hún er svo trillt þessi mynd. Já. Svo mikið í gangi, hún er svo hröð. Það er ákveðin stíll yfir þessari mynd sem kannski er ekki fyrir alla. En Paul Walker er no-nonsense gaur í þessari mynd. Og ég elska allt í henni nema spoiler alert fyrir Running Scared með Paul Walker. Ég þoldi ekki að hann væri lögga. Það meika aldrei til sens. Að hann væri lögga? Já. Twistið henni lógin. Það var rosalega tilkvæmslega. Fáránlegt. Já. Hann var líka bara ekkert búið að gefa þetta kynna einhvern veginn, hvernig hann hefði það sér og... Nei. Mér varst það fáránlegt. Já, það var rosalega skrítið twist. Til hvers? Glatað. Ok, númer 2. Prestige. Uppáhalds Nolan-myndi mín. Já. Mér finnst hún geðveik. Geðveik. En númer 1 er mynd sem ég finnst bara masterpiece. Það eru rosa margir sem fíla hann ekki. Mér finnst hún hundleðileg, ég skil það. En ég get hort endast á hana uppáhalds kvikmyndaskor mitt held ég frá upphafi í þeirri mynd. Þetta er The Fountain. Eftir Aronofsky. Já, ég hef ekki séð hana ennþá. Þú hefur ekki séð hana? Ég veit að það eru margir sem að, já, en þú veist, ég kann alltaf að meta þegar fólk annarkot elskar myndið að hata hana. Ég dýrka það er oft gefið til kynna að þetta sé svolítið svona áhugaverð mynd. Já, kannski finnst þér hún hræðileg. Já. Eins og Requiem for a Dream satt svolítið í þér. Já. En þú vil ekki Mother. Já. Kannski er Fountain einhvers staðar þarna á milli. Nákvæmlega. Hver veit? Já, ég þarf að sjá hana. Ég er alltaf á leiðinu að horfa á hana, sko. Hún er, þú ert að vera í svona sérstöku stöði. Þetta er rosalega svona, hún er svolítið svona ljóðræn líka. Svona existential mynd. Já, og svolítið svona heimsbyggileg. Já. Rachel Weisz er geðveikinni og Hugh Jackman. Já. Fólk gleymir stundum. Hann og hann er fáránlega góður leikari. Hann er góður leikari. Hann er rosalegur. Já. Þannig að Jackman er í nummer 1 og 2 hjá mér. Ok, The Fountain er nummer 1 hjá þér. Já. Ok, hún finnst þið voru það góð. Já. En hún er svona í uppáldi hjá mér. Og líka því það eru svo margir sem fílar bara enga veginn. Og ég skil það alveg. Já. Hún er róleg, hún er kannski fyrir alla, hún er svolítið svona... Það er ekki svolítið sem með Cloud Atlas. Jú, nema Fountain er jafnvel þyngri. Já. Hún er aðeins, venjulega er ég ekki hrifinn af þungumyndum, en upp á dramaðinni virkar svo mikið fyrir mig. Það virkar svo vel. Já. Og tónlistin er fáránleg. Það er Clint Mansell, ekki? Það er Clint Mansell. Já. Og mér varst hann bara toppast í þessari mynd. Já. Ok. Hann gerir alltaf... Þeir hafa unnið svolítið mikið saman. Hann og Aronofsky, ekki, þú veist. Þeir eru gott hann gerir Nóa líka, það gerir tónlistin líka. Já, hann gerir hann hefur ekki það. All right. Ég ætla að fá með popsmæla meðan þú telur upp í þér. Já, maður. Smá pipar. Herðu, 2006, númer 10 á mér var Running Scared. Æðislega. Númer 9, Last King of Scotland. Alltaf kapnað. Út af pipaduftinu. Það er kannski sniðið til að vera að geta þetta með að taka upp. Já, þú verður svo sjokkar af öllu þessu vali hjá mér að þú hérna... Ertu að tala með Forrest Whitaker og Mark? Já. Hún er góð. Hún er geggjuð, maður. Forrest Whitaker er svo góður í henni. Sammála. Ég bara hef aldrei hrifinn á þessu leikara. Já, það. Hann er góður leikari. Já. Ég hef aldrei fílað hann svakalega. Hann er mjög mistækur, þú veist, stundum er hann svona, þú veist, þegar hann hittir á réttu nótuna þá er hann frábær í því, sko. Hann var bara fullkomið í þetta hlutverk, sko. Hann er frábær í þessari mynd. Já. Og eina af fyrstu myndunum með James McAvoy. Það er frábær leikari líka. Myndi sem ég uppgötaði hann, sko. Hörðu, maður sjá, nú er ég að koma svolítið nýtt hérna, sem við höfum alveg sleppt. Íslensk mynd. Ok, ég er að hugsa eitthvað. Hvaða mynd heldur þú að geta verið? Ég er svo lélur í íslensku myndum. Besta íslenska myndin að mínum mati. Mýrin. Þið var svo skemmtileg? Já. Mér finnst hún rosa þung. Hún er svolítið þung.
þú sér það, ég fíla svolítið þunga myndir. Þá fílar kannski Fountain, mörgum veist þú. Það getur vel verið að ég fíla hana þá, þú veist. Mér finnst bara Mýrin, já, mér finnst það besta íslenska myndin, mér finnst hún hafa sett svona nýjan, eða þú veist, svolítið síðan kom út. Þegar ég sá hana, ég bara ekki, ok, nú að koma svona myndir, frábært. Ég var rosalega erfitt með, þetta minn persónuleg smekkur. Já. Eitthvað svona íslenskt löggudæmi. Ég veit það, venjulegast. Ég finnst það hallarslegt, mér finnst það ekki töff. Ég gat keypt það þarna af einhverju ástæðu. Ég keypti það þarna, hann er rosalega góður, svona fullmótaði karakter, Erlendur, eða ekki heldur heiti. Erlendur, jú. Úr þessum bókum, og náttúrulega, hann er frábær í þessu hlutverki, Ingvar. Ingvar líka bara solid leikari. Svo solid leikari, hann er svo humanizing leikari, það er bara, þú veist, það er svo mikið sem hann gerir bara, þú veist, með svipriðum, sko. Já, mér fannst hún bara að vera besta íslenska myndin hann. Ég laumaði henni þann inn. Ok, flottur. Númer 7, V for Vendetta. Frábær. Númer 6, The Prestige. Sammála, hún er rosalega vannmetinn nólamynd. Geggjuð. Númer 5, Borat. Ég kvætti hann út bara í lokin. Já, ég setti sliður í staðin fyrir hana. En Borat er... Þetta er náttúrulega eina skemmtilegu, eina finnistu myndu bara, þú veist. Þetta er ég held að þetta er ein finnasta grímmynd allar tíma. Já, ég hló svo mikið. Hvernig fannst þér 2? Einn brandari en mér er svona ekki góð. Það sem ég þoldi ekki 2. Skelfileg. Af því að þetta var bara svona pólitískt. Það var propagandamynd, sko. Ég gat ekki... Og alveg svakalega. Og það var svo áberandi. Og mér langar stundum að segja við Sacha Baron Cohen til dæmis. Já. Og bussi frá hvað fólki finnst Donald Trump, republikanana og allt þetta. Demokrater er engin englar, sko. Nei. Og ég þoldi ekki hvað þetta var one-sided. Þetta var bara svona... attack piece á Trump og republikanana. Já. Það er kannski margir sem fíla það. Mér finnst það bara ekki skemmtilegt. Það er ekki fyndið. Þetta var grínmynd. Nei. Þú veist, lefðu þessu vilt lesa út úr þessu alltaf, en hugsaði bara fyrst og fremst að gera góða grínmynd og hann var ekki að gera það númer 1, 2 og 3. Sko. Nei, fyrst er miklu fyndari. Þetta var bara propagandamynd, sko. Já. Og þess vegna var hann ekki fyndin. Nákvæmlega, ég hló ekki einu sinni. Það var ekki neitt fyndið. Það var einhver sena í einhverju vestlinu þannig að það var eitthvað fyndið. Með Gemson? Já, með Gemson. Mér finnst það svolítið fyndið. Ég hlóa því, sko. En svo versta við hann er að Borat sjálfur er svo lítið í henni. Já. Hann er alltaf bara einhverju gerfi. Já. Þetta er rosalega skrítið framhald. Já, mér finnst það ekkert vel hefnið mynd, sko. Nei, ég held að hún aftur að gleymast en Borat er æðislega. Ég hlói svo vittlis einhverju henni, sko. Okay. Sem er alltaf pointið með henni að láta maður hlæja, sko. Herðu, númer 4, Half Nelson. Með Gosling? Með Gosling. Er það ekki kennara dópustu myndin ykkur? Jó, það er myndi sem ég uppgötaði Ryan Gosling. Þetta er mynd sem að svolítið fór undir radarn hjá mörgum. Hann var neitt að tilnundu fyrir hana, vann ekki. Þetta er frábær dramamynd, sko. Ég þarf að sjá hann aftur. Ég tók svona blind buy á henni. Ég keypti hann á DVD. Já. Og mér fannst hún góð, sko. Anthony Mackie er henni líka. Er hann í henni? Já. Ég maður bara slítið eftir henni. Já. Ég ætla að sjá hann aftur. Þetta er rosalega svona örugg mynd einhvern veginn fyrir svona, þetta var fyrsta sinn sem þessi leikstjórar, eitthvað teymi, þau gerðu Captain Marvel, myndir hann. Já. Þetta var fyrsta myndið þeirra. Er þetta ekki Gon og Karl? Jó, svona teymi. Og þetta var svo frábær fyrsta mynd fyrir þau, sko, og þú veist bara hvað eru örugg og það er ekkert verið að selja mikið, það taka svona rólega senur en það er mjög mikið karakterbyggt. Bara frábær mynd, sko. Og Ryan Gosling, ég bara hver er þessi gauður, sko? Ég dýrka. Mér er það næðislega leikari. Geggjaður leikari, sko. Ok. Herðu, sjá... Það er sem brjálað mér að þið klukkan svo margt. Já, það... Herðu, setjum maður í gýrin. Það er bara að hafa það. 3, Casino Royale. Frábær. 2, Departed. Frábær. Og ég seti Children of Men nummer 1. Já. Ég er ekki þessu, Mér finnst hún algjört masterbyrjum. Mér finnst hún jafnvel ein besta myndin bara eftir 2000. Ég horfði aftur á daginn og ég er bara ekkert ósammálaður. Hún er bara sick góð, sko. Það er ekki svo flott að sjá henni því að fjallam það að við getum ekki eignast börn lengur. Já. Og ég fór að hugsa með mér, kannski sérstaklega því ég var eignast börn sjálfur, að ef þetta myndi gerast, ef við getum ekki lengur fjölga okkur, við getum ekki eignast börn, þá er rauninni búið að drepa alla framtíð. Já. Af því það sem er yfir þessar mynd, andrúmsloft í þessar mynd, það er næstum bara allir þunglundir. Já, þetta er apocalypse mynd, þú veist. Já, og ég skil það. Já. Og þegar yngsti gaurinn var hann ekki 18 ára eða eitthvað í myndinni. Það var ekki yngri en hann. Já. Þetta er briljant mynd. Og sena líka hvað er sterkt þegar þeir finna barnið, þú veist,
og svo komum við fram og allir bara oh my god, barn, þú veist, þetta er svo sterkt bara. Já, af því það sem fólk er að sjá er ekki bara barn, það er að sjá framtíð. Það sé framtíð, von. Já, von, einmitt, von. Myndin er rosalega mikið von. Sko. Von, einmitt. Herru, 2007, hoppum í þetta. Þú byrjar núna, ekki? Ég byrjar núna, já. Ok. Númer 10, Michael Clayton. Æðislega mynd. Með Clooney. Það er leikaramynd. Leikaramynd. Pure leikaramynd. Já. Hann og hann breski sem var í Batman Begins. Tom Wilkinson, frábær. Já, það er flott mynd. Rosalega vannmyndi mynd. Það er svona handrits leikara, er þetta ekki Tony Gilroy sem gerir hana? Já. Ég man þegar ég sá coverið, ég bara svona, Michael Clayton er svo leiðilegt nafn eitthvað, þú veist, ekki grípandi. Þetta er ekki John Wick. Nei, þetta var ekki eitthvað, þú veist, og svo bara eitthvað mynd af Clooney og maður bara svona, hvað er þessi mynd? Ég bara, þetta lítur út fyrir eitthvað lögfræðdæmi, mér langaði ekkert að sjá hana og ég beið með hana ekki eitthvað lengi. Ég líka. Svo því ég sá hana þá bara eitthvað, þetta er geðveik mynd. Ég sá hana örugglega, kemur 2007? Já. Ég örugglega sjá hana bara 10 ára seinna. Já. Og mér finnst hún virkilega góð. Virkilega vel gerð mynd. Herðu, númer 9, Superbad. Æðisleg. Geggjumynd. Hún var lengi hjá mér, sko. Hún er náttúrulega bara, Revenge of the Nerds fyrir þennan tíma, þú veist, þetta er svona þannig klassík, svona grimmynd, sko. Fyndin, þau eru geðveikirinn allir þrír. Já. Æðisleg mynd. Númer 8, Sunshine. Og ástæði fyrir hún númer 8 hjá mér er ekki ofar, er út af þessum helvítis enda. Ég veit það. Þetta er solid mynd. Þá getur breytist bara eitthvað svona monster on board, eitthvað slasset. Bara eitthvað Eventhorizon á þetta, eitthvað, þú veist. Þetta var enga verið í takt myndina. Já. Þetta hefði getið orðið masterpiece þessi mynd, sko. Já. Ef þeir hefði gert myndinu þannig að fólk væri að missa vita, þannig að þeir eru á leiðinni í sólina og þetta er bara svo stórhættulegt, þú veist, og þeir eru með þess að fann það frá martraður að fara í sólina og ef fólk myndi fá bara eitthvað, þú veist, PTSD eða eitthvað svona sálfræðidæmi myndi byrja og þau myndi kannski törna hvort annað eða eitthvað svona, en ekki fara út eitthvað slassermynd í endan, þú ert búin að taka út raunveruleikann í þessu. Sammála. Þetta hefði getið árið 2001, þú veist, fyrir nútíman. Ég er sammálaður. Það hefði getið árið brilljant mynd, sko. Ógeðslega pirrandi endir, sko. Ógeðslega pirrandi. Ok. Herðu, númer 7, 310 Yuma. Æðislega mynd. Vannmetin mestari. Mjög vannmetin mestari. Hvað er bestur í henni? Í henni? Ég myndi segja Russell Crowe. Ekki Ben Foster? Sko, jú, reyndar hann er mjög góður, en Russell Crowe komur á óvart í henni. Jú, Ben Foster er geggjaður henni. En Crowe er geðveikur í henni. Crowe kemur á óvart í henni, sko. Af því hann er svona, hann er vondikall. Já, charmerandi vondikall, það er alltaf áhugavert. Því Bale er bara eitthvað svona gæja, haltarandi eitthvað. Bale mjög bara svona, fekk ekki mikið að geta það, sko. En Foster og Russell Crowe eigi þessu mynd. Já, Ben Foster er geggjaður leikari, sko. Herðu, númer 6, There Will Be Blood. Ok. Og þetta er svolítið svona, þú veist... Þú komst meina leiðilega, það er alltaf leið. Þetta er svolítið svona, ég skil alveg hatritt á Paul Thomas Anderson. Nei, ég hata hann ekki. Já, þú veist, eða svona, þú veist... Þetta er bara ekki fyrir mig. Vombrið. Þú varst fyrir vombriðu hvert hann fór í ferli, sko. Ef að Boogie Nights væri ekki til, já. Sem hann hefði bara byrjað, fyrsta myndin sem bara verið Magnolia eða eitthvað, þá hefði ég bara fatta strax, ok, þetta er ekki leikstur fyrir mig. Já. En að því hann gerði Boogie Nights, þá syrgir svo mikið þann mann. Skil þig. Og svo gerði hann bara There Will Be Blood. Mér minnir mér þess að, hann ekki 20 mínútur að byrja í þessu mynd, þá tala hann ekki neitt og hann er bara eitthvað að móka. Þá er ég bara svona, jæja. Ég fór hann í bíó og ég bara svona, hvað er í gangi? Er þetta silent mynd eða? Ég horfði á The Master daginn. Já. Eða fyrir ekki, ég horfði á fyrstu 15 mínúturnar. Ég hef ekki lagt í hana. Þá var ég bara, herðu, ok, ég er góður, sko. Já, þú ert done á hana. Ég nenni ekkert að horfa á aðra Paul Thomas Anderson mynd. Ég held að hann sé að gera eitthvað svona í anda Boogie Nights núna, hann er að fara eitthvað svona 70s dæmi. Ég vona hann sé að þá reyna að fara aftur í Boogie Nights dæmi, en... Gerðu eitthvað skemmtilegt. Já, þú veist, það er eitthvað svona 70s dæmi. Please, gerðu eitthvað skemmtilegt, þú veist. En aðalega út af Daniel Day-Lewis, þú veist, það er... Háralegu leikari. Þessi mynd er ekkert án hans, sko. Er hann bestu leikari allar tíma? Ég held að. Þú veist, það er ekkert að neita lengur. Þessi gaur er bara eitthvað, hann hættir að leika, svo kemur hann tilbaka og gerir eitthvað geðveikt og vinnur Óskar, hætti síðan aftur og kemur tilbaka. Vist, hann er rosalega leikari. Hann er bara öðru leveli, sko. Já. Ég sá hann eitt, sko, fyrir stuttu síðan, þá horfði ég á... Hann er svona Jordan, þetta er bara svona... Já, hann er bara snillingur. Já. Ég segi, já, eins og Jordan, einmitt. Hann er bara þannig í yfir alla, þú veist. Þess að ég horfði á, kannski fyrir stuttu síðan, kannski 5-6 ár síðan, þá horfði ég á My Left Foot. Já. Ég hafði aldrei síðan hana. Já. Hann er fáralíðinni. Já. Svo horfði ég á líka The Boxer. Já. Kannski ekki merkileg mynd, en Daniel Day-Lewis er bara svo sjúklega góður leikari. Og hann er klálega best af There Will Be Blood. Ég ætla að gefa henni annan séns út af honum.
út af honum. Ég er ekki mikil Paul Dano maður. Mér finnst það leiðilegur leikari. Djöðlir í samræðir. Þú fílar hann ekki? Ég þóla hann ekki. Hann leikur Riddler í Batman. Já. Ég held þessi Riddler. Ég er alveg svona pínu skeptiskur á það. Það er svolítið svona, já, það er svolítið iffi. Hann og Colin Farrell hérna. Þessi segi, ég veit vona þessi Batman myndur er góð, en ég veit ekki, maður verður að sjá til með, en ég ætla að segja með hérna, með Daniel Day-Lewis, sástu In the Name of the Father? Brjáluð. Geðveik. Það er mjög vanmetið mynd við hann, sko. Geðveik mynd. Herru, hvar var ég? There's Blood, 5, Gone Baby Gone, fyrsta myndi sem Ben Affleck gerði. Æðisleg mynd. Geðveik mynd. Geðveik mynd. Þvílík fyrsta mynd hjá Ben Affleck, sko. Já, og maður bara býtur, wow, er hann svona góð leikstjóri? Já. Hann er rosalega leikstjóri. Klikkuð mynd, sko. Ég dýrka Tán líka. Ég elska hann líka. Já. En Gone Baby Gone er rosalega, og Casey Affleck í þeirri mynd. Já. Þar var ég Casey Affleck fan, sko. Já. Maður bara, ok, þetta er litli bróður hann svona, þú veist. Ok, hann er komin að það, þú veist. Já. Ed Harris, Morgan Freeman. Ed Harris er geðugur í henni maður. Þegar Ræðan hans að það, þegar hann er að tala um að, þú veist, það sem er rétt skal vera rétt, að drepa þess að barnanýðinga á, þú veist. Gæsóð, þetta er bílu mynd. Og hann er líka í henni. Hvað heitir hann? Heitir hann John Astin? Já, og síðan var í Beverly Hills Cop. Já, Já. sem leikur takkart í... Karakterleikari, geðgar. Heitir hann John Astin? Já. Já, ok, já. Sköldugæðin. Já. Þeir eru partnerar. Takkart í, hérna, Beverly Hills Takkart í Cop. Beverly Hills Cop. Já. Hann er æðistur í Gone Baby Gone. Geðugur. Og það er atriði þegar Morgan Freeman, það sem ekki séð Gone Baby Gone, bara sjáu hana. Sjáu hana. Þetta er bara masterpieces mynd. Já. Þetta er alveg mynd fyrir alla, myndi ég segja. Já. Þetta er svona þannig mynd. En hún er samt alveg, hún er grót og köflum. Senan þegar hann finnur barnið þannig hjá barnanýðingum er svo vel gerð. Hún er svo creepy. Já. Intense, þannig að, þú veist, ég bara eitthvað, Ben Affleck, vel gert hjá þér, sko. Þetta er rosalegt, sko. Hann er miklu betur leikstur heldur en leikari, sko. Já. Þá meina ég miklu betri. Já, en mér finnst hann alveg fínn leikari. Mér finnst hann fínn leikari. Mér finnst hann ekkert eitthvað, þú veist, impressive. Hann er rosalega, ég menn, hann gerir þessar 3 myndir. Argo hans mér líka mjög góð. Já. Ekki svona, hún er minnst uppáldið mér. Svo hvað hét hún Live by Night eða eitthvað. Ég sá hann ekki, var hann ekki eitthvað disaster? Vonbrigði. Já, var bara eitthvað Ég veit ekki alveg hvað klikkað þar. Var hann alltaf svolítið á kokki eða eftir hinnar? Ég veit það ekki. Það er svona, eitt af þetta atrið sem er cool í þeirra mynd, en þetta er ekkert spesmynd. En með Gone Baby Gone, það er atriði þegar Morgan Freeman er að segja frá því þegar dóttir hans var rænt. Já. Og við minnum þess að mann ekki hvort það er að fundi líkjafin eða hvort hann aldrei fundist. Og hann segir, þetta er brent í hausnum mér, hann segir, hann hugsar oft dóttur sína eitthvað staðar að kalla pappa sinn. Já. Hjálp. Já. Og þetta er svo sterkt. Já. Og Morgan Freeman alltaf brjálaði leikar, ég kom að gæsa hana. Já. Og þegar hann er að tala þetta, ég er bara eitthvað, vá, ég get svo sett mér í þessu spór bara. Já. Að það er potta sem að dóttur hans hefur verið að kalla á. Nákvæmlega. Síðustu mínútur. Já, nákvæmlega. Rosalega mynd. Það er þú veist, rosalega fullorðslega mynd einhvern veginn sem hann gerði þessi fyrstu mynd, sko. Þetta er rosa mynd. Ok. Herðu maður sjá, hvar var ég? Gone Baby Gone, já. 4, Hot Fuzz. Frábær. Æðisleg. Besta myndin hans Edgar Wright finnst mér ennþá. Minnst það ekki. Besta myndin hans Scott Pilgrim. Sjá, ég þól ekki Scott Pilgrim. Ég dýrk hana. En það er gott að fólk alveg gott elskar hana eða hattar hana, sko. Akkur finnst hún ekki góð? Mér fannst bara hundleiðilegt að orða hana. Þetta er bara ekki fyrir mig, sko. Spilar töluleiki? Nei, það er málið, sko. Og fannst það ekki fyndin? Hún er mjög fyndin. Það finnst mér. Jú, það er alveg ýmislegt svona fyndin. Ég held ég hafi bara verið svona, ég er ekki Simon Pegg og Nick Frost, þú veist. Ég vil bara alltaf að hann gerir myndi með þeim tveim, þú veist. Ég held ég hafi bara svona pirraður í því, þannig að ég hef kannski ekki gefið henni sens. Kannski gefið henni sens aftur. Já, af því að ef þú vildi freka Simon Pegg og Nick Frost, þá fyrstu Paul, hún var umulig. Hún var ekki frábær allana. En Hot Fuzz, geðvig. Hot Fuzz, geggjuð, sko. American Gangster nr. 3. Æðisleg. Geðvig. Gaman svo Crow og Washington aftur saman. Já. Af því ég er Virtuosity maður. Hún er æðisleg. Ég horfði hann aftur daginn og hún er alveg... Hún er silly. Hvernig að sjá hann aftur? Ég er ekki búin að sjá hann í svona 20 ár, sko. Já, ég er búin að sé hann nokkuð sem ég sá hann daginn. En... Er ekki eitthvað hakkarasendur og eitthvað svona tölvudæmi sem er gegn kjánulegt? Málega, ég þóla ekki svona tech-myndir. Já. Það er elda svo. Svo hackers. Ég legg ekki í hackers í dag, sko. Ég sá hann kannski fyrir 8 árum síðan eða eitthvað. 5 árum, 8 árum síðan. Ég gæti það ekki, sko. Hún er hræðileg. Ok, allavega, American Gangster, geggjuð.
Svo var ógeðslega erfitt að velja milli 1 og 2. Það tók mér langan tíma. Ég endaði á því að segja 2 er Zodiac. Frábær. Masterpiece bara eftir Fincher, sko. Frábær mynd. Frábær mynd, en ég varð að gefa í fyrst sæti No Country for Old Men. Masterpiece. Báðar Masterpiece, sko. Besta kómyndin. Já, alveg. Og ég er mikil kómaður, Já. þetta er besta myndið þeirra. Alveg klárlega, sko. Þeir tóku bara nýtt stökk þannig. Bara, já. Já, það er ekkert þetta, ég fengi það, ég held að flestir séu á því, sko. Þetta er langbesta myndin, þetta er svo góð mynd. Maður horfir hana aftur og aftur, bara svo, djúvill er þetta góð mynd, sko. Hún er rosalega. Já. Já. Ég er að geta popsmell. Herri, já, popsmellur, það er heldur gott, eða ekki? Já. Þetta pipar. Það er rosalega gott. Pipar. Hörru, þau eru rætt yfir þetta. Hvað ertu mér okkur að geða þau? Þeir eru á 4 tíma podcast. Ok, Við erum að slá eitthvað metina. nummer 10. The Mist. Já, fílar hana? Já. Þú fílar hann ekki? Nei, Mjög svona æðislega. það finnst hann allt í lagi. Endirinn er geður. En mér er svo spennandi, já, endurinn gera Endirinn það er svo bara- rosa mikið fyrir þessum mynd. Þvílíkur endir, sko. En það er bara svo fast í mér. Þetta er spoiler fyrir The Mist. Í lokin, þegar hann er að keyra, og hann sér bara eitthvað skrýmsli sem er 300 metrar á hæð eða eitthvað. Þetta image, þetta er svo fast í mér. Já. Ef þú myndir sjá þetta, Já. þá myndir hann að halda bara, ok, heiminn er búinn. Já, Þetta er bara heimsendir. Já. Og ég er að horfa á það næst í bara í slow motion. Af því að dýri ræðst ekki á þau. já. Og mér fannst það svo geðveikt. Þetta er svolítið mindfuck, sko. Þetta er mindfuck. Ok, nummer 9 er örugglega mín uppáhaldsteiknimynd. Það er Ratatouille. Já, ég held að sé hana. Ég langar að sjá hana. Ég mæli með henni. Já. Það er Brad Bird Ég er með fílaðan páttið, sko. og mér finnst hún geðveik. Já. Og það er uppáhaldsteiknimyndin mín. Já. Nummer 8 er The Kingdom. Já, Jamie Foxx. já, mér finnst hún vannmetinn. Hún er vanmyndin. Það er svolítið mikið á hristamyndalina. Já, ég þorði ekki alveg, ég var með hana í 20 myndunum, en ég er rosalega mikill aðdáðan þessar myndar. Mér finnst hún rosalega vannmetinn. Michael Mann er framleiðandi. Magur menn framleiðandi. Já, og mér finnst hún mjög skemmtileg. Ég horfa á hana oft, sko. Mér finnst hún bara virkilega góð. Já. Góð hasamynd. Já. Nummer 7, Rec, spænisk hryllismynd. Æðisleg. Sá hann aldrei. Nummer 6, 30 Days of Night. Já, Það eru einu vampir sem maður eftir það sem mér varst að vera virkilega skeri. já. Það eru ógeðslegar í þessari mynd. Hún var aðeins út úr hjá mér. Ég var með hann í listanum, sko. Hún er geggjuð, sko. Hún svín lúkkar, Ben Foster vinnur okkar að það. Já. Ok, nummer 5, einum mínum uppbóðarsmyndum sem ég þykir rosalega væntum, heitir Once. Hefur séð hana? Þetta er írsk mynd. Sástu Sing Street? Nei, sáði eitthvað að tala með, ég þarf að sjá hana. Það er ekki bara svona feel-good mynd eitthvað. Jú, það er bara frábær mynd. Ég Það þarf er að bara, Sing Street er bara með betri myndir sem ég séð í 10-20 ár. Hún er írsk, eða? Já. Þetta er Íri sem gera hana. Ok, Og hann gerir fyrsta myndin sem Once. ok, Og þetta er bara tónlist af fólk, bara kon og kall sem leikir sér mynd. já. Þetta er ekki leikarar. Þau hafa ekkert leikið meira. Þau eru eitthvað gutt, eða svona eins og búskarar eða eitthvað. Já, hann er bara svona Alveg rétt. eitthvað trúbadór eða eitthvað. Alveg og- rétt, já. Það er svona sætmynd. Já, já. Og hún þú sér að hún er ekki kosta raskat. En það er tónlistin í henni. Ég sá hann á mörgum svona top 10 listum. Þau unnu Óskarsson fyrir lagi. Já, já, Það já. er lag sem er í þessar mynd sem þau unnu Óskarsson fyrir. Ok, Þetta er frábær mynd. þetta kíkja Og hana. ég segi, lögin er svo geðveik. Ég fór á tónleika með þeim á Íslandi. Þau voru í hljómsveit Kom sem hingað? heitir, já, voru í hljómsveit sem heitir The Swell Season. Ok, Og þau spilum nokkuð svona lög. Þetta er bestu tónleik sem ég farið á. já, Þau tóku allt. Það var band með þeim. Svo er eitt lag þar sem hún var bara á píanó, konan, hann bara unplugged á gít. Ég elska þetta fólk. ok. Og málið er þessi kona. Hún heitir Marketa Irglava eða eitthvað svoleiðis. Ég ekki sé sláta nafninu hennar. Býr á Íslandi. Já, ok. Hún er búin að búa einnig nokkur ár. Hún tala íslensku allt. Mér finnst það bara svo geðveikt. Ég ætla ekkert að fá að hitta Once, hana. segir Once. Once heitir hún. Rosalega sætmynd. Það kíkja hana. Númer 4, Sweeney Todd. Já, Ég ég dýrka hana. held ég hef ekki klárað hana. Ég drekki fyrir alla. Þetta er Johnny Depp sem Ég hana, veit það, en ég hata söngleikmyndir. Já, En mér finnst tónlistin geggjur svona mynd. Flott lög. ok. Ok, númer 3 er Time Crimes. Sástu hana? Spænska mynd. Nei, ég heyrti tala um hann áður. Ég þarf að finna þessa mynd. Hana getur þú fundið á iTunes. Já, ok. Hún er til Hún það. til þar. Ok. Þetta er æðisleg mynd. Þetta er ekki gett sniðu mynd. Þetta er Jú. svona, Hún kostar ekki mikið, en hún er rosalega sniðu. þetta er svolítið svona Þetta- time cop, eða þú veist bara... Þetta er tímaflakk. Já, tímaflakk. Þegar tímaflakk er gert vel, þá er það gett áhugavert, sko.
og þú er aldrei séð að gert það svona hátt. Ok, cool. Mæli sterklega með henni. Ég þarf að tjekka á því, sko. Númer 2, No Country for Old Men, Já. Masterpiece, Bardem, Brolin, Tommy Lee Jones, allir geðveikir, Sick Woody mynd. Harrelson, geðveikur litluturki, Bardem er alltaf bara fílíkur vilja. snillingur inni. Já. En númer 1 var Gone Baby Gone hjá mér. Já, ok. Mér Þú finnst varst hún- ekki með Zodiac? Nei, ekki það því ég fíla hann ekki, hún hefur aldrei verið einu svona uppáldi hjá mér, Ok. en hún er æðisleg. Ok, ekki bara fara í 2008. Jó. Fyrir maður svona, Gefa sér þetta hérna. Sjá, 2008, og ég byrjaði þú. hvort byrjaði hann? Nei, þú ert að byrja. Ok, númer 10, The Escapist, svo stana, með Brian Cox. Nei. Breskmynd, hvað er hann gæja sem fer í fangilsmynd? Ok, með Brian Cox. Mhm. Ok, Kúlmynd. er hann er settur í fangilsi og hann er að sleppa út að öll myndin er það að Já, Já, er hann þekktu fyrir að sleppa úr öðru fangilsi með það? ég manna hann ekki. Ég hef ekki séð hana bara síðan 2008. Ok, Þú síðan sá hana. Ok. En gæði sem gera hana heitir Robert Wyatt sem fór og gerði Planet of the Apes fyrstu. já, þetta er hann. Mér minnir þessi fyrsta myndina þess, allan að fyrsta myndin sem var vægt ekkur aðtökli. Þetta er flott mynd. Damian Lewis sem var í Band of Brothers, Já, hann leikur í henni og hann er cool. ok, ég þarf að tjekka hann. Ok, The Escapist, töff mynd, benda fólk Þú veit, ég var fullt af myndum hérna til að horfa, þú ert alveg að Fá fylla. hugmyndir. Tropic Thunder, nummer 9. Já, hæði. Og mér finnst hann bara ennþá fyndin. Hún er ógeðslega fyndin. Stutt sín sá hana, ennþá fyndin. Geggjuð, sko. Robert Downey Jr. er alltaf, þú veist, Hann er ógeðslega fyndin. Mér finnst, ég fíla alveg Ben Stiller. já, þú veist, en Mér finnst það fyndin, en Downey Jr. á þessa mynd. hann á þessa mynd, Hann sko. bara á hana. Já. Númer 8 valdi ég mynd sem að mjög margir þóliki, en mér finnst það bara fínasta hasmynd. Af því ég held fyrst í svo trailerinn, ég bara, oh my god, þetta er eitthvað drasl. Já. Skemmt ég mig konunglega. Wanted. Wanted, já, hún var fín. Af því að ég las teiknum svona, Já, og myndir er betri. Það er ekki oft sem það er. mér finnst hún fín. Mér finnst hún mjög skemmtileg. Mjög Beygja ykkur á skemmtileg. kúlur Já, og mér eitthvað, finnst en- þetta cool, sko. Það sem ég fílaði við hana er James McAvoy. Já, Hann síndi þarna, hann getur alveg verið í actioni. já, Þetta er flottu leikari. frábær leikari, sko. Númer 7, líka vanmyndumynd, The Incredible Hulk. Já, ég gat ekki sett hann þarna, en já, hún er, Af hverju talar enginn hann í dag? Tim Roth, æðislegur í henni. Edward Norton, æðislegur í henni. endirinn á henni. Er það nú CGI-fætin? Já, Já, ég veit þú veist það. ég þóli það ekki. Nei, ég er alveg sammálaður, en mér finnst margt gott í henni. En mér varst mjög flott í byrjunni þegar hann í Brasilíu og allt þetta og þú veist, mér varst það mjög skemmtilegt. Það eru flott atriðinu milli, vestatrið er lokatrið í sammálaður. Já, Ok, Rambo, já maður, algjörlega með hana líka. þetta er klálega besta Rambo-myndin. Svo geðveik. Hún er betur en First Blood. Já, alveg bara ekkert hika á því. Þetta Nei. er besta Rambo-myndin. Besta Rambo-myndin, hann bara myrðir allan í Burma. Númer 5, Drítar á niður. In Bruges, Já, ég með hann líka. æðisleg. Svo númer 4, Eastwood-myndin sem ég var að tala um aðan, sem ég finnst geðveik. Og það er Changeling, Angelina Jolie. Ég hef ekki séð hana. Væli með henni. Hún er virkilega flott drafmynd. Ég fór á hann í bíó. Er hún ekki endurgerð? Nei, ég held ekki. Ok. En það er til mynd sem heitir The Changeling. Já, ok. En þetta hann er er hún góð. allt annað. Já, ok. Þessi heitir bara Changeling, ekki The Changeling. Og ég maður því sá hann í bíó. Og þegar myndi var, cirka, að liða eitthvað að sá hana, þá var ég bara hann býtu, að ég var ekki með þessi trailer. Ég ákvað að fara á hana, ég vissi ekkert um þessu mynd. Mhm. Og hún fer alveg í áttir sem mig grunaði ekki. Hún er virkilega góð. Sjá hvað er oft gaman að fara á myndir og veit ekki neitt og sjá ekki trailer og þú veist, maður á að gera þetta oftar. Ég veistu hvað hún er, í stuttumáli? Þetta er að mannrána ekki. Jú, þetta er í rauninni sonur hennar, Jolie. Ég held mér sem þetta er byggt á sannri sögu. Já, Mér minni það. ég held það alveg. Sonur hennar hverfur, eða hún með rænt. Já, Og hún bara í paniki, eðlilega, bara hvað er sonur minn og fær löggan til að hjálpa að leita og eitthvað. já, Svo segist löggan, ég man eitthvað leiði langur tími, það er svona sín sámyndina. Og löggan finnur strákinn hennar. Sér bara, þetta er henni strákurinn. Hún sér bara, þetta er ekkert strákurinn minn. Já. Þetta er rosa skrítið. Það er rosa skrítið mál. svona eins og Twilight Zone þátt. Já, það er svona pínu, en hún þetta er ekkert eitthvað yfirnáttúrulega. Menni, En þetta er æðislega mynd. ok. Númer 3, Taken. Ég elska fyrstu Taken myndina. Ég- Því miður fór Liam Neeson að gera bara endar svo kopjur á Taken. En fyrsta er brjálið. Þú kannski með Var 2009. ég ekki með hana? Það er guðlast, það vart ekki með hana. Jú, ég með hana, já, ég myndi náttúrulega nýja. Ok, 2, Dark Knight. Já. Auðvitað, ef þetta væri listi yfir bestu myndirnar og eitthvað svona sem ég þyrst alveg að fylla út, þá væri Dark Knight nummer 1. Þessi mynd hafði gríðarlega áhrif á mig. Dark Knight er bara topp 5 hjá mér að öllum myndum. Já,
og hún er rosalega, ég er náttúrulega mikil Batman-maður og ég horfði á trailerin, ég man eftir þessu, ég horfði á trailerin hvern einasta dag. Já. Það kom út í desember, myndi kom út í júli. Já. Ég horfði á trailerin hvern einasta dag. Já. Ég var svo spenntur. Ég Geggjað trailer, er svo vil Joker maður líka. Já. Ég fekk vægt bara svona nett taugafall, eða spennufall eftir myndina. Já. Af því að hún var svo geðveik. Já. Þetta er bilumynd og þeir náðu líka að halda rosalega miklu leyndu. Já. Hún var ekkert, þeir sýndi ekkert allt í trailerinu. Þeir sýndu svona passlega mikið af honum, sko. Passlega mikið. Jokernim, sko, þú veist. Það er... Já, hann er líka sem með Two-Face já, nákvæmlega. Myndin svolítið nákvæmlega. Þú vissir ekkert nákvæmlega hvað myndin væri. Já. Brjálamynd. En myndin sem ég setti nummer 1, en myndin sem ég aðeins tala um þetta, og það er Martyrs, franska myndin. Ég sé klippur á henni, ég legg ekki svona mynd, sko. Þessi er svolítið svona svo Irreversible. Já. Bara kýldur í magan og ógeðslegt. Serbian film og svona, þú veist. Já, þetta er eina sem myndir sem að mér bara, hún mitti mig í sálinni. Einu sinni fannst mér spennandi að sjá svona myndir. Ég sá Serbian film og þetta, þú veist, Human Centipede og eitthvað svona. Núna er ég bara svona, af hverju þetta er mannskemmandi, af hverju er ég að horfa á þetta? En munun á Martyrs og Human Centipede. Human Centipede er bara, það er ekkert mál að gera, ógeðslegt bara til þess að vera ógeðslegt. Sóðulegt. En Martyrs og eins og Irreversible, það er eitthvað svona point í þessu. Já. Hann er að segja eitthvað í leiksturinn. Já. Þó þessi sagt á mjög grófan hátt. Þetta er erfið mynd, en mér finnst hún rosalega góð. Já. Þannig ég var að velja hana, kannski ekki margir sem búin að sjá hana, Bandaríkjumenn endurgerð hana. Ég nætti hún ekki að sjá hana. Í alvöru? Bandaríkjumenn? Já. Hversu mikið diet útgáfa var það? Ég veit ekki, ég ekki sé það. Ég get alveg sagt að ég mun aldrei horfa á þessu mynd, ég get ekki svona. Nei, og með hvernig þú lýsir svona, já, þessu myndir sem þú fílar ekki, eða ert ekki hrifin af, þá myndi ég aldrei segja að horfa á hana. Nei. Ok, komum við 2008. Get ekki svona myndir. Förum að klára þetta, þetta er bara svona sjúklega skemmtilegt, ég er bara svo ræddur að mynda hann sem fara að slökka á sig, sko. Já, skal reyna að setja mig hérna aðeins í gírinn. Sjá, þú ert búin að nefna hérna flesta myndir, sko, 10, In Bruce. Æðisleg. 9, Rambo. Æðisleg. 8, Traitor. Með Don Cheadle. Ég sá hann ekki. Það er góð mynd. Ok. Tjekkaðu henni. Já. Ógislega vannmyndi mynd. Ég skil ekki hvað fólk hefur ekki hort á hana. Traitor er frábær. Tjekka henni. Traitor. Númer 7, The Wrestler. Æðisleg, ég ætlaði að setja hana. Já, en þú veist, mér finnst svona, en þú veist, hún er alltaf frábær fyrir út af Mickey Rourke, þú veist, aðalega. Þetta er ekkert merkileg mynd að öðru leiti. Nei, en þetta er karaktermynd. Þetta er karaktermynd dauðans, sko. Og ég er alveg til í það að það er góð karakter. Já. Hún er frábær, sko. Tropic Thunder, númer 6. Gran Torino, númer 5. Hún góð. Mjög veist hún æði. Já. Einmitt Eastwood. Eastwood, geggjaður. Númer 4, Slumdog Millionaire. Hún er góð, en ég var aldrei eitthvað svona piss í mig. Mér fannst hún geðveik þegar ég sá hana. Þetta er ekki mynd sem ég horfa á oft. Nei. Mér fannst hún geðveik þegar ég sá hana. Þrátt fyrir hæpið sem var á henni þá, þegar ég sá hana, sko. Ok. Mér finnst það bara mjög skemmtileg. Þetta er ekki mynd sem að venjulegast ég hefði gaman af, en Danny Boyle bara gerir þetta ógeðslega vel, sko. Ég er á hósta en út af peipastuðinu. Er þetta kapnaði þegar þú ert ekki sammála mér? Nei, alls ekki. En já, Danny Boyle er alltaf bara frábær og hann gerir þessa mynd, þú veist. Þetta er flott mynd. Þetta er flott mynd, sko. Sjá, númer 3, Iron Man. Já, ég seti Hulk í staðinn. Þú setti Hulk í staðinn. Og ég er ekki að segja þetta að hún sé betri. Finnst þér hún ofurmyndin Iron Man, eða? Nei. Mér finnst hún eiginlega bara jafnvel besta Marvel-myndin, sko. Ég myndi reyndar ekki fara þanga. En hún er frábær. Hún byrjaði þetta. Hún byrjaði þetta, já. Mér fannst það bara svo geggju þegar hún byrjaði og ég bara, ok, nú er ég til í þetta, þú veist. Þessar típur af myndum, sko. Iron Man, gott pick. Iron Man, geðveik, númer 3. Númer 2, Let the Right One In. Sænska. Upprunlega, sænska. Frábær. Geggjuð mynd. Og númer 1, Dark Knight. Já. Það sjálfsög. Masterpiece. Sjálfsög. Fyrir mig 2009. 2009, fyrir maður að klára þetta, síðast árið. Þú byrjar. Ég byrja. Númer 10, Taken. Já, mitt, ok. Varða háninni. Númer 9, Star Trek, fyrsta. Mér finnst hún góð. Mér líka. Mér finnst hinar ekki góðar. Nei, samanlegar. Eftir það var bara rusl. Samanlegar. Fyrsta er mjög skemmtileg. Mjög skemmtileg. Ég tók hann listan mín. Líka, þú veist, ég var aldrei Star Trek-ur og ég bara svona, þú veist, að hann hafi náðu að gera svona skemmtilega Star Trek-mynd, ég bara, djúvillig er Abrams geggjaður leikstjóri. Sko. Ég er alveg svona lúmsku Star Trek-mæður, ég er búin að sjá allar gömlu myndar. Já, það? Ég hafði ekki séð neitt af þessu, ég hafði engan á þessu fyrir ég sá þessa mynd, sko. Ok. Númer 8, hérna, The Girl with the Dragon Tattoo. Sænska. Frábær. Já. Noomi Rapace er geggjuð í þessu hlutverki.
Það er bara frábær leikuna. Já. Ég fíla hana eiginlega í bótt, sko. Mér fannst hinn ekki eins góð Rooney. Nei, hörru, miður kannar slögt á sér. Dón. Ég ætla að sjá hvort það býta þér. Ég ætla ekki að slökk, ég ætla ekki að klippa þú. Bara... Já. Ok. Þess er það góður, eða? Já. Ok. Ok, miður kannar slögt á sér. Við erum að klára þetta. Þú er svo lengi eða? Já, ég var hérna, Guardo Dragon Tattoo, geggjuð. Númer 7 er Bruno. Frábær. Ekkert mikið verri en Borat. Sammála. Djöfull Og hló ég á hann henni. að vannmetinn. Ógeðslega fyndin. Númer 6, Avatar. Númer 5, Moon. Frábær mynd. Geðveik mynd. Klinkmar sælum þar. Já. Mynd sem að Rockwell geðveikur. fólk verður að sjá Moon. Tjekka á henni. Númer 4, Bronson. Með Hardy. Tom Hardy. Ég varst geggjuð. Já. Aðeins svo furðuleg fyrir mig, en já. Hún er svona spesjá, en líka mér finnst hann svo geðveikur í þessu hlutverki. Hann er geðveikur. Númer 3 er District 9. Frábær. Geggjuð mynd. En mér finnst hann ekki hafa náð einhvern veginn að halda þessu uppi. Ég held bara að vera að koma nýr Cameron. Já. Svo bara... Ef hann hefði fengið að gera þessu aliens mynd með þér. En okkur gerði hann ekki bara góða Elysium? Okkur gerði hann ekki bara góða Chappie? Já, ég veit það. Nákvæmlega, hann er ekki, þú veist... Hann er bara ekki... Hann er bara ekki nógu góður, sko. Nei. Því miður, sko. Ok. Númer 2, Inglourious Basterds. Frábær. Ég átti erfitt með að velja þarna númer 1 og 2. Ég var að setja hann í 2 af því að ég elska númer 1 sem er Hurt Locker. Ég er nefnilega... Mér finnst hún geðvik. Ég var aldrei hrifinn. Er það ekki? Ef þú veit, góð mynd. Já. Aldrei svona uppáhalds. Ekki? Nei. Ekki fyrir þig? Nei. Rennir ekki að gera einu. Makki er í henni líka, ekki? Jú, Andri Makki er í henni. Mér finnst þetta bara að vera quintessential, þú veist, Íraksstríðsmyndin, sko. Í þessum flokk. Ok. Það er nummer 1 hjá þér. Það var nummer 1. Hurt Locker, nummer 1. Fyrir þetta hjá mér. Cloudy with a Chance of Meatballs, nummer 10 hjá mér. Já, ég aldrei sé hana. Hún er mjög skemmtileg. Já. Númer 9 er mynd sem er ekki, kannski ekki spes, sem er premiss svo cool. Knowing. Nicolas Cage. Já, ég var ekki ánæður. Nei. Númer 8, Friday the 13th endingarinn. Mjög fín endingar. Sá hann ekki. Watchmen, nummer 7. Já. Splice, nummer 6, sástu það? Nei, ég heyrði góða hluti hana. Hún er... Það er töff mynd. Já, hún er rosalega výrd, en hún er cool. Gæðin sem gerir Cube, gerir hana. Já, nákvæmlega. Hún er góð. Inglourious Basterds, nummer 5. District 9, nummer 4. Nummer 3, The House of the Devil. Hefur þú séð hana? Nei. Frábær mynd. Mæli eindreið með henni. Er það svona... zombie mynd, hvernig horror með það? Nei, þetta er meira svona cult demon dæmi. The House with the Devil? Nei, The House of the Devil. House of the Devil. Þetta er barnapíu fyrir að passa hjá okkur fólki og það er eitthvað skrítið og ég mæla eindreið með henni. Ok. Og hún er líka, þó hún kom út 2009, hún er sett upp, en hún sé bara frá 70s eða 80s. Allt í henni lúkar eins og þessu göfun mynd. Það er cool. Það er ótrúlega hvernig það náði því. Já. Ég bara, sumra reyndi þetta. Já. Ég var aldrei sér svona vel heppna áður. Bara allt við hana, leikonnar, hárið á þeim, fötin, kamerunnar, hvernig hann zoomar, þetta er bara allt þessu góðum. Og var það að vera fyrir hugmynd, þú veist, fyrir... Hún gerir þetta á þeim tíma. Já, ok. Þetta make a sense. Moon nummer 2 hjá mér. Já. En svo valdi ég nummer 1, Orphan. Ég hef ekki séð hana. Mér finnst hún... Nei, ég er að rugla, Orphanage. Nei, ekki Orphanage. Já, The Orphan, já, nákvæmlega. Ég var með hana í top 20 hjá mér. Mér finnst hún rosalega góð. Hún kom mér geðveikt á óvart. Já, líka mér. Vera Farmiga, vinkonu mín, hún er í heyrumynd. Já. Æðisleginni. Geðveikt tvist, sko. Peter Sarsgaard er hín líka. Já, varmyndileikari. Þau par, það hjón. Annar varmyndileikari. Geðveikuleikari. Brjálumynd. Herru, ekki bara klára þetta betur. Við erum búin svo lengi. Þannig ef einhver klára þetta, bara props. Þessis hetjur eru þið. Þetta er bara lengsta podcastið. Ógeðslega gaman. Já. Kemur bara ekkert síðan aftur. Já. Þá kannski tölum eitthvað. Þetta var svolítið metnaðarfullt í okkur. Þetta var rosalega metnaðarfullt í okkur. Þetta var ógeðskemmtilegt. Takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir mig.